Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu mánudags kvöldið 16. desember. Það eru aðeins 8 dagar til jóla. Óprútnar aðferðir flugfélaga, snjóflóð í Neskaupstað, ódæði í uppsiglingu á Seyðisfirði, ný íslensk ljóð og gasa eru á dagskrá hér næstu klukkustundir. Við endum dagskrána á því að skáldin Anton Helgi Jónsson, Halla Þórðardóttir og Þórunn Valdimarsdóttir koma að ræða ljóðlistina, ljóðadjammið og leyfa okkur að heyra ljóð úr nýútkomnum bókum. Þar á undan umfjöllun hryllinginn á Gaza sem við megum ekki hætta að tala Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur, eru báðar sérfræðingar í málefnum Mið-Austurlanda og þær koma hingað og ræða málin. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags atvinnuflugmanna, hann kemur og ræðir tilraunir flugfélaga til niðurbrots á verkalýðsfélögum og félagsleg undirboð og áhrif þess á kjör flugstétta og samfélagið allt. Og hjónin Ólöf Þorvaldsdóttir og Logi Kristjánsson, þau hafa skrifað bókina Fjall í fangið, bók sem fjallar snjóflóðin í Neskaupstað en líka samfélagið sem flóðin fjallu á, sérstakt samfélag sem var mótað af völdum og áhrifum sósíalista. Við ræðum við þau. En við hefjum leik á viðtali við Katrínu Oddsdóttur, mannréttinda lögmann. Hún berst með kjafti og klóm gegn laxeldi á Seyðisfirði að því virðist í andstöðu við vilja íslenskra ríkisstofnana. Hún lætur stór orð falla en þó hvergi bangin. Hún keik, hún Katrín. Og ég hvet ykkur til þess að hlusta á það sem hún hefur að segja. Farið ekki langt, það viðtal og með því hefst dagskráin okkar hér í kvöld eftir andartak. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl og blessuð. Það mikið deilt fiskeldi, laxeldi hér við þetta land og ekki síst eftir að Matvælastofnun vann tillögu að rekstrarleyfi vegna sjókvíaeldis Kaldvíkur HF með alltaf 10.000 tonna hámarks lífmassa af laxi á þeim viðkoma stað Seyðisfirði. Og það að ræða sem sagt ný rekstrarleyfi sem heimila annars vegar eldi á 6.500 tonnum af frjóum laxi og hins vegar 3.500 tonnum af ófrjóum laxi á Seyðisfirði. Þetta gerist þótt rétt 75% heimamanna séu andvíg þessari starfsemi og hitinn í þessu máli nær langt út fyrir Seyðisfjörð. En einn af talsmönnum baráttunar gegn þessum fyrirætlunum hingað komin í viðtal til okkar við Rauðaborðið. Velkomin Katrín Oddsdóttir. Takk.
Ef við kannski bara byrjum á þessari mótsögn og þarna opinber stofnun að aðhafast með ákveðnum hætti þótt 75% heimamanna séu gegn þessu. Er það bara í lagi eða? Auðvitað er það náttúrulega ekki í lagi. Það er ekki í lagi samkvæmt neinum eðlilegum mælikvörðum. Hins vegar hefur okkur tekist að búa til svo brogað regluverk og svo vanmáttuða stofnanir að svona hlutir að gerast á Íslandi árið 2024. Og ég sat áðan á fjarfundi með einhverjum útlendingum að því áhugin á þessu máli nær raunar langt út fyrir landsteinana og það er bara erfitt að útskýra fyrir fólki sem býr í síðum samfélögum að það sé bara staðan að þrátt fyrir þetta fólk hafi mótmælt á öllum stigum og ekki bara benda á verulega annmarka sem eru í þessu skipulagsferli heldur sýnt fram á gríðarlega samstöðu bæjarbúa gegn þessum fyrirætlunum. Það virðist bara ekki nokkur möguleiki af hálfu kerfi sem sjálfs að hlusta og ég var einmitt að skoða aftur skýrslu sem var gerð í kjölfar þess að kom svona frummat skýrsla út sem svona fyrsta skoðun og þá hitt þetta fiskeldi Austfjarða þetta fyrirtæki og nú heitir þetta Kaldvík og þar kemur fram þessi gríðarlegi vilji Seyðfirðinga til að stoppa þetta og bjarga firðinu sínum og skipulagsstofnun segir í skýrslunni sem var gerð í kjölfarið það bara gengur alls ekki að veita nokkurs konar leyfi eða klára skipulagið nema það sé hægt að sætta heimamenn og finna leið til þess að þeir vilji fá þetta. Þetta er náttúrulega frekar augljóst en nú eru liðið nokkur ár og stjórnsýslan er búin að þannig hlaupa í hringi og eftir þessum fyrirtækjum til þess að í raun og veru, ég ætla bara að leyfa mér að segja að hjálpa þeim að fá sitt í gegn og mér finnst það sem er alvarlegast við þessu það er ekki bara það að sé búið að dreifa ábyrðinni svo víða að enginn telur sér raunverulega að bera ábyrð eins og litla hænan einhvern veginn, þá er það enginn sem er tilbúin að taka á skarið og stíga inn og virða lýðræðislegan vilja bæjarbúa. Ég meina þetta bara svo ég myndi ákveða að reisa kamar í garðinum heimi á þér og mér væri bara alveg drull hvort þú hefðir á því jákvæða eða neikvæða skoðun. Og þetta er kamar, ég ætla að leyfa mér að segja það. Þetta er gríðarlega mengandi stóriðja sem að sérst ekki með berum augum mannabans og fyrir vikið einhvern veginn lætur fólk þetta fara fram hjá sér en afleiðingarnar eru skelfilegar og við höfum svo mörg dæmi það sem að gerist og Seyðisfjörður er svona staður þar sem að ég fékk nýlega frá Veðurstofunni svo kallaðan ofanflóða annál. Það er æðislegt plagg. Þetta er 150 síður sem eru bara svona alveg frá 1600 og eitthvað öll þau flóð og þær skriður sem fallið hafa á þessum stað og þetta er alltaf miklu hreyfingu þetta og við vitum það, marg skelfileg slys átt sér stað. Ekki síst með vaxandi úrkomu og hnattræn loftslagsbreytingum. En til dæmis bara sem dæmi það hvað þetta ferli er glatað, þá hefur aldrei verið framkvæmt mat á því hvað geti gerst ef að flóð myndi falla á þessi mannverki sem eru í hafinu. Hvaða afleiðingar myndi það geta haft? Og við sátum nýlega, ég og nokkri Seyðfirðingar sem erum að reyna að stoppa þetta rugl á fundi með landhelgisgæslunni og við vorum að ræða þetta, býtu hvernig kæmi skipið til að bjarga fólkinu til þess að það kæmi snjóflóð og þessar kvíar myndur hreinlega bara fylla fjörðin af einhverju prömmum og drasli og það er ekkert með engin svör. Svarið er bara það að þetta er eitt af því sem hefur bara ekki verið metið en samt virðist lestin alltaf bruna áfram og veita þessi leyfi. Og ég bara trú ekki öðru en að stofnunir eins og húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem verður að veita byggingarleyfi til þess að megi í raun og veru fara af stað með þessa framkvæmd muni grípa í taumana þegar hún les þetta 150 blaðsíðna skjal ofanflóðið í Seyðisfirði sem er náttúrulega stórskemmtilega lesning að þetta byrjar á því að einhver kona galdrar einhvern mann sem hefði lamið eitthvað barn og þá kemur þetta skrið á hann þetta er alveg svona gamalt og svo er þetta bara komið yfir í mjög fræðilegar og vísindalegar upplýsingar það að þarna sé náttúrulega gríðarleg hætta fyrir öll mannvirki í hafi vegna þess að þegar það fellur snjóflóð sem gerist tvisvar sinnum nýlega sem eru stór snjóflóð sem falla þarna fyrir þetta skriðurnar þá eru þetta bara slík höggbylgja að hún fer alveg yfir fjörðin. Fjörðurinn er mjög mjór. Þarna er Faræsstrengurinn svo kallaði sem er einn af aðal fjarskiptastrengum okkar við umheiminn og sá sem að Færeyingar reiða sig mest á og það er bara einhvern veginn að horfa á þetta. Þetta er svo mikið svona þetta er nánast eins og að horfa á okkur svona ofbeldisbrot að leyfa mér að segja. Að sjá þarna fólki standa saman ár eftir ár, mótmæla á öllum stigum sem hægt er, með öllum þeim faglegu tólum og tækjum sem þau hafa og andmælin hafa bara ekkert vægi. Það situr bara einhver Jens Garðar einhver staðar og segir bara víst ætla ég að gera þetta. Og ég bara skil ekki hvernig það getur verið komið svona fyrir okkur sem þjóð. Að við getum í hreinlega ekki stoppað þetta. Fyrir kosningar sögðu allir flokkar utan tveggja að þeir myndu leggjast gegn þessu, að Seyðfirðingar myndu fá að ráða sínum málum. Og fyrir þjóðin svo okkar sem er nú ekkert eðlilega mikla þráhyggju yfir sínu sjálfstæði og því að geta svolítið sagt sinn vilja og fá sínu framgengt, að horfa upp á það að við ætlum að fara að neyða Seyðfirðinga til að taka móti einhverju mengandi stóriðju að því einhver frekur kall á Eskifirði vill það er grátlegt.
Það líka sko, mótrökin eru eins og þú hefur hér aðeins rakið, þau eru á svo margháttuðum level. Það er svo mörg rök gegn þessu akkurat í þessum þrönga lokaða firði. Já, til dæmis eitt núna nýlegt. Nú gerir Veðurstofan einhvers konar matum þessi ofanflóði samt ekkert í sjó. Svo kemur Vegagerðin og gerir einhvers konar matum siglingaröryggi. Allir eru svona pínum, ég veit ekki alveg, nei, þetta sleppur. Svona rétt sleppur. Já, en svo til dæmis er þessar skýrslur siglingaröryggi, hún tekin og loksins einhver heimamaður spurður. Bara skipstjóri sem búin að sigla þarna áratugum saman og hann segir býtu, ef þetta gerist, þá ekkert var lengur í firðinum. Og þetta fer úr því að vera örugsiglingarleið í að vera varhugaverð siglingarleið. Og svo, að það sé ekki tala við heimamenn til dæmis, þegar það vera búið til svona mat og að þú skoðar þetta mat, þá alltaf að tala um einhverja nafnlausa einstaklinga, einhverju skipstjórar frá Norrænu sem engi veit hverjir eru, sem segja þetta sé bara alveg frábært. En í ljós kemur að, Norrænamenn þurfa að hægja verulega á sér, þarna eru risastór skip að mætast, því það er mikill áhugi hjá þessum stóru skipum að koma til Seyðisfjarðar og koma til Íslands og þetta er ein af okkar helstu ferðamannagáttum inn í landið og vera tróðfyllt af einhverjum kvíum, þetta er bara stór hættulegt, ekki bara fyrir þeirra eigin bara sjálfbærni og þeirra samfélag, þau vilja byggja þetta upp öðruvísi, þau vilja byggja á ferðamennsku og þau vilja byggja á annars konar þjónustu. Af hverju mega þau ekki ráða því? Þeim gengur bara helviti vel með sína sérstöðu og sinn frábæra bæjarbrag að reka þetta bæjarfélag. Svo eru þau einhvern veginn lokkuð inn í þetta múlaþing á þeim forsendum að þau munu fá að ráða meira áttar ákvörðunum sjálf varða sitt nærumhverfi og svo forsend er bara hreinlega svikin í þessu máli. Þegar 75% bæjarbúa getur ekki fengið vilja sínum framgeng. Það er svona rísa mál. Það er ekki svo sem verið að setja niður eitthvað ljósastur við eitthvað torg. Þetta er bara, að hefja hérna massífa stóriði. En sko, nú eru stofnanir fyrst og fremst fólk. Stofnanir fólk sem á að styðjast við náttúrulega regluverk, lagaramma og allt það, en það er alltaf eitthvað svigrum inn á öllum vinnustöðum sko. Hvað miðað við það hvað þú talar með gagnrýnum hætti þetta og að manni sýnist alveg bara verðskulda með gagnrýnum hætti. Hvað gæti starfsfólki gengið til? Er þetta einhver kún? Er þetta ótti? Er þetta frekikallinn eða hvað er þetta sko? Já, ég held að þau séu búin að koma sér út í eitthvað ákveðið horn eins og þarna hjá MAST og upplýði það að þau séu bara fylgja jafnræðisreglu og fara eins með allar umsóknir og því að það sé ekki sérstök heimild í lögum til þess að líta til lýðræðislegs vilja innfædra eða bæjarbúa, þá ber þeim alls ekki að gera það. Og svona segja hver einasta stofnun lítur ægilega þröngt á sitt ábyrgðarsvið og þá endur bara uppi með rangar ákvarðanir. En þetta er mjög þekkt, þetta gerist líka við erlendis og þetta er kallað regulatory capture á enskunni eða einhvers konar svona eftirlits yfirtaka. Þannig að í raun geta stofnunarnar ekki lengur uppfyllt lagaleg skilyrði sín eins og MAST á að vera að passa upp á það að hér sé ekki að verða stórvægileg umhverfisslys vegna þessa iðnaðar, en mér finnst hún freka að vera búin að þróast út í það að vera eitthvað svona afgreiðslustofnun fyrir þessi stóru fyrirtæki og mér finnst ég sjá því miður og sama við kannski annars konar dýrahald, þá bara stendur þessi stofnun illa í lappirnar. Þegar kemur að velferðarsjónarmiðum dýra, náttúruverndarsjónarmiðum og annað, þá virðist einhvern veginn vera búið að marka einhverja braut sem er í þágu þessa iðnaðar en ekki í þágu lífríkisins á Íslandi eða náttúrunnar og í þessu tilfelli vilja fólksins sem á að búa við þetta sko. Og það er náttúrulega mjög alvarlegt og þá verðum við bara að vona það að löggjafinn geti gripið inn í. Við erum komið með nýtt þing núna og það er eins og ég segi, ég hafa fulltrúar allra flokka nema tveggja, allra nema Sjálfstæðis- og Miðflokks lýsti við vilja til þess að leyfa Seyðfirðingum að ráða þessu sjálfur. Þannig að besta mögulega svona leikurinn í stöðunni núna væri að Alþingi myndi slá vernd Seyðisfjörð með því að koma honum fyrir í 8. grein laga sjókvíaeldi, það sem eru tilteknir ákveðnir firðir eins og Eyjafjörðurinn sem að má ekki hafa sjókvíaeldi í og það væri minnst að gera til bráðabirgða og meðan það er ekkert meginn ráðið fram úr því hvort að fólkið vilji breyta skoðun eða hvað það er sem á að gera, en þú tekur ekki svona iðnað og þröngvarunum upp á lítið þorp. Það gengur aldrei. Ef þessi leiðir í farin eru ekki komin á það stig að þessir aðilar geti krafist hárra skaðabóta eins og oft er talað. Nei, að í lögum þá, löggjafinn hefur heimild til að breyta lögum eins og hann vill og ef hann ákveður að banna til hvalveiðar, þá að Kristján Loftsson að mínum að ekki eitthvað bóta rétt á íslenska ríki. Það var búið að ákveða að þetta er ekki lengur í boði. Að sama skapi þá má löggjafinn að sjálfsögðu ákveða vernd tiltekinn stað á grundvelli mjög óvanalegra forsendna sem að mynda ekki ákveði fordæmi fyrir alla aðra, heldur segja bara, hérna verðum við að draga línu. Það er algjörlega sérstakar
aðstæður í þessu máli og þú veist, það væri hægt að gera svo fallega, góða og skilmerkilega greinagerð með slíkri lagabreitingu að hún héldi fullkomnu vatni og þetta er ekki eitthvað sem er verið að beina gegn Kaldvík. Kaldvík er með sjókveldi, Fáskrúðsfirði og víðar og er bara að græða fullt af peningum fyrir sína nossara eins og önnur fyrirtæki hér á landi en það að ætla að fara víkka enn út kvíarnar og álíða það að þau eitthvað sérskaðan rétt til að taka Seyðisfjörð næst. Það er algjör helber miskilningur. Það er þannig ágallar á þessu skipulagi og bara á mörgum af þessum stjórnsýslulegu ákvörðunum sem liggja til grundvallar að það er ekki hægt að vaða svona áfram og Alþingi verður bara að stíga móðurlega inn í þetta scenaríu núna og segja nei, stopp nú. Og það sem við þurfum síðan að gera er að setjast niður sem þjóð og mynda okkur einhverja skoðun á þessum málum. Það er ekki í lagi að hér vaði bara allir áfram í krafti auðmagns og valdi yfir vilja fólksins í landinu til þess að stýra því hvert við stefnum eins og er að gerast núna. Og það væri mjög gagnlegt til þess að halda þjóðfund og spyrja bara hreinlega, viljum við meira af sjókveldi, viljum við fasa það út, viljum við hreinlega stoppa það og banna það eða viljum við auka enn á það og hvernig ætlum við að gera þetta en það að vera bara með eitthvað göllu lög og vera sífellt að rífast það hvort það er að breyta þeim aðeins til hægri eða vinstri í staðan fyrir að spyrja þessar stóru spurningar viljum við vera sjókveldisþjóð akkur voru við aldrei spurða því áður en þetta gerðist allt saman það getur enginn svaraði hver tók ákvörðun það að leyfa fyrsta fiskeldi á Íslandi það er bara einhver ákvörðun sem liggur einhver staðar í kosmosinu og enginn skilur hvernig gerðist en ljóst er að hún hefur hrundið á stað þessari skriðu af þessum eldisfyrirtækjum og eldisframkvæmdum og það er einhvað í stjórnsýslunni sem þjónkar við þessi fyrirtæki og ég get ekki alveg útskýrt hvað það er en ég er búin að horfa á þetta út frá ýmsum hliðarlagfræðilega og því miður staðan svo að það er yfirleitt átómatist ítt á já frekar en nei inn í stofnunum ríkisins. Já. Sko, þegar maður hittir fólk bara svona á Laugaveginum og dagstælega og umræðan berst að þessu umræðefni þá finnst manni eins og að viðhorf Íslendinga sé jákvæðara til lagseldis, fiskeldis í landi heldur en í þessum opnu sjókvíum og maður hélt kannski að við værum það er náttúrulega að verða mjög mikil uppbygging á Reykjanesinu og Suðurlandi og hérna og manni hefur svona fundist heldur meiri friður með það. Já. Það er líka sko annað sem ég velti fyrir mér er þetta ekki svolítið svona bara, er þetta ekki tímaskekkja út frá þeim deilum sem orðið hafa? Við höfum ekki ennþá neitt minnst á náttúruvernd. Nei. Þú talar sko það nýðingsverk sem að þarna er framið gegn 75% íbúa, það lýðræðislega nýðingsverk en hérna þá er ógetið þess að náttúran það er vaðið yfir hana og ekki góð saga frá Vestfjörðum í þeim efnum var sagt. Og svo það sem er áhugaverst við Seyðisfjörð er það að þarna er fólkið að berjast fyrir náttúruna. Það er mjög augljóst. Þau eru ekki að berjast fyrir sínum fjárhagslegu hagsmunum því ljóslega munu einhver störf koma þarna og einhvers konar uppgangur verða þú veist, þeim er saman það, þau eru bara eins og íbúarnir í Ölfus sem fengur loksins að segja sína skoðun þau segja nei takk, við áttum okkur alveg því að hér kom einhver störf við erum bara ekki það desperat að það skipti máli að við fyrir að forna náttúrun í firðinum okkar og það verður náttúrulega auðvitað að hlusta á þetta og mér finnst svo skrítið líka að við Íslendingar höfum ekki komið okkur upp betri kerfum, við höfum til dæmis látið það yfir okkur ganga að fá ekki nýja stjórnarskrá þar sem að væri hægt að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu á ýmsum málum svo sem sjókvíaldi þar sem við erum mælingar ár eftir ár sem sýna það að löggjöfin og regluverki er í engum takt við vilja fólksins og þetta er ekkert smá dýr mistök þess vegna vilja þau ekki breyta stjórnarskránni þessi umhverfisli þetta er svo þægilegt fyrir þau þessi umhverfisli sem er að eiga sér stað í þessum bransa við erum bara orðin hálf ónæm held ég sem þjóð fyrir því hvað þetta er alvarlegt og við getum hort til Noregs þar sem að þú veist það er búið að loka laxveiðiánum þar flestum sem eru stærstar og heilu firðirnir eru dauðir og við getum sagt ok, við erum aðeins á eftir þeim og þau eru hlæjandi á leiðin í bankan hérna að nýta okkar auðlindin nánast ókeypis við gerum þetta fyrir einhver örfá störf þú veist, og mér finnst satt að segja hræðilegt að það sé staðan að það sé svo komið fyrir okkur að við teljum þetta ásættanleg skipti en nú vil ég ekki tala niður einhver þorp einhver stað fyrir vestan eða eitthvað sem að telja þetta vera betra fyrir sig en við skulum bara halda okkur þá við Seyðisfjörð og það verður þá að vera þannig að fólki sem segir nei takk að á það sé hlustað. Já. Maður skildi líka ætla í byggðalegu tilliti þá sæti Seyðisfjörður ekki alveg við sama borð og brothættustu byggðir á Vestfjörðum að þar sko, ég veit það alveg sem maður utan á landi
og byggðum sem að hafa átt undir högg að sækja, hvað eitt starf skiptir miklu máli og gefur oft einmitt afslátt á náttúruvernd og framtíðarhagsmunum og þú hefur sjálf nefnt það við þetta rauða borð að þessa örvæntingu að ef eignir fólksins eru hrundar í verði, fasteigna verðið og svona, þá náttúrulega eðlilegt að ég held að sé bara hægt að kalla það örþrifaráð að fólk grípi til þeirra. En sko Seyðisfjörður er náttúrulega bara, þetta ekki byggð sem í stórkostlegri kreppu. Alls ekki, þarna ungt fólk að flytja núna, það verið að byggja byggingarleyfi, þú veist, það hefur auðvitað Seyðisfjörður, þau eru upplifað alls konar blómaskeið, þetta mjög merkilegur staður og var alveg á tímabil ekki alveg ljóskort að Reykjavík að Seyðisfjörður eru höfuðstaðurinn hér, sko, alveg halda því til haga. Þarna kom fyrsti talsíminn og svona og þetta alveg stór merkilegur staður. Hann hefur rosalega mörg sérkenni sem íslenskt bæjarfélag. Þau hafa náð að varðveita gömlu húsin sín, þau eru með mjög mikið að listsköpun, þau eru með lunga sem lýðhaldsskóli, þau eru bara byggjast upp á sínum forsendum og þau eru bara að gera mjög gott mót. Þau eru ekki öll sammála. Það er fólk þarna sem segir, ég vil fá fjölbreyttara atvinnutækifæri og það á sjálfsögðu að hlusta á þau líka, en við getum ekki bara látið eins og þetta sé ekki að gerast. Og mér finnst ábyrgð Múlaþings mjög þung í þessu máli. Það eru þau sem leyfa því að viðgangast, að vita að svona stór hluti af þessu bæjarfélagi algjörlega á móti einhverju sem yfirvofandi og þau virðast ekki með neinum hættir en að grípa inn í til að aðstofa fólkið eins og lofað var við sameiningu að þeirra vilji náðu fram að ganga. Og þess vegna þetta svo grátlegt með Seyðisfjörð og þess vegna verður þetta stoppað og ég er ekki að segja að verður að stoppa þetta verður stoppað. Þetta mun verða stoppað. Þetta gerist ekki. Út af því að þessi rök sem hafa verið notuð annars staðar á landinu, þau eru skiljanleg. Fólki segir, við viljum þessa vinnu, við vitum að við erum að fórna einhverju, en þar eru mótrökin svo sterk, þau vilja þessa vinnu, þau vita að þau eru fórna einhverju, þau eru reyndar að fórna miklu stærri hagsmunum en þau ættu að hafa valda á, en allt í lagi, gott og vel. Það er ekki hægt að segja að sama gildi þarna megin. Þarna megin fólkið alveg skýrt allan tíman og það er búið að gera þetta með eins ítrúlegum hætti og hægt er. Það var sjálft Múlaþing sem baði með þessa Gallup-könnun sem sýndi að 75% eru á móti þessu. Síðan þá hafa verið framkvæmdar aðrar kannanir sem sýna enn stærri hlutfall bæjarbúa á móti og Kaldvík, hvað er hún? Hún fer og auglýsir störf í Seyðisfirði í sjókveldi. Mikil ögrun. Ótrúlega ögrun og ótrúlega frekja og þetta er gert til að splundra samstöðu bæjarbúa og við heldum stóran samstöðufund núna í nóvember þar sem var alveg húsfyllir á Herðubreið og ótrúlega falleg stund þar sem þau borðuðu plokkfið saman og heldur síðan dagskrá og daginn eftir kemur ykkur ónafngreindur aðili frá MAST og lýsir því yfir á RÚV að það verði veitt leyfi í vor, það standi til og þetta eru bara vinnubröð sem ég held að Sigilei myndi skamma sín fyrir að veita einhvers konar viðtal án heimildamanns á ríkisfjölmiðli það að tiltekin stjórnvaldsákvörðun verði tekin á tilteknu tíma án þess að þurfa að rannsaka það, án þess að þurfa að liggja fyrir hvaða andmæli kunna að koma upp og svo framvegis. Þetta, í mínum huga, heitir spilling. Ekkert annað. Þetta er mjög skuggalegt. Er það þessi ögurstund, hvenær rennur hún upp, hvenær Ég heyri á þér að þú ert... hún er alltaf bara runnin upp. Já, hún er núna. Það búið að auðlýsa þessi leyfi. Það bara, í raun og veru, þú veist, það bara lestin komin af stað. Við erum ekki lengur á brautapallinum að reyna rökstyðja það að það eigi ekki að fara í þessa ferð. Hún er lögð á stað þessi lest. Og nú er spurning hvernig við stoppum henni eða hvernig við breytum teinunum þannig að hún fara ekki í ranga átt, af því þetta er ranga átt, þetta er röng niðurstaða. Mér er alveg sama þó einhverjir þurfi nauðsynlega að græða peninga í þessu tilfelli, þá er það siðferðilega og lýðræðislega og út frá náttúruvernd fullkomlega rangt að leyfa þetta. Og það er ekki, ég bara ætla ekki að trúa því þó ég hafi nú hort upp á ýmislegt á Íslandi að það sé núna nýbúið að kjósa, fólk búið að lýsa yfir öllu fögruvarði þetta tiltekna mál rétt fyrir kosningar og muni þá ekki koma saman og standa í lappirnar og finna leið til að koma þessu lýðræðislega vilja Seyðfirðinga í virkni. Ég bara ætla ekki að trúa því fyrir að ég sé það. En ég held að Seyðfirðingar einhverjir munu ekki láta það gerast. Það verður bara fundna leið til þess, held ég. Ég hef heyrt fólk tala það að það bara ætlar að verja fjörðin sinn og ég vona að verða aldrei þannig að þurfa að fara í einhverjar aðgerðir eins og Mývetningarnir gerðu en það var þó ræðumaður frá þeim slóðum, Laxárdalnum sem kom þarna á þannig fund og lýsti því hvernig hans afi og forfeður hefðu stoppað þá stóru og hræðilegu skissu sem hefði verið að stípla þarna Laxárdalinn og rústa Mývatni og getur ímyndaði hvað Mývatni hefur skilað miklu inn í þjóðarkassan síðan. Þú veist, ef að langafi minn Einar Benediktsson hefði fengið að virkja Gullfoss þá hefðu við ekki hann í dag til að monta okkur af við túristana og það með tilrænandi efnaðslegum áhrifum. Þú veist, við verðum að hlusta
og uppgöta það hvenær við þurfum að taka ákvarðanir. En þessi ágæti freki hagmælti afi minn hefði virkað Gullfoss ef einhver kona ekki hótaði að kasta sér ofan í hann. Þannig að stundum þarf líka að segja bara við raunverulega erum að segja ykkur að hér hefur verið dregin lína og ég held að Seyðfirðingar hafi gert það með öllum lögformlegum hætti hingað til og muni gera það áfram þangað til fram í sækir, en ég held líka bara að fólk þarna, það kallar ekki allt ömmu sína, ég held að fólk þarna sé í alvörinu hugsa bara hvað þurfum við þá að gera, af því það er svo sjaldgæft að þú sért með svona skýran, mældan og viðurkenndan vilja, lýðræðislega vilja, gagnvart einhverju svona stórri framkvæmd eins og þessari og á hann sé ekki hlustað. Það var nú mitt fólk sem að sprengdi niður Kvísl sko. Já. Og ég og frænda sem að kærði sig inn á sakaskrá, hann komst ekki og hann fór til lögreglunar á Húsavík daginn eftir og kærði sig inn á sakaskrá vegna þess að honum fannst skipta, var það svo miklu að vera hluti á hópnum og svo náttúrulega snild að stela dínamítinu af framkvæmdaaðilunum sjálfum. En sko, já, ég veit ekki alveg svona, við sem erum að núna hlusta á þig. Ég veit ekki hvort okkur finnst það gott veðmál að treysta því að stofnanir ríkisins, hinnar sömu stofnanir ríkisins og þú ert búin að lýsa upplifun þinni af. Ég veit ekki hvort okkur finnst það svona gott bett að treysta þeim úr því sem komið er. Nei, ég skil það bara mjög vel en ég sem lögfræðingur verðegt minn alltaf að trúa að svo leið sér fær og við munum gera allt að allir við sem erum að reyna að berjast í þessu. Þetta er náttúrulega bara örlítil félagasamtök með eiginlega enga burði til að standa í þessu en við reynum þó eins og við getum og það hefur nú alveg skilað árangri. Við fórum með nokkuð mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála núna sjókvíaeldi bara á síðasta ári og það var hellingur af þessu ógilt. Þetta er ekki svo að þetta sé ykkur óbilgjörn fullkomin stjórnsýsla. Það er bara fullt af fúski og rugli í gangi og það þolir enga skoðun. En sko, er ósagt í þessu sem þú ert að tala um bara að auðræðið kaupir allt? Sveitarstjórnarmenn, pólitíska fulltrúa, þingmenn, ríkisstofnanir, bara að peningaaflið, er þetta þannig að þeir geta hama svo svakalega í þér ef þú ekki gerir vilja þeirra að fólkið hugsa bara að þeir muni gera líf mitt óbærilegt. Þetta er ömurlegt en ég þarf að gera þetta. Ég veit nú ekki alveg hvort það sé þannig. Ég efast að sitja ykkur marst starfsmennin á hótið þeim einhverjum afklipptum eyrum. Þetta er held ég miklu meira eitthvað lenska. Þú veist, að við erum eitthvað búin að venjast því að beygja okkur gagnvart þessari svipu sem að þessi fjársterku aðilar auðvitað hafa í krafti alls konar lögmannsþjónustu og annað til þess að böslast í gegn og svolítið, ég var alveg síðan þess að tölvupósamskipti þau eru ansi frekjuleg Það er að vera heimta að færa þessi nið þarna og hlusta það á mig og gera það svo ég segi. Þetta er svona svolítið boðvald fílingur í þessu En svo höfum við líka frábæra meginreglur og stjórnsýslulögin okkar sem segja bara hvernig á að framkvæma góða stjórnsýslu og við verðum að trúa því að þetta haldi að lokum, þó við þurfum að lokum að fara fyrir dómstóla eða hvað það er, þó við þurfum að fara allavega til Strasbourg, við hættum ekki að því það er bara til ein íslensk náttúra og við sem kynslóð höfum engan rétt á að rústa henni gagnvart næstu kynslóð og fara í leiðinu alveg ógeðslega illa með þessi dýr í þá einhver skammtíma gróða. Þú veist, það er ekki gott og það er ekki eins og þessi peningar séu að enda meginstefnunni til í Íslandi í okkar sameiginlegu kerfum eða eitthvað slíkt. Það er ekki eins og þannig Þannig að ég held að við hljótum öll að vita það innst inni að fyrir samfélagslega hagsmuni þessa lands þá er þetta mjög slæmt og hvað þá fyrir náttúruna. Og þarna verði ég að segja að þú veist, náttúrun á okkur, ekki við hana. Og þessi ofbúslega mannmiðaða aðferð að kíkja á náttúrun alltaf sem eitthvað svona, hvað get ég fengið? Hún alltaf er það sem er að steypa bara þessari tegund sem er homo sapiens í algjörða glötun. Þannig að við erum ykkur ákveðin birtingamynd af vandamáli sem er miklu stærra en bara íslenskt. En Seyðisfjörður er í alvörunni fallegasta prófdæmi sem ég get ímyndað mér það. Hvort hér sé til stjórnkerfi sem virðir það þegar meiri segja fólki sem er sjálft á fjárhagslega hagsmuna því að segja já, segir nei, við höfum dregið línu í sjóin og hinga farið þið ekki. Davíð Oddsson sagði þegar tekin var ákvörðun Kárahnjúkavirkjun
náttúran á að vera manninum undirgefin. Já, þetta náttúrulega bara, ég finnst þetta mjög ofbeldisfull staðhæfing og ég þoli ekki ljós söguna mjög vel þessi. Nei, það getur sérstaklega. En sko hvernig að vera svona í lokin ef ég fæ aðeins að víkja talinu bara svona að þér að maður svona undrasta stundum hvað hún færið sko kraftin í fuglabrjóstið þitt til þess að djöflast áfram eins og þú gerir. Getur þú sagt okkur það? Já, ég bara mér finnst þetta gaman. Mér finnst gaman að berjast fyrir því sem ég trúi á og ég veit ekkert af hverju ég alltaf búin að sogast inn í einhverju öll þessi dýramál, það nú bara grundaleg tilviljun en ég alltaf bara sitt uppi með það að ég sé bara, mér þykir bara ógeðslega vænt okkar sameiginlega kerfi og okkar sameiginlega bara svona samfélagslega auð og mér finnst Ísland vera frábær staður. Ég kem alltaf og nöldra en ég vil samt segja ég elska þetta land og ég elska þetta fólk sem býr og þetta alveg stórkostleg þetta er stórkostlega tilverustaður að vera á okkar land og þess vegna svo grátlegt að við getum ekki viðhaft betri vinnubrögð þannig að við getum betur heyrt hvort í öðru og sætt málin og lagað og gert betur að því ég held að við höfum algjörða burði til að gera það og maður bindur alltaf vonir svona í kjölfar kosninga við að komi eitthvað aðeins betra og aðeins bjartari tímar en náttúrulega svo horfum við bara upp á fólk eins og Bjarna Bendisson henda inn einhverju hvalveiðileyfi í einhverju frekjukasti sko og þetta er náttúrulega ekkert auðvelt sko en mér finnst þetta samt raunverulega mjög gaman sko ég bara er forréttinda stöð að fá að vinna við það sem ég á áhuga og ég á ógeðslega skemmtilega vinni og gott líf og bara ég er mjög heppin að vera ég þannig að það er ekki svo að sé ykkur pláa að vera að standa í þessu ég fæ að vera með skemmtilegasta fólki á Íslandi sem seiðfirðingar og kannski mögulega sjá árangur af vinnunni sem ég tali alveg skipti máli, það er ekki að byggja meira. Nei, að berjast fyrir hagsmunum einhver sem manni þykir vænt náttúrulega maður finnur ekki mikið fyrir því að maður sé í vinnunni þegar maður er að því. Nei. Það ég skil hvað þetta fara. En þú nefndir aðeins Bjarna og útgáfu hvalveiði leyfisins sem er náttúrulega bara önnur ögrun og eiginlega bara sko í öllum öðrum löndum alheims fullyrði ég, siðvæddum ríkjum, það væri allt brjálað. Það væri bara þannig. En þannig annað dæmi og mér minnir að þú hafir þegar ég rætti aðeins við þig áður en við fórum inn í stúdíu, mér minnir að þú hafir notað hugtækið að þér finnist eins og það væri svolítið svona appelsínugul viðvörun í gangi núna. Það væri svona eitthvað ekki gott. Já, það er grátlegt að sjá hvernig fólk fer með völd svona síðustu metrunum en það er mjög afhjúpandi líka. Já. Þú veist, þessi ákvörðun mér finnst það bara að vera að gera þess að fífli í raun þessi maður en hann er að gera okkur öll að fíflum í leiðinni sem er verra og hann er ekki bara að veita ákvörðun að gefa út eitthvað leyfi til hvalveiða okkur furðulegum tíma ársins fyrir eitthvað félag sem heldur er hann líka að búa til nýtt fordæmi í einhverju spillingar listdansi sem er það að leyfin eitthvað framlengjast sjálfkrafa þannig að hann er búin að finna einhverja lúpu til að gera ótímabundin hvalveiði leyfi árið 2024 á Íslandi þetta er náttúrulega bara, þetta er eins galið og það getur gerst og í alvörunni bara, mér finnst hann setja verulega niður fyrir vikið og þessi gula eða appelsínugula, jafnvel rauða viðvörun sem ég var að tala um áðan er bara eitthvað innanhúsmet í frekjukallinn sko og þú veist, þetta lið brjálast eða fara ekki að halda völdum skilaði líklunum Jóhanna þú veist, þetta er bara eitthvað svona á þetta má þetta attitút sem að í raun og veru er akkurat vandinn og kannski kristallast í þessu Seyðisfjarðarmáli líka þannig einu svona oddviti Sjálfstæðisflokksins í þessu kjördæmi sem stýrir þessu fyrirtæki sem ætla sér að fara þarna onni garðin hjá nágrannanum án þess að hann þurfi leyfi eða neitt til ég meina, þetta er bara svo þetta er svo ósmart og þetta er svo ótrúlega ósiðað og ég hef stundum á tilfinningunni að það sé kannski okkar akkillesarhæll að við fluttum svo hratt úr einhverju hálfgerðu bara þróunaríkis feeling og búm, yfir í einhverju mikla auðlega við tókumst ekki alveg á við það að vaksa og verða siðmentu þjóð. Ég kalla þetta hungursneiðar komplexin í nýju bókinni minni. Já, það er gott orð. Þetta er eitthvað svona, þetta er svona að leggjast niður gagnvart einhverju auðvaldi og þú veist, þú maður viti að þetta er rangt
þú veist, það bara gengur ekki, sko, og svo eru nokkrir svona sem að nennar representata, einhverju varðhötta valdsins eins og Bjarni Benediktsson, sem að gengur eitthvað með eitthvað smörk og veitir eitthvað leyfi sem hann veit að meðlutu þjóðarinnar fyrirlítur hann fyrir að gera, en að því hann getur að gera það samt og þykist kalla það eitthvað svona eðlilega stjórnsýslu. Ég meina, við sjáum öll í gegnum þetta, við nennum alla lengur að kippa okkur upp við þetta sem náttúrulega hræðilegt, en ef við værum að kippa okkur upp við allt það rugl sem viðgengst hérna í íslenskum stjórnmálum, þá hefðum við engan tíma til þess að sinna börnunum okkar, lesa bækur og vinna vinnun okkar. Þannig sko magnið af þessu stundum að ég held að okkur verður bara hérna að fyrirgefast að við séum að velja ákveðnar baráttur og taka þær hart, en þetta hvalveiðimál, það hefur ekki verið sungið það síðasta í því heldur getið satt þér. En svona kannski bara rétt til að enda þetta, frábært að fá þig hérna að rauðaborðinu, Katrín. Sko, mér minnir að það sé þannig með skoðanakannanir, viðhorfskannanir sem eru gerðar út allan heim, að konur láta sig náttúruvernd í svörum sínum meira varða en kallar að jafnaði. Já. Og nú erum við með dálítið hven orku hugsanlega í nýrri ríkisstjórn. Við erum með 3 konur sem hafa verið kallaðar valkyrjur, hvort sem að þau finnst það gott nafn eða ekki, og maður skildi ætla að hven orkan sem gæti orðið svona, hvað maður að segja, leiðarljós íslenska ríkisins næstu 4 ár ef þetta gengur, að hún gæti leitt til annarar hugsunar. Ertu sæmilega vongóð svona það að það eitt og út af fyrir sig? Ég held að við ekki skemmar eitt fyrir okkur í öllu falli, en ég held að þetta sé samt vandasamt að vera í svona polaríseraðri pælingu það að kalla séu eitt og konur annað, þannig að en það er samt alveg rétt að út frá sko bara vísindarlegum gögnum, og við getum talað þetta sama hér heima, það eru miklu fleiri konur á móti hvalveiðum heldur en kallar, það eru miklu fleiri konur á móti sjókvíaeldi heldur en kallar, það eru miklu meiri konur fylgjandi nýju stjórnarskránni heldur en kallar. Þannig að auðvitað það er á einhvern hátt þetta að aðgreina þessa 2 þjóðfélagshópa og segja X einn og Y hinn. Ég veit bara ekki alveg hvort það sé gagnlegt til þess að ná áfram. Af því mér langar ekkert að vera í einhverju eilífu kynjastríði. Ég held að þetta snúist miklu frekar það að við finnum leið til þess að hlusta betur hvort á annað. Og það að við séum ósammála, það á ekki endilega þýða það að annað okkar þurfa að hafa fullan sigur og hittur bara liggja í valnum. Þú veist, þetta svolítið svona gamaldags hugmyndafræði sem svolítið svona það sem að lýðræðið okkar keyrir ennþá á, í staðan fyrir að reyna að komast meiri átt af svona konsensus sáttamiðlunar aðferðum. Það sem að við erum bara, við erum ekki sammála, en skoðum aðeins hvað það er þó sem við erum sammála Ræmum það að sinn. Getum við einhvern veginn mjaka okkur hinga saman og þá þurfum við ekki einhvern veginn að skilja annað hvort okkar eftir auðmýkt og hitt í einhverju ekokasti, skilur. Þú veist, ég held að þetta sé, þú veist, í raun og veru og aftur nýja stjórnarskráin náttúrulega gefur okkur leiðir til þess að leysa miklu fleiri ágreiningsmál og koma þeim inn á borðið og út af borðinu, en henni hefur verið hafnað akkurat út af því að þetta sama fólk sem að vill ekki auðlindirnar einhvern veginn hafninu óvart hjá almenningi eða ágóðan að þeim, stoppar það bara. Og ég meina, ég veit alveg þetta er bara svo að halda niður í loki á sjóðandi potti, sko, þetta mun ekki takast að eilífu, það er alveg furðulegt hvað þeim tekst að lengi, en þessi mál sem við erum að skoða hér í dag til dæmis, eins og sjókvíaeldi á Seyðisfirði, hvalveiðar og annað, þetta eru birtingamyndir af því að okkur hefur ekki tekist að uppfæra grunn sáttmálan okkar í samfélaginu, og við fengum alveg einstakt moment í hruninu og eftir hrun til þess að fást við það hvernig viljum við vera þegar við verum stór sem Ísland, að því við erum bara lítil nýlendu þjóð sem að losnaði fyrir örfáum áratugum undan því að vera einhvern veginn undir öðru boðvaldi. Og nú þurfum við svolítið að fara að horfa í speil og segja hvað ætla ég að gera því að ég er stór, hvernig ætla ég að vera, ætla ég að vera siðrænni, ætla ég að vera óheðalegur, ætla ég að beita öllum bröðum til að fá mitt í gegn, eða ætla ég að hugsa hvað væri best fyrir alla við þetta borð. Alls konar svona stóra spurningar sem við náum ekki að taka, að því við erum föst í einhverju neti gamals og úreldskerfis sem að leyfir sömu villurnar, og það er alltaf til eitthvað fólk sem að vill komast upp með að stela eða taka eða misbeita valdi, en það sé alltaf leitt til valda og fái síðan að misbeita valdi sínu er ekki sjálfsagt, og við höfum enga varnagla eða handbermsur til að stoppa það þegar það gerir það. Það er skelfilegt, sko. Og það er líka mjög sérkennilegt að ef einhver ætlar að halda uppi siðferðislegri umræðu, að þá sko fá hann beint í trínið að hann hljóta að hafa einhverja sérhagsmuni, dulda sérhagsmuni af því að ræða siðferði. Þetta er, ég veit ekki hvernig þetta er í öðrum löndum, en þetta er rosalega sérstakt hér. Já, þetta er mjög sérstakt, og við erum bara svolítið eins og á gelgjuskeiðinu kannski, hvað varðar okkar svona lífaldur sem þjóð. Já, og við erum svolítið að skella hurðum og svona, og þú veist, eitthvað fljótu upp og
kannski fljót niður líka en það hins vegar þannig að við verðum að fara að taka einhver svona stór þroskastefi átt að því að taka bara svolítið ábyrgð á okkur og á þessu einstaklega dásala landi sem að við höfum fengið að passa upp á sko. Það er náttúrulega ekkert eðli forréttindi að fá að fæðast hérna en því fylgir þetta líka ábyrgð og við verðum að finna leiðir til að axla hana betur og saman og ábyrgð á hvort öðru að því að það er bara svo leiðilegt að eyða lífinu í eitthvað risarifrildi eitthvað sem skiptir engu máli. Þú veist, við verðum ekki að geta hort saman eitthvað lengra og verið bara við erum mist að fara þangað, let's go. Og svo misti þú þið stundum og ég stundum og stundum erum við að þræta hvað er verið næst en við erum að fara þangað, þú veist. Það er alltaf svo hressandi innblástur sem fylgir orðunum. Takk Katrín fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Og við ætlum að halda okkur reyndar við Austurland en við ætlum að færa okkur aðeins set. Við ætlum að færa okkur yfir til Neskaupstaðar og við ætlum að fara nokkur ár aftur í tíman. Meir það hér eftir andartak. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarp. Já, ein af bókunum sem að koma út núna fyrir jólin heitir Fjall í fangið og fjallar snjóflóðið á Norðfirði í Neskaupstað 1974 það hálf öld síðan að það var rúm en þetta fjallar líka samfélagið sem að snjóflóðið fjall á sem að var einhver tíman í hæðinni kölluð Litla Moskva var svolítið sérstakt samfélag með við önnur á Íslandi og fjallar líka svolítið fjölskyldu. Þetta er skrifað af hjónum og þau eru hingað komin, Logi Kristjánsson og Ólöf Þorvaldsdóttir. Við erum velkomin. Takk. Er þetta ekki rétt lýsing á mér? Þetta fjallar snjóflóð og þetta fjallar þorp eða sveitafélag og þetta fjallar ykkur? Þetta fjallar okkur og aðkom okkar að þessu sérstaklega sveitafélagi og dvöl okkar þar. Já. Og þessum svakalegu viðburðum. Já, síðan þessi viðburðum og svo löngu tímabili sem að fór í uppbyggingu eftir þau. Já. Og bókin er sögð, þú ert ég í bókinni? Ég. En þú skrifar bókina eða? Ég seti þetta á blað, já. Og svo eru ljóð eftir þig, eða ljóð og listmál. Herðu, ef að byrja á snjóflóðinu, einhvern tímann fyrir einhverjum árum síðan, þá heyrði ég einhvern segja það að þetta hefði eiginlega aldrei verið svona gert upp með einhverjum hætti. Með svona að því að öðru sér talaði hluti í dag og við þekkjum það líka bara frá eldgosin í Vestmannaeyjum að það eru margir Vestmannaeyingar sem segja að það hafi eiginlega ekki verið svona fjallað þetta að því að þetta hafði mikil áhrif á ólíkar fjölskyldur og með ólíkum hætti. En ég man eftir að vera eitthvað sem sagði frá því að þessi viðburður væri þarna bara en það væri svona óuppgerður og þá var hann að meira svona tilfinninganlega fyrir áfalli sem að fólk hafði orðið fyrir. Já, ég held að það sé nokkuð skipta skoður það. Bæði vegna þess að sveitafélagið brást skjótt við og reyndi eftir megni að bæta sárin eftir sem hægt var en líka vegna þess að við fórum að stað með snjóflóðanefnd sem við köllum undir forystu Hjörleifs Guttormssonar sem að vann gífurlega mikið frumkvöðlastar og síðan í framhaldinu var barátta það að fá ofanfrá sjóðinni eða eitthvað sambarlega sjóð í gang en það tók 23 ára að það byrjað var á varnarvirkjum í Neskaupstað en það var alltaf samt ákveðin hluti fólksins sem að vildi ekki ræða hlutina en enga síður þá held ég að flóðið hafi verið gert upp mjög fljótlega og það var endurist það sem að eyðilagðist? Já, það gerðist í stórum dráttum gerðist það skjótt því að síldarbræðslan kemst í gang og nær í lokin á vertíðinni 75-6
Þannig að það var út af fyrir sig bara að segja kraftaverk. Og það að raunverulega var ekkert atvinnuleysi að ræða hvorki fyrir eða í snjóflóðunum og menn fengu alltaf greitt frá síldarvinnslunum á reglulega, vikulega eftir sem við það. Lóa, hvað finnst þér svona að þetta svona stóri viðburðir og við erum ólík fólkið, hvernig við getum átt við þetta og sumum finnst það bara óþægileg minning og vilja bælinni frá sér. En svo þetta heilt samfélag sem að verður fyrir þessu og það einhvern veginn verður að eiga við þetta, ég veit ekki, tilfinningarlega. Það náttúrulega skipti máli að það var allt samfélagið í áfalli. Það var ekki hægt það var engrar hjálpar að vænta frá einum sem ekki hafði orðið fyrir áfalli. Það var hluti á dæminu. Það var náttúrulega allt inni lokað, við vorum sambandslaus við umheiminum í gegnum eina talstöð. Það símalaust, rafmagnslaust, vatnslaust, holræsakerfi, allt á kafi í snjó. Þannig að samskipti í atburðunum sjálfum voru mjög erfið, það vægast sagt. Varðandi áfallið, andlega áfallið, þá var það náttúrulega gífurlegt og sjúkrahúsið í bænum, við vorum með mjög öflugt og gott starfsfólk þar. Þau leituðu til Landspítalans aðstoð. Áfallahjálp var orð sem ekki var til á þessum tíma, en þeir leituðu eftir aðstoð og fengu þau svör að það var ekki talin ástæða til þess að aðstoða. Hvort sem það var vegna þess að treystu fólkinu fyrir austan eða bara vanmat, veit ég ekki. Allavega fengu við enga aðstoð utanfrá. Hins vegar var þar prestur, séra Páll Þórðarsson. Á honum hvíldi ómannlegt álag sem fólst í því hann fór til hverjar einustu fjölskyldu sem að misti einhvern og það fyrir einn mann að gangast slíka leið var ofervitt en hann vildi hins vegar ekki fá aðstoð. Varðandi áfallahjálp og það sem sagt eftirköst vissulega eru þau meira að segja enn til staðar. Það var engin formleg úrvinnsla. Hins vegar beitti sveitarfélagið öllum ráðum sem það gat beitt og þetta var óvenjulegt samfélag því leyti að samstaðan var gífurleg og það sem var tekið til ráða var að nýta allar nefndir bæjarins og virkja allar nefndir, virkja öll félagasamtök til þess að auka starf sitt, til þess að reyna að vinda ofan af sorginni að einhverju leyti. Og það tókst glimrandi vel og ég vil endilega bæta því líka við að undirtektir listamanna þjóðarinnar til þess að koma og létta undir með okkur þennan vetur var gífurlega mikilvægt. En nú voru 50 ár liðin, þannig að við þurfum kannski að rifja upp hvað gerðist. Það fjallu tvö flóð. Annað fyrra flóði fjall á Frystihús og Bræðsluna. Seinna flóði fjall á svokölluðu Mánasvæði. Flóðið sem fjall á Frystihúsi og Bræðsluna einhver stærsta flóð sem fallið hefur í Evrópu og byggð. Og byggðubóli. Já. Og þurrkaði út mikilvægustu atvinnutækin? Já, það þurrkaði út skemmdi Frystihúsið mikið. Það var sterklega byggt og þoldi töluvert en fylltist alltaf snjó og skemmdi mikið. En Bræðslan var bara rúlað upp eins og pappír. Já. Og fórstu ykkur í þessu flóði? Já, það fórust 5 manns í einra flóðinu sem var Frystihúsið og Bræðslan og 7 manns í flóðinu ytra. Já, sem að fjall á íbúðarbygg. Já, fjall á eitt íbúðarhús sem að kliftist í sundur og það
risæðin flaut með flóðinu og þar var kona sem slasaðist en unga barn sem var í vöggu lifði á og það var það fyrsta sem við heyrðum á gráturinn. En fjalluðu á sama tíma eða svipuðum? Það var svona korter á milli. Þetta er svona sami viðburður út af sikkur svona spíjan eða ég veit ekki hvað að kalla þetta. Því að þeir sem fengu boðum að Ytraflóðið væri fallið, Innraflóðið væri fallið og fóru úr Ytraflóðinu á vestæði þar sem var stuttur á, þeir rétt sluppu undan snjóflóðinu á meðan aðri gerði inn í það. Og það kom í þinn hlut að stýra svona aðgerðum og að hverju var það? Já, ég var náttúrulega bæjarstjóri og formaður almannavarnanefndar þá, en þetta var náttúrulega hlutverk að stýra þessu. Þetta er óskaplega sterkur hópur sem að er í Neskaupstað og vinnur vel saman. En þú ert ekki frá Neskaupstað? Nei. Varstu nýorðin bæjar? Þú er ungur þannig, þú ert ekkert... Þú ert eldri maður í dag en þetta er þarf fyrir 50 árum síðan, þannig þú hefur verið ungur maður. Já, ég var það, en nýkominn frá námi í Austur-Þýskalandi í verkfræði og var kallaði til á þeim félögum, Bjarna og Jóhannesi. Og hafði verið bæjarstjóri hvað lengi? Ég var í 11 ár bæjarstjóri. Nei, svo þegar að flóðið verður? Rúmlega ár. Og má segja að það hefði verið svona, það var ekki léttverk. Já, og bæði, en það var samt sem áður þannig að maður hugsaði ekkert annað heldur en hvað þarf að gera fyrst á leitin á fólkinu sem ég upphafi ekki hvar var einsinni eða hverju væri týndir. Síðan var það náttúrulega fyrst og næst að koma atvinnulífin í gang. Það tókst ótrúlega vel því að það liði ekki nema nokkrar vikur þar til að svoköldu niðurlagningaverksmiðja var sett í gang, sérstaklega vegna þess að konu vantaði störf, en það var náttúrulega fullt að gera í hreinsun og uppbyggingunni fyrir karlfólkið eins og þá var flokkað á milli. Frystihúsið komst í gang eftir 3 mánuði og bræðslan komst í gang eftir árið. Þannig að þetta var eiginlega kraftaverk að henni skyldi vera að koma í gang og nutuðu þar margar góða manna bæði heima utan að. Þeir eru að fjalla bæinn líka og ýmislegt, en þeir eru að fjalla þetta snjóflóð. Má ég spyrja, af hverju vildu þið skrá sögu þess? Já, ástæðum var fyrst og fremst svo að þegar að það var búið að leita til okkar nokkru sinnum að það væri ástæð til þess að við tækjum þetta saman. En þegar við fórum að pakka niður og leiti í gömlum gögnum og þetta var að taka til, þá fundum við það mikið af gögnum sem við töldum að ætti erindi til samfélagsins og ekki síst Norðfjarðar. Og það þyrfti að segja þessa sögu? Já. Hvað í sögunni er það? Hvernig samfélagið brást við eða hvað í sögunni sem finnst ykkur mikilvægt? Það er allt samfélagið. Það er hvernig var að koma inn í þetta samfélag sem var mjög sérstakt. Vinnubröðin í flokknum voru líka mjög sérstök. Miklu, hvað að segja, sósíalískir eða alþýðlegri heldur en almennt gerðist og ég hafði kynst í bæði sem stjórnamaður setu í framkvæmdastjórn Sósíalistaflokksins og fylgst með kosningu þá áður en ég fór út til náms og ekki síðan þessi samheldi og samvinna og þessi skoðanaskipti, hvað voru hreinskiptin og menn máttu hafa skoðanir á þess að vera dregmin í dilka eins og maður það ekki gera þessu sagði. Þannig að sagan er snjóflóð sem fellur á sérstakt samfélag. Já, það er út að segja það minni. Í raun þá segjum við svo lítið frá þessu sérstaka samfélagi, já.
snjóflóðin eru vissulega megin þátturinn, það engin spurning og en sem sagt áður en að við segjum frá þeim, segjum við frá aðkomi okkar inn í þetta samfélag og hvernig það kom fyrir sjónir og síðan auðvitað frá flóðunum, eftirköstunum og óvenjulegri uppbyggingu, hvernig hún tókst til og síðan síðasti kapli bókarinnar fjallar samfélagið, hvernig samfélagið byggðist upp eftir flóðin, hvernig fólkið, það er ekki einu sinni rétt að segja hvernig fólkið var virkja, vegna þess að fólkið var sjálft virkt. Þessi meirihluti sem að þarna starfaði mjög lýðræðislega. Þetta var stór hópur fólks sem að kom að ákvarðanatöku og eftirtektavert og eftirbreytnivert hvernig hann starfaði og full ástæða til þess að segja frá því. Það var í raun alltaf fólkið sem tók ákvarðanir en ekki flokkurinn ofanfrá. En nú þetta ég held að við höfum ekki dæmi svona samfélag í dag, þannig að nú verðum við að segja frá að því að það þannig að sósíalistar ná þarna völdum í bæjarstjórninni á hvað á 7. áratugnum, eða ekki? 45, eða ekki? 15 áratugnum? Það strax eftir stríða? Já, raunlega strax eftir. Og í krafti þess meirihluta byggja upp öflugt atvinnulíf sem í félagslegri eigu. Og samfélagið á Norðfirði Íneskurstað þetta er að reyna að muna þetta verður mjög sérstakt og þannig að ég ætla að vera bara að byrja ykkur að lýsa því hvernig tókst til og hvers svona samfélag var byggt upp þarna. Já, það sem að koma okkur óvart ef við nefnum tvö dæmi annars vegar hvað mikil þjónusta var innan bæjar og það stafaði af einagrunni sem var tiltölulega mikil miðað við önnur samfélag. Það var háfjöll að fara yfir en það er líka svona náttúrulegar aðstæður til að vera með einangra samfélag því að þarna ertu með þorpið og svona sjóin og svo smá svona góð sveit þarna sem ætti að geta stutt við þorpið. Hún þjónaði þorpinu alveg en náttúrulega byggðist þetta fyrst og fremst á því að það var stutt á miðin. Það var grunnurinn. En þegar við komum þá nýlega búið að endurreisa má segja starfið eftir síldarævintýrið. Við komum 73. Það komið fyrst í íslenski skautuvarinn komin og þau voru að koma fleiri á þessum tíma. Og það sem að mér fannst athyglisverðast var að þegar ég satt fyrst að bæjarstjórnarfundinn. Þá hélt ég að ég sæti með meirihlutar sem hefði 5 skoðanir eða 5 flokka meirihluta. En það var aldeilis ekki því að menn voru óhræddir við að lýsa skoðanir sínum og ræða þau opinskátt. Ekki bara innan flokks og svo kom einhver einrödd sem sagði að sem segja þurfti. En menn ræddu þetta bæði í bæjarstjórninu og á bæjarmálaráðsfundum og félagsfundum og höfðu þessi 3 sem við vorum að taka við af Bjarni, Jóhannes og Lúðvík sem að talaði virðist vera að talaði í samfélagum þannig að þeir hafi verið almáttugir svona hér bil að þeir hafði alveg feikilega sterkt bakland á bakvið sig. Feikilega sterkt. Það skipti tugum manna. Og það voru svona ákveðin verkaskipting, þú nefnir þessa 3 að eitt sá bæjarstjórnina, annar sá fyrirtækjareksturinn og hins fór á þing. Já, ekki alveg. Þeir Jóhannes nú forseti bæjarstjórnar á langa tíma og hann tók ekkert síður í því þátt í því að sjá til þess að þeir sem að minnst máttu sín gæti minn til lífa sómasamlega. Og það til saga því þegar hann fór til Bjarna og vildi fá eitthvað styrk fyrir þetta fólk
á Bjarni að það þarf ekkert að hjálpa því. Þá gerir ég það bara sjálfur. Þannig að þeir voru, en Jóhannes var náttúrulega framkvæmdastjóri Samvinnufélagsútgerðarmanna og stjórnarformaði Síldarvinnslunnar. Þannig að og formaður bæjarstjórnar. Já, og Bjarni var bæjarstjóri og ritstjóri Austurlands. Þannig að það voru fjölmiðlarnir andan líka. Já. Og Lúðvík fór á þing. Lúðvík fór á þing. Og gætti hagsmuna. Já, en hann var búinn að sitja í bæjarstjórn og stjórn Síldarvinnslunnar líka. Þannig að en þessi, þegar þið komið, að þá eru þessi með svona tímabil þessara manna er að ljúka. Já. Og það má segja það og þú vilt ítreka það að þeir byggðu á mikilli samstöðu stórs hóps. Já. Og þetta var ekki einhvern verk einhverja 3 manna. Nei. Það er alveg grundvallaratriði og var áfram. Og við lögðum okkur fram að svo væri. Men voru mjög samhendir með þessuna sitt hvora skoðanir. Ég minnist þetta einu sinni að einn maður fór ekki fíl í 2 daga og róknum. Svo var það búið. Má ég byrja á upphafinu sem er löngu ára þið komið þarna, af hverju kaus fólkið í Neskustad að velja sósíalista til fórstu? Ég held að þeir hefðu bara þeir voru búin að vera í bæjarstjórn nokkuð tíma en þeir hefðu bara sýnt fram á það að það sem þeir voru að gera var fyrir samfélagið og fólk vildi vinna fyrir samfélagið og ég er ekkert viss að þó þeir hafi kosið Alþýðubandalagið í sveitarstjórnarkosningum að þeir hafa allir kosið í þingkosningum saman, menn bara voru sammála að þessi menn og þessi hópur var að gera gott verk. Hann var líka mjög duglegur við að láta vita hvað hann var að gera og okkur eitthvað senkaði. Og það skipti miklu máli í svona samfélagi að það sé talaði fólkið og verið í stöðu sambandi við það og þetta er náttúrulega ekkert svona, það er ekki að taupið þessu, menn þurfa að leggja á sig sjálf að vinna endalaust. En þessi meirihluti hélt í áratugi? 52 ár. 52 ár. Fyrst en sósíalistaflokksvaldi og svipað eins og þú ert að segja að fólk kaus sósíalistaflokksins Alþýðubandalagið í sveitarstjórn og svo kausa bara eitthvað annað til þings svipað og átti við til þess í Reykjavík var það algengt að fólk kaus Sjálfstæðisflokkinn í borgarstjórnarkosningum og svo hitt og þetta. Menn treystu þessum hópi til góðra verka. Þeir höfðu sýnt það og þeim var áfram treyst og það. En völdin voru náttúrulega mikil. Það var í gegnum bæjarstjórnina, gegnum fyrirtækin, í gegnum fjölmiðla og fleira. Var þetta þannig að ef ég ætlaði að lifa góðu lífi á Norðfirði, að þá varði ég að beygja mig undir það og kjósa ykkur? Nei, ég mótmæli því alveg. Því að þó að Síldarvinnslunnar hafi verið stór vinnustæður, þá voru alltaf fjöldi manns á sjúkrahúsinu starfandi. Þetta var 2 deilda sjúkrahús. Það var sterkt kaupfélag og verið sér svo sterkt að eina aðlagan sem við gerum til þess að reyna að ná svona meiri hluti í stjórninnar og fólki vildi það ekki. Og það var bara aksepterað. Það var ekkert verið að vilt þú bæti ykkur við? Já, stjórnað af framsóknarmönnum. Hvað félagina? Já, það var sterk framsóknarstjórn þar. Og það var svona þegjandi samkomulag og jafnvel ekki einu sinni þegjandi samkomulag að þeirra væri kaupfélagið og aðrir atvinnuvegir, stærstu atvinnuvegirnir annara. En það sem að mér fannst eftirtektarvert var að ráðningar, eins og ráðningar Loga og fólki til starfa með sér, þær voru ekki pólitískar. Fjármálastjórinn var einn af framamönnum Sjálfstæðisflokksins og svo framvegis. Og fólki var einfallega treyst, það ríkti sterkt traust á meðal fólks. En þetta samfélag byggðist upp af mikilli elju og dugnaði.
eftir því sem að þeir sem að sigrar skrifa söguna og svo saga sem haldið okkur það hafi verið svona einhverju frumkvöðlar sem hafi byggt upp sjávarútveginn, Einar Ríki og þeir allir Ríki en þarna var byggt upp öflugur sjávarútvegur í félagslegum rekstri. Já. Vantaði ekkert upp á það. Nei. Það var ekki verri afkoma fólks í Neskaupstað heldur en annars þar. Nei, meðalega tekjur í Neskaupstað voru yfirleitt vel yfir meðalagi. Og þessu var, það var reyndar líka það sem að voru einhverju ríkir kalla sem áttu frystihúsið. Þá var það oft í þessum stöðum þannig að það fengu allir vinnu. Já. En þarna gildi það að það fengu allir vinnu. Já, og menn fengu að vinna jafn lengi að þau trist sér til og höfðu áhuga á. Já. Það var ekki hægt 70. Nei. Menn voru að vinna þarna til áttræðis og þannig að þessi félagslegu uppbyggðu atvinnufyrirtæki sáu fólkið. Já, það var aldrei. Eina sem getur hafa verið að ef einhver svona stjórnandinn hafi lent í kanti fyrir framkvæmdastjóra síldarmiðluna, þá hafa hann kannski átt frekar erfiðum að finna sér starfið hæfi. En ég minnist ekki þess að svo hafi verið. Og það var líka sama með eins og kaupfélagið var í félagslegri eigu. Já. Þannig að var eiginlega allt meira og minna í félagslegu. Já, en samt sem voru starfandi svona minni fyrirtæki, þjónustufyrirtæki. Já. Þá netagerði vélsmiðja vélsmiðja var, nei, þetta dráttarbrautin var í eigu síldarmiðlunnar stærstum hluta. En það voru byggingar aðalinnar. Það var já og vestan og má segja allur byggingar iðnaðurinn í heild sinni. Var einkarekinn? Já. Og það var alltaf, en það má nú segja frá einu svona sérstöku dæmi. Það voru 13 vörubílstjórar eða vörubílar í Neskaupstað þegar ég kom og þeir treystu bæjarfélaginu fyrir að skipta vinnunni nokkuð jafnt á milli þeirra. Já. Það voru einyrkjar sem áttu sinn vörubíl. Já, bara einyrkjar sem áttu sinn vörubíl og ég held að þetta sé nú einstæmi bara. Og drillurna líka. Já, það voru náttúrulega einyrkjar. Já, drillurna voru margar þá í byrjun, en þeim fækkaði svona eftir sem að kvóti fór verið með samfélagið. Ég var einu svona vertið í þorpi á Vestfjörðum. Þar var kall sem átti sinn vörubíl og vildi ekki vinna hjá stóra fyrirtækinu sem var í einkaeigu. Stóra fyrirtæki skipti aldrei við hann eða vantaði auka vörubíl. Vantaði vörubíl á næsta þorpi. Því hann var ekki í liðinu. Þannig hann hafði augrað valdinu með því að vilja eiga sinn eigin vörubíl. Já. Það var einkareikja fyrirtæki sem að fór svona með kallinn. Þannig var það engan veginn. Nei, og þó að það hefur kannski verið eðlilegt þess að bæjarfélagið keypti vörubíl eða síldarvinnsla væri með 2 vörubíla. Þá var það ekkert inn í myndinni. Þeir hafðu bara frið með sín verkefni. Það var gerð heimildamynd fyrir ekki svo lengur síðan sem að held ég að þetta Litla Moskva. Og ég horfði á hana og mér fannst það svolítið sérstakt í henni að það var eiginlega svona leiðarstef að á þessum tíma, það var eins og fólkið hefði trúað ritstjórnargreina Morgunblaðsins, að á þessum tíma hafði þetta fyrirkomulag drepi niður allt svona frumkvæði í fólki og það hefði verið eitthvað svona ákveðin deyfð og það var ekki fyrir en að þetta rofnaði allt saman, að það fór, fólk fór að móta sína eigin framtíð á Neskaupstað. Þetta er eiginlega sagan á baku þessa heimildamynd, en hún er að segja hins vegar stórkostlega sögu, en þetta er svona leiðarstef í svona viðtölum við fólk og ég hugsaði, getur þetta verið að þetta hafi raunverulega verið þannig? Hver er ykkar upplifun að á þessu tíma hafi allir bara verið hlýðnir, mætti vinnuna, þagað? Nei, það þagði ég treysti því bara Logi hlýtur að sjá öll mín mál, þannig ég þarf ekki að hugsa mín mál. Þetta er bara endaleysa. Bara myndin er við horfðum á hana saman ég og Jónin og Hjörleifur. Við komum sótröð út. Fyrsta lagi náttúrulega nafnið Litla Moskva, óþolandi, villandi nafn.
það er ekki þetta líka þessum samfélögum saman. Nei. Og í öðru lagi þessi vind var náttúrulega gerð löngu eftir að við fórum og í miðjum Kárahnjúka framkvæmdum og að mínu viti snerist hún dálítið þann þátt, það er að segja kannski viðhorfsbreytingu innan bæjarins gagnvart stóriði framkvæmdum og svo framvegis. Þannig upplifði ég myndina. Hún var afskaplega sérstök og það var margt sem að ég til dæmis var ekki sátt við. Ég man hana náttúrulega ekki alla, en ég man að ég var ekki sátt. En þessi upplifun að síldarvinnslan eða flokkurinn eða samansæðmerki þar á milli hafi ráðið öllu, það er ekki rétt. Hins vegar var þetta náttúrulega mjög ráðandi afl í sjálfur sér af því að þetta var sterkt afl. En allavega var held ég mikil vilji ráðamanna eða meiri hlutans að minnka þessa tilfinningu eins og hægt var. Það er að segja að fólki fyndi fyrir því að það hefði málin að segja. Og mér fannst vera mjög sterklega unnið með því vegna þess að líka að ákvarðanirnar voru teknar frá fólkinu og upp í raun með þessu mikla starfi flokksins með þessu stóra bæjarmálaráði með þessum stóru félagsfundum þá var þetta svo stór hluti bæjarbúa sem að koma ákvarðanatöku. Þannig að þetta náttúrulega passar ekki, þetta er mikill ókunnuleiki hjá honum Grími að setja þetta svona fram eða viljandi, það er kannski ögrar okkur. Eitt er lýðræðisleg uppbygging í flokknum, annað er það að ef fólk er kosið til þess að leiða byggðarlag svona lengi, að þú varst náttúrulega ekki bara bæjarstjóri kommanna, ekki? Þú varst ekki að vera bæjarstjóri Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna og fleira. Að það í nálægðinni að þá náttúrulega það er eitthvað svona takmark fyrir hvað er hægt að vera drottnandi. Það er það og til dæmis í framhaldi af snjóflóðunum og í allur uppbyggingunni þá var þá Alþýðubandalagið hefði forystuna þar, þá voru þeir teknir með í minnihlutanum og unnu alveg mjög heiðarlega og saminskursum að það var sem einn maður. Og það var mikill munur á kosningunum 74 og 78. Þannig að 78 eftir snjóflóðinu og alla saminna. Þá bara fór þetta í gegn svona án þess að það væri verulega átök að tala um. En 74 gekk á ýmsu. Sem ekki var til fyrirmyndar. Sem voru fyrstu kosningarnar okkar. Já. Þannig að það var kannski líka verið að reyna að nýta það að þarna væri nýr maður. Nei, það var það einkennilega við þær kosningar var ótrúlega ómaklega árás á Bjarna Þórðarsson. Og ég held mér að segja að sáflokkur sem stóð fyrir því í öðlistin hafi tapað á allir þeirri framkomu en ekki unni neitt. Þið heldur meira um 78? Við heldum allan tíman og bætti við. Hvenær fjall hann svo? Hann fjall aldrei, raun og veru. Það var saminæðist þegar alveg fyrir því. Saminæðist þinn. 52 ár held þessi meirluti. En núna samir ég á Síldarvinnslu. Já. Það er bara staðreynd. Já. Og ég man ekki hvernig það var svona, hvernig það byrjaði svona upp á 1990 þar sem að maður sér svona að svona sjálfstæði byggðarlag út á landi er farið að bresta og maður kemur inn í staðina og þá er kannski frystihúsi komið í eigu fólk sem að býr eitthvað allt annar staðar og svo er mikla saminningar líka þannig að sýslumaðurinn er farinn og ég tek stundum dæmi svona Húsavík og svona þar sem að maður segir ég held að bara svona kring 1980 og reyla allar vega miklar ákvarðanir sem snerust fram til Húsavíkur teknar Húsavík. Núna held ég sé engin ákvarðan framtíð Húsavíkur tekin Húsavík. Og ég man á þessu tíma þegar ég var eitthvað að hugsa þetta svona upp á 1990 þá kom ég eins og í Neskostað
Og þá sér maður að það á Egilsstöðum var komin Bónus og Bíkó og Sjóvá og það var bara öll skilti, voru bara alveg svo ég að vera bara hérna niðri við Sundahöfn eða í Kópavogi eða þetta hvar sem á landinu sko. Það var ekkert sem að myndi á kaupfélag héraðsbúa farið og þetta var bara eins og útkörju í Reykjavík. Svo kem ég inn í Neskaupstað, þá var ekkert að þessu skiltum, allt bara heima tilbúið, en þá sagði reyndar einhverju við mig, þetta nú búið, þessi búin að krónu, ég man ekki hvað heitir sem á Netto og það, þeir eru búin að kaupa þetta þó að gamla skilti sé ennþá, samkaup, þó að sé ennþá. En það var samt þessi tilfinning þegar maður kemur inn í Neskaupstað, að þetta bær þar sem að fólki tekur sjálft ákvarðanir á framtíðina. Já, það gerir það. En það ekki lengur. Nei, það er náttúrulega breyttir tímar, breyttar samgöngur. Samgöngurnar skiptu gífurlega miklu máli í uppbyggingu þessa bæjarfélags og á þessum tíma var að losna það, losna einangrun sem var fjölþætt og það útskýrir að hluta á síðan þessi uppbygging á Reyðarfirði, álverið, breytti náttúrulega gífurlega miklu. Þannig að Austurland líka, blaðið Austurland, breyttist líka. Það í staðan fyrir að vera bæjarblað, einungis nánast, var það orðið héraðsblað og þá missir það sko þessi persónlegu tengd við samfélagið Neskaupstað. Þannig að það hjálpaði smart að. En fyrst og fremst held ég að hafa nú verið álverið sem að breytti dæminu. Já. Og menn geta deilt það hvort það var til betra eða ekki. En einhvern veginn þetta svo horfin heimur vegna þess að með sameiningunni að þá minnkar áhrif heimamanna á byggðina. Já. Eða að missa eða selja frá sér fyrirtæki. Já. Og svo þessi svona útibúavæðing sem ég að lýsa sko, það sem þannig að þetta er heimur sem þið eru að lýsa, hann er bara ekki til. Nei, og við segjum einmitt frá því í bókinni, það var ótölulegur fjöldi smáfyrirtækja, þjónustufyrirtækja. Bara sem dæmi sem er sjálfsagt hér á svæðinu að þessi hreinsun, hún var þarna, skósmiður, það var öll, náttúrulega hárgreiðslustofur og allt þetta. Það var allt til staðar sem jafnvel ekki í dag nema litlum hluta. Og ekki jafnvel sumt af því innan fjórðungs. Þannig að ég held til að það hafi breytt ótrúlega miklu hvað þessi smáu þjónustufyrirtæki hurfu. En haldið að fólk í dag geti hort til þessa tíma og þessar uppbyggingar sem var þarna og sagt sko, ættum við ekki að gera eitthvað svona svipað í dag? Ættum við ekki bara byggja okkar eigið samfélag og félagslegum grunni? Og ég held að sveitarfélögin hafa ekki rými til þess. Þau eru á okkur þau megi ekki skulda og þau megi ekki gera neitt. Nei. En það held ég að sé erfiðasti hlutin. Hvað sveitarfélagin er skorið þröngur stakkur. Já. Þau eru að taka til sín þjónustu og fá hann þau eru jafn miklum erfiðleikum að fá fólk í þjónustustörfin sem eru eins og hér á svæðinu. Sérmennta fólk. En þannig að þau eru lömu, þannig að þau geta ekki staðið sjálf fyrir uppbyggingu. Þau eru háði að bara fjármagnseigendur komi og standa á uppbyggingunni. Það er sko það má segja að þeir hafa hugsað vel sitt fyrirtæki síldarvinnsluna samherjar menn en á sama tíma finnst mér vanta töluvert á að þeir hafi skilað samfélaginu byggðinni því sem að eðlilegt hafi verið og þeir fara með milljarðana úr bænum. Svona rétt eins og eftir síldarárin það skipti sköpum hvort að fyrirtækin voru byggð upp af heimamönnum eða utan bæjarmönnum sem að fóru svo með fyrirtækin úr bænum þegar síldin hvarf. Það gerist ekki í Neskaupstað. Það var byggt upp af heimamönnum og það skipti sköpum. Áhrifin á kvótakerfinu þannig líka er ekki tilviljun að kvótin sé á Sauðárkróki og á Eskifirði það sem eru félagslega reikin en svo flakkar hann bara á milli
eftir í hvar kvótaeigendurnir vilja hafa þetta. Og Samherji gæti ákveðið að fara frá Neskaupstað. Nei, held ég ekki. Hann þénar og vel. Hann það bara meðan hann hefur hagað því, en ef það kemur eitthvað svona síldar áfall eða eitthvað sambærilegt, þá geta hann bara farið í daginn. Ég ekki viss hann hafi meirihluta til þess. Ég held að það sé með nauman helming. Nú þetta alveg, þetta komað markað. En það þarna athyglisvert fyrirtæki sem er samvinnufélag útgerðarmanna, sem stóra eigandi í síldarvinnslunni. En þeir hafa það í sínum samþyktum að ekki neinn prósenta af arfi farið til samfélagsins, heldur að arður fari, ekki allur, en sem sagt en í samfélagslegu uppbyggingu. Já, og það í þeirra samþyktum og það finnst mér athyglisvert og þannig gætu fleiri fyrirtæki unnið, eins og til dæmis síldarvinnslan í dag gæti sett þetta sterklega inn í sína samþyktir. En hverju breytið að komandir eins og Móllin kalla væru í réðu bæjarstjórninni þarna? Það nú dæmi það að það var ekki rukkað útsvar af lífeyrisþegum, eftirlaunafólki og öryrkjum, fátæku fólki. Já. Það svolítið stór ákvörðun. Já, það það. Það myndi breyta miklu fyrir fólki þessari stöðu í Kópavogi, þess að þið búið núna, eða í Reykjavík. Já, við myndum finna fyrir því. Já. Því það verið að taka útsvara fólki með mjög lágar tekjur. Já. En þarna var tíðin ákvörðun að gera það ekki. Já, alveg reynd og hún stóð löngu eftir að við vorum farin. Það ekki af neinum þeim sem að nutu einhvers konar styrks eða lífeyris. Og ég vil ekki kalla lífeyris þegar í Guðsbænum notar ekki það. Maður svona vandi við að tala inn í þetta samfélag, að maður tala inn í samfélag sem alls konar svona. Já. Ég segi nú yfirleitt eftirlauna fólk en ég var að reyna að tala öryrkja og eftirlauna fólk. Allir þeir sem nutu lífeyris á einhvern hátt ekkjur eða öryrkjar eða hvað sem var, þeir þurftu ekki að borga útsvar og fyrst ekki gatnagerðargjöld þegar verið var að byggja upp í fyrstu og engi gatnagerðargjöld. En hvað með svona leikskóla og stóðu ykkur vel í því? Já, við vorum til fyrirmyndar í leikskóla. Ég verði að skjóta þarna inn í einu. Hann var kallaður ráðherra dagvistarmála innan sambands íslenskra sveitafélaga vegna góðra stöðu í dagvistarmálum og viðhorfs. Já, ekki bara vegna þess. Það var ég résti allu við þá sem að vildu fara að borga konum heim á einni ráðstöfunni. Og taldi mig að hafa vært fjárhagsleg rök og önnur rök fyrir því. En við vorum á undan en ég held í Reykjavík reyndi nú stöðugt að berja okkur. Og bæði eftir að við þökkuðum niður í Davíð og í beinni útsendingu sem við segjum frá hér í bókinni. Og það var nú þannig að ég satt í stjórn sambandsíslenskra sveitafélaga og ef það var eitthvað átt að skipa eitthvað sem snýr að dagvistarmálum þá var ekkert spurt, það var bara fyrst að vera nell. Herðu, en þið talið flokkin. Já. Stór F-i. Já. Og það sósíalistaflokkurinn sem að síðan verður alþýðubandalag. Já. Sem að síðan verður hvað? Markið? Nei, hann verður hvort tvekki. Hluti af því fyrir inn í Samfylkinguna og hluti fyrir inn í VG. Það ákveðnir forystumenn í alþýðubandalaginu sem fara inn í VG, aðrir fara inn í Samfylkinguna. Hvert fóruð þið? Við fórum í Samfylkinguna. Þannig að þið eru sátt við kosningaldur? Já, við erum það en við erum ekki alltaf sem alltaf verið sátt í Samfylkinguna. En allavega hefðum við ekki farið fylgt fyrirrandi forsætisráðherra, það var En þeir myndu ekki kalla Samfylkinguna flokkin? Nei, þannig að þetta var annað fyrirbrigði á þessu tíma. Hvað flokkurinn gat og hvað hann vildi og hvaða breytingar vildi ná í gegn heldur en eru raunverulega í stjórnmálum dagsins. Já, það er það.
Það sko allavega telja að allt í bandalagið og við í Neskaupstað hafa verið miklu róttakari heldur en nokkuð tíman samfélkingin í dag og það eins og við erum búin að lýsa þá var þetta breiður hópur sem að tók ákvarðanir og það má eiginlega að segja að vitnaði í orð Bjarna Þórðarssonar sem að sagði að lítið sveitafélagi í kapitalísku kerfi getur ekki rekið sinn sósíalisma en þeir höfðu reynt að má af helstu agnúana af kapitalismanum til þess að sjá til þess að vinnandi fólk líði betur í félaginu. Þetta verður ekki trú á sósíalisma í einu sveitafélagi? Nei, það gengur ekki upp. Þú ert svo háður lögum og reglum og takmarkunum sem þér eru sett í sveitafélagi að það ekki hægt að reka þó maður vilji. En margt sem að þarna var reynt eitthvað sem bara afskrifað úr umræðin í dag að þú veist, ríkið ekki að vera að vasast í þessu, þegar kannski þetta sveitafélagin ekki verið langbest á því að einkaframtaki sjáum bara stóra hluta sem að sko sveitafélagi sáum í Neskaupstað. Af hverju fennir svona hratt yfir þessa sögu? Að það orðið bara almenn viðurkennd staðreynd að tilraunir sem var gerð í Neskaupstað hafi eiginlega verið bara mistök og við ættum ekki endurtakana. Hentar það ekki þeim sem hafa ráðið umræðunni? Já. Og fjármagninu. Eða þá að okkur hefur ekki tekist að viðhalda sögunni. Ég ekki að skama ykkur sem nýbúin að skrifa bókum þetta. Við höfum ekki haft þessa sterku fjölmiðla eða þennan sterka aðgang af fjölmiðlum sem auðvaldið eða þeir sem að ráðið hafa hér í samfélaginu hafa haft. Við sjáum það að sko Austurland hættir að koma út 2001. Og þá vinnur eiginlega svona söguskoðun, ég myndi vilja kalla það söguskoðun bara Matthíasar Jónessonar athafnaskáldin sem hafi einhvern veginn rifið Ísland upp og fátækt sem að bara passar enga vegi við sögu sjávarútvegs og eins að enga framtaki vildi eiginlega ekkert verið í sjávarútvegi. Þetta var þetta fyrst og fremst byggt upp að bæjarútgerðum, félagslega reknum útgerðum, samvinnuútgerðum og öðru slíku. Þessir eina ríki og allir ríki og svona voru bara mikill minni hluti af uppbyggingunni í sjávarútvegi. Þannig þessi hugmynd að það verði ekkert gert nema með einhverjum Þorsteini Má og félögum, hún bara passar ekkert við Íslandssöguna. Nei. En samt þetta ríkjandi saga. Já, þetta ríkjandi afl. Fjölmiðlar eru sterkir, það engin spurning. Ég held að þeir hafi mótað þessa sögu öðrum fremur, sko. Það engin spurning. Og því ekkert að leyna að Austurland Neskaupstað var mjög sterkt afl. Hafa fljótt að svara öllum misskilningi eða rangfærslu og það var líka fljótt að láta vita ef eitthvað breyttist í áætlunum sem setta voru fram við hverjar kosningar þá áttu við góðan aðgang að gefa skýringar strax á málinu þannig að það fekk ekkert að gróa upp í samfélaginu. Ég var svo heppin að fá að taka við að Bjarna í þeim öfnum að stýra Austurlandi. En það sem ég vildi líka benda á sko bara sögu sonur okkar hérna sem að skrifaði Eimreiðarelítuna og hvernig hún stemdi Þorvaldur Lóðarsson og hvernig Eimreiðarelítan á sínum tíma stemdi að því að taka völdin. Hún segir hún skýrir orsökina á því hvernig staðan í dag. Það að segja umræðuna hvað fólki heldur, hvað fólki telur. Það vinna Eimreiðarelítunar í hvað? 50 ár. En hennar sigur byggir líka á því að þeir sem hefðu kannski átt að vera andstæðingar lögðu niður vopnin, einhver leiti. Gerðu þeir það? Eða hefðu þeir vopnin nógu sterk? Söndu finnst mér það til dæmis sá flokkur sem þeir eru að lýsa þarna en þeir ekki mikla áherslu að hann hafi verið lýðræðislegur en hann var líka svona ábyrgur í svona þeirri mynd að þetta var fólk sem að var vakandi og sofandi í því að byggja upp gott samfélag. Stundu finnst manni í stjórnmálum dagsins ekkert fara svo mikið fyrir því. Það rétt.
Þannig þeir eru eitthvað svona chit-chat eitthvað og allir bara reyna að komast ykkur á stöðu og lifa af næsta kastljós og eitthvað svona og það er eitthvað svona þessi svona langa sýn það hvað þarf til þess að byggja upp öflugt samfélag. Þá komum við aftur að fjölmiðlunum. Ég tel að þeir eru þarna líka stóran þátt í ákveðni persónudýrkun, ákveðni sölu á persónu. Ég tel að fjölmiðlar eigi mjög stóran þátt í því að við erum ekki betra samfélag. Já. Að flytja til fókusum í samfélagsumræðinni að einhverju sem kannski skiptir okkur engu máli og frá því sem við ættum raunverulega að vera með fókus. Herðu, en til þess að rétta kúrsina þá er þetta að mæla með því að lesa bókinu ykkar. Já. Hún er mjög áhugaverð. Takk fyrir það. Stóra viðburði en líka magnað samfélag sem að var þarna. Já. Og er náttúrulega einhver leiti en einhver leiti er þetta frásögn af veröld sem að var. Logi og Lóa, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Við setjum hérna áfram við rauðaborðið erum að reyna að skilja söguna stundum og samfélagið og heiminn sem við lifum í og er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höfum svolítið rætt hérna gul verkalýðsfélag í tilefni þess að það er félag sem var stofnað af veitingahúsamönnum sem heitir Virðing og við höfum svona sagt frá því mjög sem hætti. En það er hérna fréttabréf félags íslenskra atvinnuflugmanna heitir Kotra og það sem var að koma út núna í desember var hérna eiginlega bara helgað þessum málaflokki og ástæðan er náttúrulega svo að fólk sem að vinnur hjá flugfélagunum vinnur í svona alþjóðlegu umhverfi og það er ekki bara á Íslandi heldur eiginlega út allan heim þar sem er verið að svona brjóta niður verkalýðsfélögum í ýmsum hætti og þess að fekk ég Jón Þorvaldsson sem er formaður félags atvinnuflugmanna til að koma hingað. Góðan daginn og þakka þér fyrir að bjóða okkur og takk fyrir að veita þessu athygli. Já, herðu, þið hafið náttúrulega kannski betri sýn heldur en margir aðrir inn í þennan heim og svona þróunina sem að er víðum heim, þar sem að tilraunir til þess að reka flugfélög í samkeppni og bjóða upp á ódýra flugfargjöld byggir svolítið á því að lækka launin ykkar. Já, það er svona viðskiptamódeli sko, það er í raun og veru það sem að almenningi er sagt sko er að þetta séu lággjaldaflugfélög og vísar þá þar til þess að þeir sem ferðast greiði minna fyrir fargjaldið en í raun og veru er þetta viðskiptamódel lágtekju viðskiptamódel. Það er að segja að það er verið að sækjast í lægri tekjur en þá að taka þær inn á fjöldanum sko. En það sem er svolítið áhugavert í þessu hjá þeim er að þessi flugfélög byggja nú oft á því að þegar verið að tala um að það séu lággjöld sko, að þá blasir það alveg við að þeir fá ekki betri samninga þegar kemur að leigu á flugvélum eða leigu á mótorum og eldsneyti yfir flugskjöldum eða þjónustugjöldum á flugvöllum eða öðru sem við kemur restunum. Stundum að þeir lenda á einhverjum svona skrýtnu flugvöllum eða þannig var það fyrir einhverjum áratugum síðan. Já, en þeir fá ekki lægri gjöld heldur en ef við tökum bara stór flugfélög eins og Air France, KLM grúpi eða eitthvað svoleiðis sko. Og það hins vegar snýst þetta það í raun og veru að níða þá skóinn af hennum vinnandi manni, af launþeganum. Ef að það eru þá launþegar. Þannig að þess að í flestum tilfellum er fólk þvingað í gerviverktöku. Það er að segja að fólk sem að vinnur hjá einum og sama flugrekandanum má ekki vinna fyrir annan flugrekanda. Þú ert í raun og veru helgaður þeim flugrekanda sem þú vinnur fyrir og hefur engin tækifæri til að vinna fyrir neitt annan. Þú skaffar ekki tæki og tól, þú skaffar ekki þjálfunina þína, þú getur ekki ráðið einhvern annan inn til þess að koma í staðinn fyrir þig eins og þú væri pípulagningamaður að leggja lagnir í blokk sko. Þannig að þetta er ekki verktaka, það er bara verið að hafa fólki félagslega réttindi, það er verið að hafa orlofsrétt. Já. Og hún er skilgreind inn á vef ríkisskattstjóra sko. En þessi stóru lággjaldaflugfélög eins og Wizz Air og Ryanair
einhverjir að þessum flugfélögum fljúga hingað. Já. Er það þannig að fólki sem að þarna vinnur er í gerviverktöku eða ekki í verkefnisfélögum eða? Já, og víða er það nú bara þannig að fólki er bara bannað að binda samtökum til þess að skipuleggja sig og standa vörðum kaup og kjör. Og oft er það bara undir hótunum sko, og óttastjórnun og jafnvel er skrifað og við erum búin að sjá mörg þess dæmi að það er skrifað hreinlega inn í þessa gerviverktakasamninga að það eru sektarákvæði ef að menn tjá sig bara hreinlega um þessi flugfélög eða kjörin sem að þeir eru á. Þannig og þetta er andstætt bæði vinnulöggjöfinni númer 1988 og svo lögum með loftferðir þar sem að sanngirnismenning er löglegt hér á landi sko. Þetta er eiginlega kúltúr sem er aftur fyrir seinna stríð. Það sem að áður en að var gert samkomulag í samfélaginu að það væri gott að hafa þennan ágreining í einhverju formi, að það væri gott að launafólk myndi hafa samtakamáttinn á móti ógnarvaldi fyrirtækjaeigenda sem getur orðið eins og þú ert að lýsa til þess að fá vinnu þá gengst ég undir það að afsala mér tjáningafrelsi og við sjáum bara sko hvaða samfélög eru það sem að hafa náð hvað lengst þegar það kemur bara velmegun borgarana sko að þá er það þessi norrænu velferðarsamfélög, þau hafa náð hvað lengst. Þar sem að verkalýðshreyfingin hefur verið hvað sterkust, þar sem það hefur verið þetta jafnvægi, þar sem fólk hefur fengið að berjast fyrir kjörum sínum og haft til þess ákveðin tæki og tól og þau eru lögbundin og fólk hefur skrifað undir þennan samfélagssáttmála að vera hluti af samfélagi. Og þetta í mínum huga er að stórum hluta spurningin þetta, sko, í hvernig samfélagi viljum við búa. En eitthvað getur sagt að þú nefnir Norðurlöndin, að ég veit ekki hvernig samningar Norwegian eru, en ég rekna með að þeir séu ekki söm og SAS er að koma niður og Norwegian er að stekka og eitthvað getur sagt þess svo að Jón, sko, ef við höfum þetta eins og þú vilt af þetta, þá ert þú á svimandi launum og það er flogið einu sinni, tvisvar í viku til London með þá sem hafa efna og borgað farsalana hjá þér. En hetjunar sem að byggðu upp Ryanair og EasyJet og þetta, að þau hafa bara breytt, nú get ég bara flogið sko 4 sinnum á ári til Tenerife. Já, og þetta eru rök sem oft eru tekin til sko, en eru að stórum hluta til byggð á mýtu. Þannig að staðrendin er reyndar svo að til dæmis eins og Ryanair borga vel. Það er að segja flugmönnunum, ekki flugfreyðurum. Og það er alveg það sama við sjáum hjá Play að þar eru flugmenn voru náttúrulega mjög illa borgaði til að byrja með en hafa kannski verið að vinna á en flugfreyjurnar eru langt undir lágmarkslaunum og við sáum bara þegar að þeir fara á staði þessa vegferð að þá er í raun og veru búin til fjárfestakynning fyrir lífeyrissjóði og fjárfesta þar sem að uppleggið er félagslega undirboð og við hljótum að spyrja okkur að því hver er þá ábyrgð lífeyrissjóða. Svo keyptu í Play á sín tíma. Já, Birta og Lífsverk sem að voru kjölfestu fjárfestar í upphafi. En fjárfestakynningin byggir á félagslegum undirboðum. Það var það sem átti að gera reksturinn betri, var í raun og veru að níða skóin af hinnu vinnandi manni, sko. Og það má alveg segja það að það eru flugfélög sem að taka þátt í samfélaginu, eru með kjarasamninga og greiða laun og virða þetta samtal við verkalýðsfélög sem að alla jafna greiða betri laun og eru með félagslegu réttindin inn í sínum kjarasamningum og þann kostnað, ef við megum segja sem því fylgir. En staðreyndin er líka svo að þegar að gerður er verðsamanburður að þá eru þau ekki endilega dýrari. Sko verð á farmiðum almennt séð hefur lækkað mjög mikið á síðustu 30 árum. Þetta var þannig þegar ég er alveg upp að það var svona frekar betur megandi fólk sem að hafi efna því að ferðast og það er alveg rétt sem þú segir að núna er það komið svo að almenningi er gert það kleift að ferðast. En það er ekkit endilega ódýrara að fara með lággjaldaflugfélaginu þegar allt er tekið til. Það eru búin til gilliboð á netinu og sagt þú getur farið fyrir 9.000 krónur eða eitthvað svona sko. En þá eftir að rukka innréttunduna gjald og töskuna og svo framvegis sko. Þetta endar á sama stað sko. Og hvað svo sem lært á þetta svolítið. Átt að segja á þessu að þetta er ekki alveg. Og ekki misskilja mig sko, samkeppnin er að finna góða fyrir í raun og veru markaðan allan sko. Við fögnum því ef sem flestir geta ferðast og þessi heilbrigð og góð samkeppni. En það skiptir líka máli fyrir fyrirtækin í landinu og það sem að maður verður alltaf svolítið hissa á
að þegar að í raun og veru samtök atvinnulífsins sem eru með og eru í forsvari fyrir 70% af vinnumarkað á Íslandi gera kjarasamninga, eru útvörður íslenska ríkisins til dæmis í sáttmála Sameinuðu þjóðanna sko, það að halda hér uppi helbröðu vinnumarkaði, að koma í veg fyrir spillingu og svo framvegis, hleypa síðan inn í sína raðir aðilum eins og Bláfugli skilur, sem var þar fyrirrendar en síðan kaupir Avia Solutions Group það félag, fer í sem sagt massív félagslegu undirboð og sama eins og hjá Play, það er enga kröfur gerðar á í raun og veru hátterni eða siðferði að þá hálfu þessar aðila. Engar. En er það ekki þannig að þegar þið eru að semja, þá semjið við Icelandair, en þið semjið ekki við SA? Jú, samningsumboðið hjá SA. Formlega séð. Já, en af hverju virkar það ekki það sama hjá ykkur eins og gerir til dæmis hjá Eflingu og starfsmönnum á veitingahúsum að samningur Eflingar kjör á veitingahúsum, hann gildir. Já, þetta en hjá ykkur er það ekki þannig að þótt að þið gerir þennan samning að þá getur Play gert bara samning við sitt félag á allt öðrum kjörum. Já sko, raunverulega séð og samkvæmt vinnulöggjöfinni þá ætti svo samningur sem fyrir sem eru þeir samningar sem að FÍA hefur gert við þá flugrekendur sem eru með samningu okkur sem að eru á annan tug. Það ætti að vera grunnsamningar. Það er ekki. Nei, það er ekki og það er ekki farið að lög. Spillingin er bara þannig hérna á Íslandi sko. Það er við erum búin að reka málaferli gagnvart Bláfugli núna síðan 2021 þegar þeir fara í þessi og við höfum unnið á í öllum málum sem við höfum farið og dragað á í gegnum réttakerfið, unnið öll mál. Þannig að löggjafinn hefur talað, dómsvaldið hefur talað en framkvæmdavaldið, það er að segja eftirlitsaðalarnir, þeir þegja bara þunnu hljóði og það er alveg sama hvort að til dæmis Vinnumálastofnun og félagsmálaráðuneytið var undir stjórn Framsóknarflokksins eða Vinstri grænna að því miður var bara skilað auðu. Það er bara eins og menn treysti sér ekki í hennar slag. Og þá er það vegna þess að þessi fyrirtæki eru á álitinu vera svona forseta fyrir vexti ferðaþjónustunnar og annað slíkt og þar leiðandi sér það efnahagslega nauðsynlegt að láta þetta slæta. Já, en skoðum þessa fulleringu. Hún er hérna, vissulega hefur henni oft verið slengt fram. En við sjáum bara að... Hún var það, ég mann bæði, það var ekki bara útboðið hjá Play, heldur þegar það var endurskipulagning á Icelandair, að þá var einfallega í eiginlega útboðslýsingunni og stuðningi ríkisins forsendur það að ykkar kjör eruðu lækkuð. Já, það var það og við sáum þar að þar steig ríkið inni með þeim hætti að það var ekki stuðningur við fyrirtæki til þess að halda fólki í vinnu eins og við sáum til dæmis í Bandaríkjunum. Heldur var stuðningurinn í því formi að losa sig við fólk. Og meðan réð Icelandair félag sem heitir Seabury sem að sérhæfir sig í því að leiðbeina það hvernig sé best að fara í það sem kallast á ensku union busting eða félagslegu undirboð eða að rústa stéttarfélögum. En þeir koma hins vegar á fundi til okkar með úlfurinn í Söðagerðinu við erum hérna til að hjálpa þeir Þannig að við erum búin að sjá þetta allt saman Þannig að stjórnvöld, og þú ert að segja það, hafa raunverulega leyft þessum tilteknum fyrirtækjum að brjóta gegn vinnulöggjöfinni. Já, algjörlega. Og það hefur verið sýnt fram á það í félagsdómi aftur og aftur. Já, þetta er ekki bara skoðun. Dómsvaldið hefur talað. Þetta er algjörlega skýrt. Og við sjáum bara eftirlitsaðarnir eru fleiri heldur en bara Vinnumálastofnun. Það er náttúrulega ráðuneytið sem slíkt og það er lögregla og það er skattayfirvöld. Það eru margir sem eiga að koma að þessu og þrátt fyrir ábendingar, þrátt fyrir bréfaskriftir, þrátt fyrir að við höfum kært úrskurði að þá er ekkert gert. Þetta er bara stórt. Ég get alveg sagt þér það ef að það væri flugmaður eða flugfreyja eða flugvirki sem að hefði farið og unnið einhvers staðar erlendis, væri íslenskur ríkisborgari og jafnvel skráð sig úr landi og færi út úr félagslega kerfinu, nyti ekki félagslega réttinda á Íslandi og meðan við komum til byggja erlendis. Kæmi síðan aftur heim, skatturinn myndi ekki víla það fyrir sér að hjóla í þann einstakling og krefja hann skattgreiðslur aftur í tíman með 25% álagi og höfustól án þess að hafa rannsaka málið. Það er hjólað í það alveg leið. Þar verðist vera verkefni sem fólk ræður við. Það er að segja að taka einstaklingin niður en það er ekki farið í þessa stóru tölur eða í reksturinn. En við höfum séð svona niðurbrót á kjörum stétta eins og það sem að stjórnvöld sætta sig við til dæmis að fraktaraflótin, flutningaskipaflótin, hann er flaggaður út og ég held að sé ekkert skip á Íslandi held ég. Nei, þetta gerðist á 9. áratug síðustaldar að þá raunverulega töpuðust 500.000 störf á Atlantshafinu
í þessum gera og það gerist bara með þessu skipulega niðurbroti. Það er að segja að það er öllu flaggað út og útvistað og eftirstendur ekkert sko. En Íslands stjórnvöld, þau horfa á þetta, þau gerir ekki neitt. Nei. Og ég meina sjómenn voru að benda á þetta og þetta er eiginlega bara svona töpuð orust eitthvað þar í fortíðinni. En það var samt hljóma svolítið eins og þú ert að lýsa þessu að sko stjórnvöld bara gerir ekki neitt og þau segja sem svo að auðvitað gætu við varið þetta en þá myndu við fá líklega, myndu við setja í háska flutninga til landsins. Ég býst við að hafi selt sér þá hugmynd. Já. Og þess vegna verðum við bara að láta þetta slæta og okkar félög verða bara að fá að gera sama sóðaskapin og allir aðrir. Og það var bara gert með opin augun. Og að sömuleyti gætu við verið að horfa á svona hæga þróun ef við færum kannski bara 15 ára aftur í tíman. Að þá sérðu ekki góða þróun í ykkar svona vend á ykkar réttindum frá íslensku stjórnvöldum. Langur við frá og það er svolítið merkilegt sko en þess að ef þú berð Ísland saman við erum oft mjög sérstök sko og náttúrulega vísum til höfðatölu og annað slíkt sko en það sem er svolítið sérstakt í hagstærðunum fyrir Ísland er náttúrulega flutningar og við þekkjum það bara frá gamla sáttmála og einokunarverslun og öllu þessu að sko samgöngur og flutningar til að fá landinu er okkur algjörlega lífsnauðsynleg og það endurspeglast í því að flugrekstur sem vægja þjóðarframleiðslu hjá okkur er á milli 13 og 14% og hefur verið núna í hartnær áratug og fer vaxandi. Á alþjóðlegum mælikvarða er þetta yfirleitt 3,5 til 3,6%. Þannig að vægi þessara greinar er gríðarlega mikilvægt á Íslandi. Og það má vera að fólk horfi sem svo á, verður við þá ekki bara að spila sama leikinn, sko. En ég held að fólk verða að horfa svolítið stærra á þetta, sko, að málið er að til þess að hafa öruga og reglulega flutninga, þá þurfum við að spila eftir þessum leikreglum, en þess að eru nú verið tryggð og trúnaður þeirra sem starfa í þessum störfum. Hann byggist á því að þessi félagslegi grunnur sem að er að baki kjarasamningum sé til staðar. Öðruvísi færði ekki tryggðina og við sjáum að starfsmannaveltan hjá þessum félögum sem að ganga illum þetta, hún er margfalt meiri og við sáum til að mynda í COVID að þar voru félögum eins og Atlanta sem að raun og veru svissuð úr því að vera í farþegaflugi að langmestu leyti, algjörlega yfir í vöruflutninga og það var mikið að gera á þessum tíma, þurfti að flytja mikið að því að eru nú farþegaflótin í heiminu lá bara niðri og það er svo mikið hluti af vörum sem fluttur er í lestum farþegaflugvila þannig að eftirspurnin jókst mjög mikið í fraktflutningum og það sem að gerist þar er að það voru alls konar kúrikar sem komu upp og fóru að bjóða í samninga en þá fóru byrgjarnir og þeir sem voru að kaupa þjónustuna að spurja hvaða mannskap ertu með og þá var svarið til þess að fá samninga ég er með unionized pilots það var svarið. Er þetta ekki fágætt krafa ykkur að byrgja eða heilsala að það sé farið eftir leikreglum? Jú, en það er, sko það í raun og veru held ég... Heilsali segir bara mín, ég hef verið bara að auka arðsemi míns fyrirtæki sem mikið hægt er. Já, ég held að sko grunnurinn á bakvið spurninguna hafi ekki verið sko við krefjum ykkur að fara til leikreglum. Máli var það að mannskapurinn til þess að keyra samningin og til þess að þeir gætu staðið við sína skuldbindingar var bara sá að þau félög sem voru með flugmenn sem voru í stéttarfélögum eru tryggari starfsmenn og áræðanlegri sem að gera það verkum að félögin sem að fengu svo samningana þau gætu staðið við skuldbindingarnar. En Icelandair, þú segir að þeir hafa kallað og það hefur komið fram í fréttum að fengi svona ráðgjöf frá einhverju bandarísku ráðgjöfafyrirtæki hvernig ætti að eiga við stéttarfélög. Tengist eitthvað Icelandair að þeir gerðu keyptu Grænhöfða í að flugfélagið með þá hugmyndum að flytja raunverulega business model með stopover bara færa það söður þannig að Play var að flytja einhverjar höfuðstöðar, ég man ekki hvert til Möltu, já, akkurat. Þannig það þessi flugfélög að leita einhverja leiða fyrst og fremst til þess að komast fram hjá ykkur býst ég við Já, sko við getum ekki vaxið mikið hér og þess vegna leitum við kannski að kaupa flugfélag á Azoríum og að flytja loftleiðamódelið þangað og menn eru sífellt að leita einhverju leiðum til þess að komast út úr Já, ég borga þeir svona hálfin. Ég veit það ekki hvort að það er allavega þegar sko Cabo Verde dæmið hjá loftleiðum og Icelandair var í gangi þá held ég að þar hafi verið hugmyndin að í raun og veru búa til tengistöð í Suður Atlantshafi sem væri á svipuðum forsöndum og Íslandi. Það ekki flytja flugvél. Nei, ég held að það hafi ekki verið og þar var í raun og veru verið að hugsa að flytja jafnvel þekkingu og reynslu
og tæki eins og 757 sem nú verið að fasa út yfir á aðra starfstöð þar sem að hægt væri að sinna öðru módeli og þetta átt að byggja upp með heimamönnum á Cabo Verde sko. Gekk síðan ekki upp að hluta til vegna COVID og kannski einhverjir aðri hluti sem ég þekki ekki til sko. En það vissulega rétt að það verið og það svolítið merkilegt að það sé leiðin út úr þessu módeli sé til Evrópu, þar sem allt svo gott en sem alltaf hluti af Evrópusambandinu ekki sagt og af hverju fara menn þangað þannig að uppruni löggjafarinnar raunverulega þar og maður myndi halda að þarna væri staðið mjög þéttu vörður það að allir færa á leikreglunum sko, en það ekki. Þarna eru búin til skattaskjól, þarna eru búin til í raun og veru svæði þar sem að þú getur spilað eftir svolítið öðrum reglum sko. Og það svolítið merkilegt sko. Verkalýðshreyfingin að brotna niður víða í Evrópu sem hefur gert í Bandaríkjunum. Já, og komið miklu lengra heldur en við sjáum hérna á Íslandi sko. Já, miklu lengra og þá maður að velta fyrir sér að við erum náttúrulega með það eru minni þrótt í þessu kerfi okkar á Íslandi. Þetta samkomulagi í samfélaginu að til þess að hafa þroskað vinnumarkað þá verðum við að virða rétt launafólks til þess að byrja samtökum og við sættum okkur við átöki sem inn á þessu. Jáfnvel, einhverju geti sagt að þið getur lokað Íslandi að það verður eiginlega ofbeldisverk. Við sættum okkur við það. Þess að reynslan hefur sýnt það að með þessum hætti þá byggjum við betri vinnumarkað, öruggari með meiri stabíli vinnumarkað og náttúrulega betra samfélag. En við erum það er svo hátt hlutfall fólk sem að starfar samkvæmt samningum hérna á Íslandi, hærri heldur en bara nokkurs annars þar, hærri en á Norðurlöndunum og svona. Og þá spurningin, sérðu fyrir þér að við getum haldið þessu þó svo að heimurinn sé að fara til fjandars? Já, þetta falleg spá. Ég veit hvað það er. Í þinni aðtöngurinn sem að hörnun eiginlega bara allstaðar. Ég held að ég held að það sé hægt og ástæðan fyrir því ég held að það sé hægt að þegar við horfum til þeirra flugfélaga sem að í raun og veru gengur vel og hefur gengið vel í raun og veru consistently í gegnum tíðina þó að uppkomi tímabil þar sem að gengur lagar að þá það allt saman félög sem að hafa farið eftir leikreglum og með samninga við sitt starfsfólk og standa við þá og það mikilvægt að halda því til haga að það eru flest fyrirtæki á Íslandi, langflest fyrirtæki sem að fara eftir þessum leikreglum og þau taka þátt í þessu samtali og það eru vissulega getur þau átök á vinnumarkaði en yfirleitt það leitt til lykta á siðaramanna hátt, það að segja að menn sittast niður við borðum en ræða málin og komast að niðurstöðu og það heyri til undantekninga frekar en hitt að það séu mjög hörð átök eins og voru kannski hérna á segjum þriðja og fjórða áratug síðustu aldar þar sem að fólk var raunverulega að berjast fyrir kjörum í bókstaflegri merkingu þess orðs, þar sem menn slóust og það sem þótti mikilvægt að forma þetta með akkurat, vegna þess að við mögum ekki gleyma því að það eftirspurn eftir vinnuafli til að mynda á Íslandi. Hér hefur hagvöxtur verið meiri heldur en bæði í samanburðarlöndum í Evrópu eða í Bandaríkjunum og hér hefur kaupmáttur verið meiri, það að segja aukning og kaupmætti meiri heldur en í samanburðarlöndunum og þó að vissulega séu alltaf einhverjir sem að bera minna úr bítum í þeirri aukningu en þegar allt kemur til alls að þá má ekki gleyma því að til að mynda hvað varðar verkföll eða ofbeldisaðgerðir eða hvernig sem að narratífið hannaði því að þá til að mynda flugmenn, bara ef svo ég tali bara okkar stétt, að það var farið í verkfall 98-9 og það var fyrir misskilning, það voru borin vitlaus skilaboð á milli herbergja hjá ríkissáttasemjara sem var mjög stutt og svo var það 12 tíma verkfall árið 2014. Það allt og sumt og það meiri segja í Bláfuggsmálinu að þar í raun og veru erum við í kjarasamningsviðræðum og það viðræðaáætlun og málið inn hjá ríkissáttasemjara og þá farið í þessi félagslegu undirbúð þar sem öllum þeim sem á kjarasamningi bara sagt upp, gerviverktakaránir inn í staðinn og forstjóri félagsins fullir að nú verði bara sjálfstætt starfandi flugmenn sem vinni hjá Bláfugli og þetta muni ekki hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins. Hvar Bláfugli í dag? Með þetta sterka bakland sem að Avia Solutions Group á að vera alþjóðlegt fyrirtæki með höfuðstöðvar í skattaskjólum, hvar þetta í dag? Það búið að skila flugumferðarleyfinu og það var ekki af því að við stoppuðum það bara vegna þess að þetta viðskiptamódel gengur ekki upp.
það bara þannig. Það er lengdar gangi ekki viðskiptamódelu upp að sækja arð til eigandana með því að berja niður kjörið þín? Nei, vegna þess að sko, og það er ýmis fræði og alls konar spekulasjónir í markaðsfræðum og hjá stjórnendum fyrirtækja, þar sem að menn ræða það bara, býtu, hvernig heldur fyrirtæki gangandi? Og menn segja sko, það að keppa alltaf í kostnaði skilar þér á gólfið. Það er að segja að það er eitthvað gólf sem þú kemst ekki niður fyrir. En ef þú keppir í gæðum á vöru eða þjónustu eða einhverju öðru, að þá er mjög líklegt að það er vegni betur og þess að þar er raun og veru engin takmörk á því hvert þú getur farið. Þú getur alltaf gert betur. Það er ekki að gera nema í góðri sátt við starfsfólk og launafólk. Nei, akkurat, og það eins og þegar við tölum Play að þessi samningar sem voru gerðir þar, að það er raun og veru bara sko óvinnveitt yfirtaka á stéttarfélagi sem að var vissulega stofnað. Íslenska flugmannafélagi var stofnað af launamönnum hjá VR og það var stéttarfélagi í öllum skilningi þeirra laga og voru í samstarfi við okkur hjá félagi íslenskra atvinnuflugmanna meðal annars í öryggismálum. Og síðan þegar að VÁ fer á hausinn, náttúrulega þetta stóra gjaldþrot sem það var, að þá skapa svona aðstæður þar sem að margir eru atvinnulausir og þá sjá menn sér leik á borði, taka yfir þetta stéttarfélag, nafnin á því er breytt og síðan eru bara búnir til kjarasamningar upp á skrifstofu hjá Play og kallaðir inn leiguliðar sem að voru ekki í starfi hjá Play, voru ekki launþegar, hefðu ekki verið kosnir til verksins, voru ekki í umboði, það hefðu ekki verið gerð viðræðaáætlun og ekkert inn hjá ríkissáttasemjara og bara sagt, skrifa hér, borgum ykkur bara fyrir þetta, svo fáum við kannski vinnu hjá okkur setna. Og það er bara staðreynd málsins. Og þetta hefur komið fram, sko? Já, þetta hefur komið fram. Það vita allir af þessu. Drífa Snædal, fyrrverandi forseti ASÍ, gerði á ég að segja góða tilraun til þess að vekja máls á þessu og reyna að fá einhver umræðu þetta, en því miður. En á þeim tíma, þá hugsaði maður oft að því að þar var forstjóri og Play og Drífu stilt upp saman, eins og verið svona ólík sjónarmið. Já. Að menna Drífa var að halda fram sem að við erum að tala hér, segir það bara grundvallar atriði til þess að halda hér upp í sko síðuðu samfélagi. Já. Og hinn var að brjóta það niður. Og þetta var svona stilt upp eins og svona eðlilegu argumenti í samfélaginu. Já, akkurat. Já. Ég undraði mig oft þessu. Það var á Vísi og Stöð 2 og það var á RÚV og það var í Mogganum og í öllum fjölmiðlum. Stilt upp svona eins og bara eðlilegu argumenti sem ættum að eiga í. Já, en málið er það að við sjáum bara hvernig fjölmiðlun hefur líka hvernig henni hefur hrakað bara í áranna rás. Einu sinni var það þannig að það voru fjölmiðlar sem að sögðu fréttir og raun og veru listu í raun og veru atburðum og fluttu fréttir, bjögguð er ekki tilendilega, heldur bara fluttu fréttir. Í dag er til dæmis sko lungaða fjölmiðlamönnum á verktakasamningum. Jafnvel þú vinni hjá sama ríkisfjölmiðlunum alla ævi sko og eru bara á verktakagreiðslum. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að það er mjög erfitt að fá umræðu þetta. Þannig að þess að menn eru sjálfur þáttakendur í þessum leik og margir fjölmiðlamenn að maður ætla að alhafa neitt í raun og veru fá ekki tíman og resursana til þess að flytja fréttir heldur verða svona eins konar mikrofónstatíf fyrir þann sem talar og svo er það þá bara spurning hver talar hæst og þess vegna held ég að vinsæld þessara hlaðvarpsþátta sem eru náttúrulega núna mjög víða að hún er orðin slík sem hún er vegna þess að þar er miklu beittari umræða, það er tími til að ræða málin bara eins og við erum að gera hér. En það er ekki alltaf sko sjónarmiðin ég geti voruð svolítið skökk í þessum hlaðvörpum sko, þau eru nú fleiri og frekar eru þau sko hægriðsynnu vegna þess að þau fá kostun og eitthvað fleira, ég held að sé án efa og maður verður alltaf að svona gera sér grein fyrir því ef þú kveikir á viðtækinu sko hver er það sem stýrir podcastinu, það er alveg eins og ef maður tekur upp Morgunblaðið, ég veit hver á Morgunblaðið sko og ég veit alveg hvernig ritstjórnarstefnan er þar, maður er alveg að svona taka og deila í það sem það er. Eitt getur verið að umræðan í kringum Play hafi verið að veiki fjölmiðlar og þeir geti ekki eiginlega tekið eða greint mál áður en byrja að flytja fréttir þannig að þetta verður bara hann segir, hún segir. Við sáum svona tilneyingu til þess þegar að fréttirnar virðingu voru að koma upp að þá mætti formaður sveit og sagðist ekki taka þátt í einhverjum ágreiningi Eflingar eins og vandamáli væri sko athugasemdir Eflingar en ekki sko gult verkalýðsfélag og þetta var bara hlutt sem eðlilega fréttir en þetta er bara það sem er orðið tíska í dag, það er að gaslýsa alla umræðu
Það er raun og veru að taka ekki málefnið sem er á borðinu og ræða það, heldur þá það að hjóla í mannin, sko, hjóla í Eflingu eða Sólveigu Önnu sem er forsvarsmaður Eflingar. Og hjóla bara eins og þau hafi fundið upp eitthvað til að gera ágreiningum. En ekki sá sem að raunverulega olli ágreiningum. Og þá lítur maður að spyrja sig líka, en byrju, hvar eru ráðamenn? Hvar eru þeir sem að við kusum til valda en á alþingi og bera þessa ábyrgð og ber með lögum að fylgja því eftir? Hvar eru eftirlitsaðalnir? Af hverju eru við að greiða skatta hérna til að halda uppi öflugum eftirlitsaðalum sem að síðan bara sinna ekki skyldu sinni? Ég held að sé ákveðin blinda í stjórnmálunum fyrir því að venda rétt launafólks til þess að heyja sína kjarabártu. Samkvæmt einhverjum viðurkenndum leikreglum. Já, en af því ég gagnrýni hér fjölmiðla og ég gagnrýni hér ráðamenn og eftirlitsaðila, að þá þurfum við líka að horfa inn á við, bara við sem borgarar í þessu samfélagi, hluti af því. Við erum líka sek, vegna þess að við erum svo upptekin af neyslunni að okkur finnst sjálfsagt að fá bara hlutina ódýrari á alveg sama hvaða kostnað það er, sko. Við viljum fá ódýrari hamborgara og við viljum þá að það sé svínað á þeim sem eru í uppvaskinu. Eða á bóndanum sem að, þú veist, eða hérna mannum sem keyrir vörubílinn eða hvað sem er, sko, hvort sem það er aðfangakeðjan eða upprunnin. Hluta ferðaþjónustunni, það hefur verið að sækja arðin í því að berja niður launakjör, en ekki við að byggja upp svona jákvætt fyrirtæki sem þú veist að lýsa. Já, og svo bara sjáum við það að umræðan eins og til dæmis mansal sem er hluti af því sem er náttúrulega bara mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og allt þetta, og ríkið á að standa vörðum það til dæmis að það sé ábyrgðarkeðja, það er að segja við semjum ekki við verktaka sem að fara ekki til leikreglum og svo framvegis. Ríkið gerir það alveg miskunnarlaust. Við hvað samt er ríkið þegar að koma vopnaflutningum til Úkraínu? Skilur, við sem stjórnarskrár sko bundið eru við hlutlaust ríki og hernaðalaust. En hvað gerum við þarna í fyrsta skipti í sögunni? Við lýsum ekki hlutleysi, skilur, eða gagnrýnum innrásina, en hvetjum til friðar. Við förum bara í að kaupa vopn til þess að drepa Rússa, sem að hefur verið vinaþjóð okkar alla tíð, sko. Þannig eru komin hérna í annar mál sem að vera gaman að tala við því seinna. En ég er bara með play að því að stjórnvöld ger ekki eitthvað. Eitt er það náttúrulega að flugmenn eru fámennþétt sem hefur mjög sterkt verkfallsvopn og náð að knýja fram mjög góð kjör. Það er svona í sögunni. Svo er það flugþjónarnir, flugfreyjurnar, oftast að kalla, að það þótti bara svona ævintýrlegt líf fyrir svona ungar konur. Að þær fengur bara borgað raunverulega í einhverju öðru en launum, svona einhverjum hugmynd. Það er svo margir, bara svona, þú auglýsir eftir vandi flugfreyjur, það sækja kannski 500 kannski 20 störf. Þannig að svona samúðin, eða svona hugmyndin að það þurfi að venda ykkur eða flugþjónana, hún er bara ekki sterk í samfélaginu. Þið njótið ekki samkenndar og samúðar eins og þetta. Nei, og það er svo segir, það er bara einhver hugmynd sem er þarna úti, og ef ég tala fyrstu flugmennina, að þá er það svo að flugmenn bundu samtökum 1946, þetta er 78 ára gamalt fagfélag sem að síðar verður stéttarfélag líka. Í upphafi var félagsrískra atvinnuflugmanna stofnað utan flugöryggismál og það voru eigendur flugfélagana sem stóðu að stofnun þeirra ásamt flugmönnum sem þar unnu og sátu í stjórn fagfélagsins. Og það var verið að berjast fyrir almanna öryggi í almanna flugi, fyrst og fremst. Síðar koma kjarasamningarnir inn í þetta og það verður stór hluti af því sem við berjast fyrir, en þetta er ennþá einn af þeim stærstu hlutum sem við berjast fyrir eru öryggismál. Já, við erum mjög farsarlega, við erum með mjög mikinn samtakamátt og mjög þétt samstæða innan okkar raða sem er lykillinn að sterku stéttarfélagi. Það er samstæðan og þess vegna er alltaf verið að reyna að kljúfa hana og brjóta hana upp. Ef við tölum hins vegar flugfreyjurnar, þá er það líka gamalt stéttarfélag. Það er stofnað sitt stéttarfélag 1954, held ég að ég fari rétt með, það eru 70 ára þessu ári, þetta stéttarfélag, og þær hafa byggt upp þessi kjör, og það sem að flugfreyjur hafa gert er að þær hafa í raun og veru að því að þetta var lengi vel og er reyndar ennþá svona að stæðstum hluta til kvennastétt, ef við segjum sér svo, að þær hafa verið svo kvennastétt sem að hafa náð hvað eftirtektarverðustum árangri í að berjast fyrir og halda sínum kjörum. Þannig að ég held að við ættum að líta til þeirra
frekar heldur en að segja að við höfum enga samúð með þeim. Þær hafa með samtakamætti og skipulagi ná því. En hefur það ekki eitthvað gefið eftir? Einhver sagði mér það að orðaði þetta einhvern veginn svona þegar ég var flugfreyja fyrir 30 árum að þá gat ég klára háskólana með því að vinna. Já. En núna eru bara vaktirnar orðnar svo miklu þéttari og launin miklu lægri að ég held að bara engu myndi takast það sem mér tókst að gera. Nei, ég held að þetta var sama sagan með stykkin í ræstingum að einu sem gæti maður tekið 2 stykki og dríkt tekju sína sem einsta móðir. En núna ég kom bara á taxta inni hjá dögum og þau hyrðu allan ávinningin af því að hvað ég fljóta að vinna. Já, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér að þetta á afturhaldi, Það er að segja að kjörin hlutfallslega eru ekki eins góð og þau voru. Og en þetta vissulega, það hefur alltaf verið ævintýralegum yfir þessu starfi og sérstaklega kannski fyrir okkur eyjastjækja vegna þess að það að ferðast í burta skerinu hefur alltaf verið heillandi og það fyrir ungt fólk að komast í svona starf þar sem að þú fær kannski að sjá einhvern hluta af heiminum í gegnum starfið þitt, auðvitað það spennandi og allt það. En menn hugsa oft flugfreyjustarfið eins og þetta sé bara svona eitthvað sem voðalega létt og skemmtilegt og svo ferðu bara í stopp einhver staðar og getur spókaði í stórborgum en þetta er alveg hörkuvinna og fyrst og fremst er þetta öryggisstarf. Þetta snýrað öryggi farþegum borð. Þjónustan sem fólk að fá, hvort þú kaupir samloku eða fær mat fyrir fram að þig að drikk, heitan, kaldan, hvað sem er. Þetta er algjörlega aukalega við allt hitt. Öryggisatriðin sem að þær sinna borð eru mikil og það eru mjög strangar kröfur sem gerðar eru til þær og mjög þétt samstarf sem að þær eiga við flugmenn og fyrir hönd fyrirtækisins að gera öryggistek og svona. Þannig að og það sem að mér finnst svolítið gleymast í þessu og kannski að gleymast hjá jafnvel gömlum og mjög established fyrirtækjum er að virðið í þessum flugfreyjum sem að gerðu þetta ævistarfi er ævintýralega mikið vegna þess að þær taka á móti kúnnanum. Þær segja velkomin borð og viðkomandi kannski búin að lenda í leiðindum eitthvað í innritun eða á bara slæman dag og kemur borð og ég hef séð þetta fólk sem að vinnur með mér aftur í gera alveg ótrúlega hluti til þess að gera upplifun fólks ánægulega til þess að hjálpa fólki sem er veikt eða er að glíma við jafnvel geðræn borð til þess að það lappi frá borði með góða upplifun. Hvers virði heldur að þetta sé fyrir fyrirtæki, fyrir fjármagnseiganda, fyrir hluthafa? Mikils virði fyrir farþegana, fólk getur bara rifjað upp að þegar það lendir í flugi með mjög óanægðum farþega það getur eyðilagt þessar 3 eða 5 tíma sem að maður lokar inn í þessu röri. Já, akkurat. En þá spyr maður sér líka þessu að eru kannski bara fyrirtæki að einblína á ranga hluti? Erum við ekki öll þannig að ef að þú ferð og þú kaupir þér þjónustu, hvort sem að það er flugfélag að þú ferð á veitingastað eða ferð í leikhús eða hvað sem er, viltu ekki láta að koma fram við því eins og manneskju? Viljum við borga minna til þess að fá dónaskap í andlitið eða? Það er bara, hluti fyrirtæki er ekki rekin með þessi markmið. Það er bara einn mælir í borðinu á þeim og það er arðsemi og hvað er hægt að flytja mikið fé út úr rekstrinum til eigandana. Til skemmri tíma. Já. Það er nefnilega til skemmri tíma. Það er til viðskiptafræði bókasöfn sem að segja það að þetta sé ekki klók leið til þess að reka fyrirtæki. Þetta skrælir þau innan og gerir þau að vantar í þau segluna og þegar þau ábjátar að þá skreppa þau saman á meðan að fyrirtæki sem eru byggð upp á fjölþættari hátt að þau geta staðið af sér áföll og annað. Ég held að þetta segir bara heilmikið þá sem eru kannski að reka fyrirtækina. Það mætti segja að þetta væru kannski menn sem að eru raunverulega undirmáls. Ef að þetta er eina aðferðin sem þú hefur til þess að skila tímabundinni arðsemi, er þetta klókur og góður stjórnandi. Bestu stjórnendur og þeir sem hafa átt og reki fyrirtæki eru þeir sem voru í því for the long run, sem að ætluðu sér að byggja upp sterkt fyrirtæki til lengri tíma, þeir notuðu arðin sem skapaðist til þess að setja inn í fyrirtæki og byggja upp ennþá sterkara fyrirtæki og við sjáum bara stórt fyrirtæki okkar gerir eins og Boeing að þegar samrunin verður hjá Douglas og Boeing, hvað gerist þá? Þá er byrjað á því að reka verkfræðingana og fólki sem hafði þekkingun á gólfinu sem byggði vélarnar og eftir það hefur þetta bara verið hörmungasaga. Þar voru náttúrulega stjórnvöld sættu sig á því eftirlitið með starfseminni var flutt inn í félagið sjálfs. Þannig þau áttu, markanum var triss og vel að hann átti að hafa eftirlit með sjálfum sér og endaði í hörmungum. Og þetta er líkindi með þessu. En að því hún nefnir flugfreyjufélagið, það er inn í ASI
og maður velti fyrir sig þær eru hluti af ASÍ en akkur tekst þeim þá ekki að vinna eða stoppa þetta gula verkalýðsfélag sem var stofnaði yfir þeirra pleibyrjaði. Af því að sko, ég held að stóra stýringin á því séur nú vera verkalýðshreyfingin sem slík, hún hefur ákveðin vopn, þau eru raun og veru být ekki nema þú sért með samning við atvinnurekanda. En þá ekki komið tími bara að gera kröfu á stjórnvöld að þau standi verji þann vinnumarkað sem að hér mótaðist á síðustöld? Jú, en málið að sko í lögunum raun og veru þessi heimild, það að segja sko kjarasamningar ASÍ og það flugfreyjufélagið undir sem hluti af þessum heildarsamtökum að grunnsamningurinn var samningur flugfreyjufélags Íslands við Icelandair og það var raun og veru athugasemdir sem flugfreyjufélagi gerir við þennan gjörning, við þennan þessa röð málamynda gjörninga sem áttu við hjá Play og Drífa var að gagnrýna að þar vantaði eftirlitsaðilana, þar vantaði stjórnmálamennina til að stíga inn í og segja, heyrðu, samkeppni góð, endilega byggju fyrirtæki hérna en þið farið að þessum grundvalla leikreglum. Þið farið ekki undir það sem hvað gerir það þetta? Þetta skekkir samkeppnisstöðu og hvað á þá fyrirtæki hvort sem að það Icelandair eða eitthvað annað eða einhverjum öðrum geira. Þá með eitt fyrirtæki sem að þarf að fara eftir þessum leikreglum og þá með hærri kostnaðarstruktúr vegna þess að fólk með orlofsrétt, það með fæðingarorlofsrétt, það með veikindarétt og svo framvegis, það greitt í lífeyrissjóð. Hvernig stendur á því að menn sjá þetta ekki, að þú ert að búa til ójafnan grundvöld til samkeppni. Það verður þá ekki verkalýðshreyfingin að gera kröfu á stjórnvöld að þau verji samkomulagið það hvernig vinnumarkaðurinn á að fungera á Íslandi. Jú, annars bara grotnar að niður. Aðalmáligunar það að menn fari eftir lögum, en þess að lögin eru til staðar. Þau eru til staðar. Það eru lög hér áhafna starfsmannalegur. Það eru lög hér erlent fólk sem að vinnur hér á Íslandi. En til að tryggja að ég fara eftir lögum, þá þarf ég náttúrulega að gera það. En ef ég gera það ekki, þá þarf að vera eitthvað system sem að grípur mig. Já, en hver eru skilabóð stjórnvalda? Það ekki í þessum tilfellum sem þú ert að lýsa. Þá brjóta mann lögin, en það bara ekkert gert. Nei, það ekki gert. Og það málið vegna sko að brota á lögunum varða við hegningarlöggjöfina, það kemur skýrt fram í lögunum 38 80 frá 1938 vinnulöggjöfinni, það kemur skýrt fram. En af hverju ekki farið eftir þeim? Hverjir eru það sem að ýta á bakvið tjöldin á það og það sé ekkert gert? Hvernig stendur á því að það í lagi að brjóta lög og jafnvel vera dæmdur fyrir lögbrotið en það gerir engin neitt? Þarna vantar sko framkvæmdavaldið. Já, þá eru við komið með ríkisvaldi í hendunar á þeim sem eru að reka svona fyrirtæki sem þú ert að lýsa og að brjóta ekki starfsfólkinu. Ríkið að venda þá en ekki þig og annan. Og bara þannig að maður svona gæti sanngirni í þessari umræðu sko að með þess ég ekki að segja að öll fyrirtæki séu undir þennan hatt sett, flest fyrirtæki eru nefnilega að taka þátt í þessum samfélagssáttmála. En ef við höfum ekki eftirlitið þá gætu við enda með því að öll fyrirtæki verði eins og þeir sem Já, ég meina hver freystingin? Þess að sko ef þú ert að reyna að reka fyrirtæki á einhverju jafnréttisgrundvelli í samkeppni og svo annar aðili við hliðina á þér sem að fær bara að spila eftir einhverjum allt öðrum leikreglum og það engar afleiðingar sem að því hljótast. Auðvitað fara menn að horfa til þess býti hvernig á ég að deyja drottnum mínum og missa fjárfestinguna sem að ég á í mínu fyrirtæki, menn eru jafnvel með heimil og fjölskyldu veðsetta á bakvið fyrirtækið, áttu að deyja drottnum þínum og tapa öllu þínu vegna þess að það einhver annar sem spilar leikin öðruvísi og illa og ólöglega. Og eins og segi, hvað eru skattaðöföld? Eins og segi, það vefst ekkert fyrir þeim að hjóla í einstaklingin, sko. En þegar þetta blasir við og búið að leggja fyrir þá, þetta er umfangið, útreiknað, ekkert gert. Herðu, Jón Þór, þú ert að fara í flug. Þakka fyrir að koma að hinga við Rauðaborðið á leiðinni út á flugvöll líklega. Og takk fyrir áhugavert fréttabréf. Það er að finna það inn á vefnum ykkar, Félag íslenskra atvinnuflugmanna FIA.is eða? Já. Og það heitir Kotra og ég hvet fólk til þess að lesa það því að það er töluverð umfjöllun einmitt svona félagsleg undirboð og svona aðferði sem að fyrirtæki nota til þess að brjóta niður samtakamátt verkafólks. Kæra þakkir mér. Takk. En við höldum áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þetta samfélag sem er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
Já, komið sæl og blessuð, þú verið hjertalega velkomin aftur hingað að Rauðaborðinu. Hjá mér eru góðar konur mættar í Radio Gaza. Þetta eru Magnea Marinósdóttir og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, sérstakir og bara sérfræðingar í hérna Miðausturlöndum, myndi ég nú segja. Velkomnar. Takk fyrir. Hérna, það af nægu að taka, ég segi þetta hverjum einasta þætti, einhvern veginn, það er bara þannig, það af nægu að taka hvert einasta skipti og hérna manni líður einhvern veginn eins og maður sé alltaf einhvern veginn í sömu hjólförunum og við séum alltaf að taka saman samtalið aftur og aftur, en þetta bara staðan. Það hefur ýmislegt gerst núna á Gaza, alveg sko þvílíkar sprengingar og hérna sprengjuregn og bara limlestingar og morð og bara hryllingur sem þaðan kemur núna. Svo það Sýrland og hérna, já, svo þetta Trump og Ísrael og það einmitt, eins og ég segi, það hérna, það að næðutaka. Hvað hérna, kannski byrjum bara á Sýrlandi, hvað hérna, hvernig horfir þetta við ykkur? Já, á ég að byrja? Já, sko, í raun og veru auðvitað þetta eins og bara einhver, ef maður vill vera jákvæður, einhver lokapunktur á þessari uppreisn sem að hófst almenna borgara 2011 í Homs og breyti svo út allt. Og það sem í raun og veru kannski jákvætt í stöðuna akkurat núna að hversu stuttan tíma þessi valda yfirtaka tekur, 2 vikur, og þó hversu svona friðsamlega hún hefur farið fram. Það var náttúrulega orðið eitthvað mannfall en sann sem áður í raun og veru þá náttúrulega forsætisráðherrann sem var við völd, hann búinn að gefa eftir sæti sitt friðsamlega til í raun og veru bráðabirgðastjórnar og það var nýr forsætisráðherra í raun og veru ráðin í hans stað eða tilnefndur. Ég meina að það búið að gefa út yfirlýsingar að minnihlutahópa verið verndaðir og þar með talið sá hópur sem að forsetinn tilheyrði og svona 12% þjóðarinnar og margir voru nefnilega auðvitað eins og gerist oft í þessum átökum svona einhverja hefndar árásir á þann hóp sem að valdhafarnir tilheyrðu eins og gerist í Írak. Og eins þetta að það eigi að búa til kosninga og en það er náttúrulega land til land í það þarf að undirbúa svo kosningar og hvernig eiga þær að fara fram og kannski þarf að gera einhver stjórnarskrárbreytingar og þvílíkt, en það mér skosti það kannski svona jákvætt í þessu en svo sama tíma þá náttúrulega finnst mér svo auðvitað áhugavert hvernig önnur ríki hafa brugðist við. Það náttúrulega þessi árás gerð leiðtoginn sem núna búin að taka upp sitt raunverulega Ahmad al-Sharar, hann lýsti yfir í maí 2023 ný stjórn í Sýrlandi að tók hann ekki margir alvarlega. Svo ræðist Rússland inn í Úkraínu og þá náttúrulega stuðningum við Assad var Rússland og Íran fyrst og fremst og Hezbollah-liðar náttúrulega sem voru innan Sýrlands. Síðan ræðst Hamas á Ísrael og Ísrael fyrir að gera það árásir og Hezbollah í Líbanon og leið og það gerist að fara Hezbollah-liðarnir meira og minna, til Líbanon að berjast þar og þá náttúrulega minnkar stuðningurinn líka þeim megin. Og þannig að að það og hann var náttúrulega þessi hópur sem hann fer fyrir og þarna kannski hópurinn sem hefur sameinað líka aðra hópa sem eru þarna í norðvesturhluta landsins. Hún var náttúrulega búin að setja upp sína eigin svona bráðabera ríkisstjórn og vorum heilbrigðisþjónustu og félagslega þjónustu og fleira og mér fannst svona pínlítið út af því að við getum farið betur út í það hvernig hann skar á böndin við Al-Qaida og stofnaði sína eigin hreyfingu 2016 og það hann í raun og veru setur upp Al-Nusra front sem Al-Qaida í Sýrlandi eftir hann var búin að vera berjast í Írak frá 2003 og en
þar náttúrulega rekin ríkisstjórn og mér finnst það svona pínlítið minnum á Hamas, svona hvernig að vinnur svona hefur unnið kannski lítið hug og hjörtu fólks og auðvitað gefur sér núna út fyrir að vera ekki hryðjuverkamaður, heldur þvert á móti og var meira að ákæra fólk í þessu ríki sem hann, þessu ríkisstjórn sem hann fór fyrir hryðjuverk. Þannig að hann miskusti orðaðin þannig að hann eins og að reyna miskusti að gera allt sem að í hans valdi stendur virðist vera til að fólk líta hann sem stjórntækan ef við notum það orð og núna náttúrulega það sem hefur gerst með Bandaríkin og Bretlandi þeir eru að íhuga það að taka hana lista yfir hryðjuverkasamtök, þar sé samtökin hans og svo hvað snýra Ísrael að þá voru þeir bara í raun og veru viðbúnir, búin að herna með þetta fjall hana Herón sem að stærsta hæsti tindurinn þarna í Gólanhæðunum og þú serð yfir til Sýrlands og Líbanon, þetta á landamærum og við hlutlausa svæðið sem hertóku líka. Þeir segja þessi í varnarskyni. Og það sem að... Þetta brot það ekki? Nú hafa þeir verið með Gólanhæðirnar, ekki það þeir hafa nú verið með ansi mörg landsvæði án þess að beinlínis mega það. En hvers vegna bregst ekki alþjóðu samfélagi við? Hvað að gerast? Já, sko, bara að klára þennan punkt. Þeir eru, sko, segja að þeir hafi engan áhuga á því að gera einhverja árásir á Sýrland eða skipta sér af innanríkismáli Sýrlands. Þeir séu gera þetta til þess að vera þessu öryggi eins og þau segja alltaf. En þarna eru þeir náttúrulega búin að koma sér upp bara, þú veist, stað til þess að fylgjast með öllu. En sko það sem ég veist kannski merkilegast og það sem á eftir auðvitað að maður á eftir að sjá betur, það bara raunverulega hvernig sambandi milli Ísraels og Sýrlands á eftir að þróast. Vegna þessi nýja leiðtogi, hann búin að lýsa því yfir að hann sko og til Ísrael fór inn með loftarásir og sprengdi upp öll helstu hernaðarmannvirki til þess að raun og veru koma í veg fyrir það að þetta kemist í óvana hendur eins og þeir lýstuði yfir einhverja díhæsta og segjast hafa eyðilagt 90% af öllum landræðum vopnum sem að, þú veist, vopnabúr Assad-forseta bjó yfir. En og þessi nýleiðtogi Ahmed al-Sharar, hann hefur sagt að hann vilji ekki fara inn í stríð í Ísrael, það þjóni engum tilgangi, nákvæmlega engum, þeir sé að koma úr löngu, það sé langur tíma og þeir eru búin að vera að berjast og þeir hafa engan áhuga á frekari átökum. Þeir hafa áhuga því að byggja upp samfélag og halda kosningar og vera með hlutina í lagi og hætta stríðsátökum og hætta svona þessu eins og talar uppreisnar hugafari. Þú veist, nú þurfi bara að vinna því að það sé hægt að setja upp bara almennilega ríkisstjórn og þvílíkt. En sko Sýrland hefur náttúrulega aldrei viðurkennt Ísrael. Þeir voru hluti af þeim sem gerðu árásir 48 og 67 og 73 sem gerir það náttúrulega líka verkum og Gólanhæðarnar eru síðan hernumdar og lokum innlemaðir í raun og veru og þannig að það er dálítið áhugavert það sem gæti gerst í kjölfar og líka í ljósi svona afskiptaleysi stefnu Trump sem í raun og felur í sér afskipti en og þetta gæti verið mjög neikvæð þróun reyndar fyrir Palestínu og málefni Palestínu reyndar held ég. Já, ég held að sko vegna þess að ég á vissan hátt ansi hrædd það að þú veist, afskiptaleysi stefna Trump og yfirlýsingar hann að koma á friði í Miðausturlöndum, þær skiluðu sér í þessum svokölluðum Abrahamssamkomulögum og það sem var skrifað undir það að taka upp eðlis stjórnmálsamskipti milli nokkura þarna Arabaríkja, Súdan, Sameinuðu arabísku furstadæmina Marokko og eitt í viðbót sem mann ekki hvað og það verið að gera svona samkomulag við Sádi-Arabíu þegar árás Hamas gerð vegna þess að þessu hefur verið mótmælt hástum bæði Hamas og heimastjórninni þarna væri verið að jaðarsetja Palestínudeiluna og hún ekki gerða skilir fyrir því að samskipti við Arabalandana og Ísrael séu normaliseruð. Það sem gæti gerst núna með Sýrland að út af því að augljóslega þá sem sagt það tengist þessu leiðtogi og hans sveit HTS, þeir hafa þegar hann var að losa sig undan áhrifum á Al-Qaida-liða þá sem sagt, það hefur verið haldið fram að í raun og veru gegnum samband sitt við Tyrkland, það hafa komið skilaboðum til Bandaríkjanna það hvar Al-Qaida-leiðtogi væri að finna og þetta var sko hans í raun og veru leið til að losa sig við eigin svona óvinni, þeir sem stóði vegi þess að hann getur stofnað sín eigin samtök og það vildi ekki að Sýrland hluta á svona einhver alþjóðlegu
segi kalífadæmi og skotpallur gagvart einhverjum skilgreindum óvinum en sko það sem hann gæti alveg gert og það sem gæti alveg gert kannski jafnvel með íhlutun Bandaríkjanna að þeir reyna að fá Sýrland til þess að viðurkenna sjálfstæði Ísrael og fara inn í svona samkomulag, svona Abrahams samkomulag til þess að normalisera samskiptin og til þess að í raun og veru að festa í sessi það ástand sem komið núna, þar sem að sko Íran búin að missa í raun og veru, þú veist, sína bandamenn, Hamas og Hezbollah. Hezbollah farið út úr Sýrlandi, þannig að í raun og veru og Assad farin, þannig að í raun og veru það komin svona dálítið gjörbreytt staða, bæði fyrir Íran og líka í raun og veru fyrir Ísrael til þess að fara að gera normalization einhvers konar samkomula við Sýrland jafnvel. Út af því annars getið það náttúrulega ógnaðum náttúrulega með því að koma þessum frið sem þó komið núna á hvað sem verður, það líka fylkingar innan Sýrlands, en þeir gætu komið þeim friði í uppnám bara með því að hóta því að ef þeir gangi nú ekki til samkomula, sérstaklega ef Bandaríkin fara að skipta sér af í meira mæli, að og Rússarnir og svona Íran daldi farin, að þá gæti þetta gerst og þetta ekkit endilega jákvætt fyrir palestínumenn sem eru þarna sem flóttamenn og upprunalega 160.000 svo flúðu þeir eftir 2011 og voru orðnir svona 45.000 eftir á ákveðnum stað sem voru byggðir flóttamannabúð. Þeir höfðu öll réttindi jafna á við Sýrlendinga nema með ekki kjósa og ekki bjóða sig fram til opinbera embætta. En þeir eru alltaf uggandi sinn hag líka núna það út af því að þessi nýju leiðtogi hefur ekki gefið út neina yfirlýsingar samt í Palestínu. Hann hefur hins vegar verið í samtali við Ísrael. En já, Magnea, einmitt, svo bara takk fyrir þess að frábæri yfirferð. Já, þetta var bara mjög vel gert. Þetta algjörlega magnað, en sko, þú veist, svo pressa sem ég fylgist mikið með auðvitað, sko, kannski rosalega hugsi yfir því sem að gerast og kannski að skyggnast einhvern veginn í rosalega víðu samhengi á bakvið tjöldin og þegar þú ert að raun og vera að lýsa hvernig þessi Abu Muhammad eða Ahmad al-Jarrah eða hvað sem við köllum hann þessi nýji aðili hvernig hann í raun og veru haga sér rosalega mikið í stíl við þessa normalization hugmynd Trumps skilurðu, hann í raun og veru hann minnist ekki orði á eða svo hann segist bara blátt á bara ekki verið í stríði við Ísrael og kemur ekki með neina athugasemd þessar hryllilegu sprengingar sem að Ísrael bara á fullu að skjóta mörg hundru skotmörk í Sýrlandi mestu og stærstu bara umfangsmestu loftárásir sem að Ísrael hefur farið í bara áratugi. Nákvæmlega, svoleiðis að í einhverju svona eins og svona arabískri paranói sem stundu grínast með því að þú veist það alltaf einhvern veginn svona það aldrei það sem virðist vera yfir borðinu, maður var alltaf að skyggnast á bakvið en sko þið sjáið að þetta gerist líka 2 dögum eftir að Ísraelar fara frá Líbanon að þá í raun og veru koma þeir inn og taka yfir taka yfir þarna var það ekki Aleppo fyrst og svo Damaskus og þið sjáu sko ég meina þá náttúrulega einhvern veginn Ísrael komið með hermennina sín tilbaka og fara að ráðast á þessi skotvirki. Annað sem fólk mjög hugsi yfir þetta með þennan aðila, einhvern veginn sem búin að vera rýbranda sig, eins og ég veit ekki svona hvað við segjum á íslensku, einhvern veginn endurskilgreina ímynd sína og þetta manneska sem vissulega var þarna þú veist, hann var í Abu Ghraib í Írak, pyntaður þar og svo náttúrulega fer hann aftur heim til Sýrlands þarna þegar í raun og veru svona, þú veist, á þessum tíma þegar ISIS hann komin fyrir reyndar, en sem sagt hann í þessum, í raun og veru þessum Al-Qaida hugmyndafræði sem maður hélt að Bandaríkin væri í stríði gegn. Já. Í stríðir gegn hryðjuverki. Svona í seinni tíð komið upp svona hugmyndir að Al-Qaida og ISIS og Al-Nusra sem Al-Qaida armunni, sko hann líka þessi maður. Já. Hann náttúrulega var alveg, hann ábyrgur fyrir alveg hrottalegum sko hryllingi sem herfóringi og æðsti herfóringin og þá fer maður að hugsa
þetta allt leikur fyrir framan augun á okkur og ég sem búin mikið að vera að fylgjast með til dæmis eins og RÚV, það alveg frábærlega mainstream miðill og þú veist, ef maður allar að fá að vita hver bara svona sagan, hver narratímar sem verið að skapa í Bandaríkjunum með eitthvað, þá les maður RÚV og mér fannst þarna, þegar maður vissi ekki almennilega hvað var að gerast nokkru dögum áður að þá einhvern veginn sögð svona hjartnæm saga á hvernig því að hann breytist úr þessu mikla trúaröfga ofsamanni í það að verða svona mildur múslimi. Þetta er nefnilega svolítið merkilegt því að þetta var á BBC líka og þetta var á allir svona þessu stærstu meginstraum sko. Það er svona eins og hann hafa farið í sérstakt bara svona hvað er svona campaign. Já, það er líka eins og sé ákveðin svona óskikja þarna sé komin góðu maður sem muni bjarga þetta öllu og hérna. Já, kannski hjá fjölmiðlum en þeim sem einhvern veginn að manipulera og stýra atburðarásinni og þið munið alveg eftir þessu þegar þú veist, stríði og hryðjuverkum var það þurfti að ráðast inn í þú veist, Afganistan til að, þú veist, þið vitið hérna Operation Enduring Freedom eða hvað sem það var út af Al-Qaida var þar og höfðu sprengt týpur á turnana svo ráðist inn í Írak munið á upplognum forsendum þar náttúrulega Bandaríkin sem koma og alltaf frelsa Írak og það eru hafðar kosningar hann einhverjum 2 árum seinna eða 1,5 árum seinna og þá endaði með því að sunnitarnir og baþitarnir hans hérna Saddam Hussein, þeir eru kosnir frá, þeir aðilar eru settir í fangelsi munið Abu Ghraib, pyntaðir og Shia muslimarnir taka yfir sem eru vissulega meiri hluti svoleiðis að allt í einu einhvern veginn að því að sko það var farið inn í Írak og það virðist hafa verið sett bara engin hugsun hjá Bandaríkjunum þannig að allt í einu ertu komin í þeirra stöð að þú ert með alls konar hópa svo einhvern veginn hvenær byrja stríðið 2011 byrja stríðið í Sýrlandi þá eru þessir aðilar munið þegar ISIS kemur 2013 eða eitthvað svoleiðis að þá eru það aðilar úr fangelsum í Abu Ghraib og fleiri fangelsum sem búið að vera að pynta vegna þess að þau hafðu bara enga undankomuleið þessir aðilar flýja til síns heima í Írak og enda í Sýrlandi í stríðinu þar með allskens öfgahópum sem eru þar til staðar og einmitt auðvitað fagna maður það fyrir sýrlendinga og maður verður að gefa þeim smá færi að fagna því að þessi harðstjóri sé farin en ég meina það er ekki það að það get ekki verið 2 sannleikar í gangi einu þú veist það er ekki þar með sagt að þú tíma þegar arabíska vori var þið munið í staðin fyrir að fara að tala við þessa ólíku hópa í Sýrlandi þá náttúrulega skellt hann í lás og fór að drepa sína eigin borgara í einhverju svigrúmi og svona tómarúmi þá koma allir þessir íslamista hópar sem eru í hverju einasta arabalandi og muniði hver þjálfaði þeim og kom þeim saman í upphafi það var að sjálfsögðu Bandaríkjamenn í Afganistan til að berjast gegn í heilugu stríði gegn Sovjetmönnum og þar og mujahedínarnir en mujahedínarnir voru það founding fathers af því að það var hægt að nýta þessa trúarofstækismenn að sjálfsögðu á móti Sovjetmönnum svo safnaði saman hugsaðu ykkur þetta er árið 79-80 þarna í fyrsta skipti sem við söfnum saman sem svona bókstafstrúa fólki sem á móti sínu stjórnvöldum frá Pakistan, Indlandi, Indonésiu við Arabalöndin og þetta eru 35.000 mann sem eru svona fengnir í raun og veru með aðstoð frá Sátum og UAE og Bandaríkjamönnum til að koma að berjast að Ísla sniðu hugmynd þarna verður fólk náttúrulega svo rosalega radikalisera þetta er fólki sem snýr til síns heima 10 ára seinna og svo hlut af þessum stríðandi fylkingu sem enda í Sýrlandi. En það er sagt að það sem að sko eiginlega liggur einmitt baki þessari svona róttækni sem verður í röðum einmitt islamistana og jihadistana og þínlið. Það er náttúrulega eins og þegar maður verður sett til hann að sko, mér hefst alltaf svona persónuleg sagafólks líka alltaf áhugaverð en pabbi hans hafði verið í stjórnmálum á valdatíma föður Assad þessi fyrirnefndi sem að byrja 71 og hann hafði
Já, og hann hafði og hann hafði rakist bara í burtu og fyrst til ég man ekki hvort deilin fór Líbanon og Jórdaníu, svo reyndar að koma aftur, svo fór til Sádi-Arabíu og þar fæðist hann. En það þessi önnur uppreisn í raun og veru Palestínumanna og svo auðvita árásirnar og tvíburaturnana, innrásin í Írak og í raun og veru þá verður ISIS til þar í Írak og það ekki í raun og veru, þetta koma málaliðar hérna og þaðan en það sama, þeir líka taldið svona sjálfsbrottið. Þetta bara sko anspyrna gegn þessari innrás sem vissulega var líka ólögmætt og svo náttúrulega bara þriðjungar að Írak í höndum ISIS og hvað 2/3 Sýrlands í höndum ISIS og það sem mjög áhugavert núna, nú svo mikið ótti við það að það verði einhver svona valda tókstreita á milli svona ekki endilega stríðandi fylkinga en mismundi fylkinga sem hafa verið þarna uppreisnarsveitir gegn Assad og lagt undir sig mismundi landsvæði og þeirleikt og sérstaklega ISIS og og þá náttúrulega eins og fyrir utan náttúrulega loftárásir sem sagt Ísraels að þá voru Bandaríkin, þeir gerðu sko árás stuttu eftir að hann fór fram og alla leið sem sagt tekur Aleppo og fer svo alla leið til Damaskus að gera árásir á einhver 75 skotmörk inn í Sýrlandi sem allt eru talin vera ISIS skotmörk og ég minnskosti líka pínlítið svona á því að samkvæmt þeim heimildir sem maður hefur að þá hans sveit HTC studd af svona Tyrkjum dálítið mikið og menn að velta fyrir sér hvað svo með Kúrdana og þú veist og öll ástókstöðunar milli Tyrkja og Kúrda og þeim því að Kúrdanum verður telt fram í þessari byltingu sem bara svona fyrir góðum málum en samkvæmt því sem að ég svona var að kynna mér þá sem sagt eins og segi þá í raun og veru lætur hann þegar hann að losa sig undan Al-Qaida þá lætur hann vita hvar leiðtogarnir eru og það kemur ekkert á óvart núna að þú veist að hann sé eða einhverjir honum tengdir sé á bakvið það að vita hvar þessi svoköldu ISIS skopmörk eru það bandar ekki menn koma og svo koma Ísraelir og gera skotar á sér á alla þessi hernamannverki og eins og þú ert að segja að hverju ekki verið að mótmála því nú, þú veist, það virðist vera talsamband að á milli og Tyrkir, það var áður en hann kemur til sögunar og gerir þú veist þessa yfirtöku þarna á 2 vikum, greinlega rosalega vel skipulögð, gengur frekar friðsamlega fyrir sig, að þá Tyrkland búin að vera í heilmiklum díalóg við Assad forseta, bæði til þess að ræða sko örlög þessara 3 milljóna Sýrlendinga sem hérna innan landamærana og eins í samti við Kúrdana og nú virðist þeir vera bara, nú þeir bara komnir í, þú veist, nú þeir sem virðist vera í miklu sambandi við og styðja við þessa sveit, þarna HTS. En mér finnst sko, þú veist, gaman að heyri Magnea vegna þess að ég var ekki búin að kynna mér svona hans persónu eða neitt sko, en þetta minnir mig svo á, þetta svo, fyrir ekki nájuna, en þetta svo mikið playbook, maður hefur séð þetta allt áður, allt í einhverju manneska sem svona, einhvern veginn kemur endur skapaður og talar eitthvað svona á einhverjum vestrænum nótum, hann talar minnihlutahópa, að þeir séu einhvern veginn, hann talar eins og við viljum, þetta eitthvað svona það eins og, þú veist, þetta ekki bara manneska sem hefur verið, þú veist, þetta ekki bara einhver aðili sem hefur verið að vinna með Bandaríkjunum allavega ykkur ár og þetta eins og þetta sé orkestreit, þetta eins og þetta sé búin að vera í sambandi við hann örglega í áratugu eða eitthvað. Já, það getur verið, ég ætla bara aðeins að koma með muniði hvað hann Al-Maliki sem var einhver uppdubbaður fósiti í Írak sem var hérna frá 2000 ég man ekki, var heil lengi fósiti. Þetta var einhver manneska sem hafði verið rosalega lítil tengst við sitt land, svo allt í hennu kemur hann einhvern veginn og á að sameina alla manneska sem hefur alltaf búið í Írak, svo leiðis að ég veit það ekki, allavega sko myndi svona arabísku vini mínir einhvern veginn vera nokkuð viss það er vera allir í þessu einhvern veginn sko, þetta sé eitthvað skonar að því þið sjáuð, þú veist, eru við að fara að trúa því, eða þú veist, þetta ekki svolítið skrítið að Al-Qaida sem var vondu og við vorum öll hérna í stríði gegn hryðjuverkum og það búið að rústa arabaheiminum út af þessu. Ég meina þetta varði, þú veist, Afganistan frá 2001 til 2021 í raun og veru. Þið vitið, það búið að rústa öllum þessum löndum og
og þið viti allt í henni eitthvað neginn svona rúfarð að tala vel einhvern Al-Qaida aðila og þetta eitthvað bóið þurrkan af hryðjuverkalistanum og þá $10,000 á sko einhvern veginn og það segir manna líka þú veist hvernig við að hata þú veist, hver vondikallinn þú veist svona pínu og það sem við höfum náttúrulega fengið núna að þú veist eins og bara okkar ríkisstjórn og svona þið vestrana það hefur verið þetta Axis of Resistance hvað segir við, saminu hvað kallum við Axis of Resistance bara svona andspyrnu hreyfingin og hún hefur eins og þú veist Öxul hins illa hefur verið ég meina sem dæmigert og þetta náttúrulega sko og líka sko það sem við erum náttúrulega ekki að fara í sko í raun og veru sátar og saminuðu furstadæmin og svona af því þetta tengist alltaf yfirleitt einhverjum viðskiptum með einhverjar olíu eða gasleiðslur þetta tengist einhverjum hrikalegum vopnakaupum, þið vitið þetta alltaf eitthvað svona svakalega á móti sko hann á bakvið það er eins og í Sýrlandi ég meina núna þegar forsetinn farin og forsetinn sem vissulega gerir sitt besta í að þjóðnýta olíulindirnar, núna eru þær bara svona, svo ég sletti up for grabs. Já, en ég meina þar eru líka á Kúrdasvæðunum þannig í austurhlutanum þar sem þegar þú veist, þeir eru þegar með viðskiptum og olíu við Tyrkina. Hann raki rauninu verið sína líka ríkisstjórn þessi í Ídlib á olíu og sem hann seldi til Tyrklands. Ólulega til Tyrklands, Svo það mitt, þegar margir þessar að hópa fjármagna sína starfsemi með ólulegri olíusölu eða ólulegri, núna í sambandi við svona alþjóðasamfélagi einmitt, sko, þetta svo barnalegt, naíft. Þetta nefnilega naíft. Það eru fullt aðilum á bakvið svo núna einmitt kemur það í fréttum einmitt að Bandaríkin og Bretar eru íhuga það að taka það af hryðjuverkalistunum. ESB er búin að gefa út yfirlýsingar þess efnis að þeir nú sé búið að segja að lýsa ákveðnum hlutum yfir eins og vernd minnihlutahópa og það yfir að kosningar og því lit en þeir ætla aðeins að bíða til að sjá hvort það verður hverja emdirna verða og þannig að en Sameinuðu þjóðirnar og eru búin að tala um það að það skiptir mjög miklu máli að líka að réttlætinu áfram ganga og ég meina hver eru náttúrulega, hann er náttúrulega þessi uppreisnarleitur. Ég meina bara hvað réttlæti og hvert réttlæti og fyrir hvern? Já, nákvæmlega. Það er einmitt svolítið, það er ekki alveg hægt að sjá. Svo er þessar með þessar efnahagsþvinganir og svo þessi orðaskipti og þetta samband sem að einhvern veginn hefur núna verið á milli Ísraels finnst mér og þessar sveita, þessar leiðtoga og Bandaríkjanna. Þannig að þú veist, maður er náttúrulega komin pínuleitið dálítið þangað að maður heldur að það sé svona margt undir yfirborðinu sem maður veit ekki alveg hvað er. Til þess að grafa undan Íran. En svo líka, ef maður fer alveg í svona kenningar og þú veist, hann var í Abu Ghraib fyrir 2006 og svo er hún sleppt og haldið eftir 5 ár. Hann fer og stofnar Al-Nusra front, Al-Qaida. Sem voru moderate muslims. Þetta er bandarísfangis Abu Ghraib. Síðan er það þannig að það var verið að halda því fram að hann, sko, það er 10 milljónir bandaríkjadala setta til höfuðs honum. Hann hins vegar, bandarísk stjórnvöld skuldarum hins vegar, sko, 100 milljónir bandaríkjadollara út af því hann hafi látið á vita svo marga leiðtoga Al-Qaida sem þið drápi í Sýrlandi. Og síðan náttúrulega núna eru koma bandaríska flauga bara tilbúnar og skjóta á ISIS skotmörk. Ég meina þetta er allt og vel skipulagt einhvern veginn. Hann var hann í fangelsi sem var undir stjórn Bandaríkjamanna. Hver veit nema þetta sé eitthvað svona langtíma plan að hann fyrsta lagi aðstóði Bandaríkin að uppræta Al-Qaida. Síðan stofnar hann sína eigin sveit. Ég meina hann saminar þarna, hann er með stuðning sko svona sem að meðan kemur fram í því að það er ekki verið að fordama þessar árásir eins og frá Ísrael inn í landinu. Ég veit það ekki, þú veist, stundum þá náttúrulega bara fer maður alveg þangað að hugsa að þetta það hefur komið svo oft í ljós að þetta eru, þessar vildu samsæriskenningar hafa oft bara mikla stóð í raunveruleikunum og koma í ljós seinna meir. En ég er náttúrulega líka búin að vera að fylgjast með þessu svona frá Gulflöndunum og það er áhugavert að sjá að Assad hefur verið núna að fá svona einhvers konar svona hann endurkomu til þeirra landa og hefur verið lofað stuðningur og alls konar einhvern veginn verið svoleiðis að margir segja að þetta gæti, sko, Trump er að koma núna
Þú veist, það eru að breytast, hann hefur minni hann minna stemtu fyrir stríðinu hjá Rússum, við Úkraínu, þú veist þetta, Íran ekki stuði lengur, eins og þú sagðir, sko, Íranir, þeir geta ekki eins og lengur sendt vopn yfir til Hizbollah og þá þeirra svona armur, þeirra stríðsarmur svona út á við, búin að laska svo rosalega mikið, svo það gott fyrir Íran að komast út á þessum tímapunkti. En svo reyndar það eitthvað fréttir af þessum drónum þarna yfir Bandaríkjunum sem eru af einhverjum samsæriskenningasmiðum tengdar Íran og einhverju stóru móðurskipi sem vera þarna út einhvers staðar fyrir ströndum Kaliforníu eða eitthvað, ég veit ekki. Já. En þeir hafa náttúrulega Bandaríkjamenn hafa þráð að ráðast á Íran sko síðustu 30 árin. Það hefur verið endur tekin og ástæðan kannski akkur það hafa ekki gert það fyrra því að það hefði verið óðsmannsæði út af þessum leppum þeirra og í Jemen og svona, en það eru margir sem segja hjá mér að núna verið að býða eftir að Trump til þess að hafa friðar, samkomulag, ekki friðarsamkomulag, heldur ceasefire í Gaza, að það verði bara fyrst á dagskrá sko, svo búið að koma, það verið að koma friði í Sýrlandi á einhverjum metraða sem hefur ekki þurft aðeins að hafa þetta lengur til þess að samfara mann. Þetta svo bíómynd. Ég meina þetta bara, þetta þannig, sko. Getur ekki verið, svo leiðis að það einhverja rosalega hrókeringar í gangi í alþjóðasamfélagi. En það greinlegt að það, sko, með þessa árás, alveg sem Hamas árásana, að hún rosalega vel skipulögð leið og tækifæri gefst til með Rússland í upptekið í Úkraínu og náttúrulega Íran og Hezbollah og árásir Ísraels og allt þetta, það bara koma og bara og ná þessu 1, 2, 3 og æla án allra náttúrulega Sýrlands samfélag var náttúrulega gífulega að laska líka, alveg rosalega veikt og allir þessi stjórnarhermenn bara í raun og veru gefast upp 1, 2, 3 og fá ekki laun eða neitt. En svo líka sko í sambandi út að fólk hefur tengt þetta svo mikið við tímasetninguna, en þú veist, það oft tala þetta séu svona sofandi sellur og allt tilbúð, svo bara kemur rétta tækjafæri, rétti viðburðinin, þá lætur þetta skara skríða og ég held líka að það hefur ekki verið talað embættistöku Trump í þessu sambandi, en ég held að hún bara skipti líka heilmiklu máli, bara upp á það að fólk getur séð fyrir sér það verði bara jafnvel samkomulag milli Sýrlands og Ísrael gagnkvæma viðurkenningu og einhvers konar normaliseringu eins og hina, en þetta verður því miður, þetta verður alltaf kostnað Palestínu. Ég hef ekki, núna held ég að staða Palestínu sé bara rosalega veik og ekki síst eftir að Trump kom til valda, það var hann sem viðurkenndu, þú veist, sko innlimun Ísraels á Gólanhæðum og Jerúsalem væri höfuðborg Ísraels og það var hann sem að gaf bara Hamas fingurinn þegar þeir voru að reyna að vera með einhverja tilslaganir og á sínu tíma í fyrri embættistökans og komast að þessu ferli sem að í raun og veru var síðan aðdragandinn að Hamas árásunum og búin að sprengja það bara ég veit ekki hvert sko, ég held bara En ég meina möguleiki þetta haldi bara áfram, ég meina sátarnir voru náttúrulega eina ástæðum akkur þið litið til skara skríða sagt að Hamas 7. október í fyrra einmitt að því að Sáti var það bilað að skrifa undir eða bara klára þetta samkomulag semja samkomulagi sem að þeir þorði létu Sameinuðu fyrsta dæmin og Bahrein gera áður svona til að testa það og til að prófa hvernig það myndi virka en þið sjá að þeir hafa ekki breytt þessum samkomulögum, ég meina þetta ennþá í gangi þessi 4 lönd, það friðarsamkomulag við Jórdaníu, það við Egyptaland, ef að Sýrland bætist við, ég meina hvað vonast, hver hugmyndin þá, hvað ertu þá að þú ætlar algjörlega nýða Palestínumönnum skóginn, þú kemur þeim inn í, þú veist hvað ætla þeirra, að því að Abrahams samkomulagið virðist ekki virka þarna með að koma Palestínumönnum yfir á Sínæskagan og þeir munið að koma þarna sem Abraham samkomulagið, koma einhverju
einhverju brú eða göngum á milli Vesturbakkans og Gaza. Nú er verið að byggja upp allar sína skagan með Bedúina Tribal Unioninu sem var stofnað bara hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan. Akkurat, svoleiðis að það er ekki að fara að virka, en það er spurning hvort að þetta plan eigi bara núna, í einhverju fyrringu, einhverju stjórnmálamann í Bandaríkjunum og Ísrael, halda þið virkilega að þau geti bara staðið þjóðarmorðum á Palestínu og núna bara í 1,5 ár sem að þau geta, sem við sjáum bara að þau verðast geta. Og hvað? Eru þau að fara að belgja út? Þau eru náttúrulega nú þegar að taka við Gólanhæðirnar, mun meiri landsvæðin áður. Og stóran hluta Vesturbakkans. Og munu aldrei skilja það sem að 67 sem þau tóku 67. Þú veist, maður er bara að hugsa hvernig sjáu þau þetta fyrir sér til framtíðar? Svo líka nú berast fréttir af Vesturbakkanum einmitt, þar sem að palestínst fólk þurfti út á götur og vopnað og krafðist þess að Abbas myndi segja sér. Og þannig að það er ferðið að beina vopnunum inn og við, eins og palestínsku vinni mínir segja, bara af hverju eru þeir að beina vopnunum í vitlaus átt? Einmitt. En það er náttúrulega líka bara einmitt, þeir skilja hvers vegna Abbas þykir óhæfur í þessu einmitt, en það sé kannski bara ekki tímabært einhvern veginn að fara í einhverju svona naflaskoðun þegar þetta er allt í gangi. Nei. Akkurat. En ég veit ekki, eins og segi, ég mann finnst bara alveg, þú veist, það er rosalega erfitt að skilja að hverju Ísraelsmenn komast upp með þetta þjóðamorð sem er í gangi og líka bara almennt, þú veist, þennan skepnuskap. Ég meina, nú er maður í tengslu við fólk á Gaza, fólk þeir komi í veg fyrir það að sé hægt að flytja inn vatnsheld tjöld. Þannig að fólk að búa í í tjöldum sem að halda ekki vatni og vakna bara upp í einhverjum pollum og eitt tjald á markaðinu kostar svona 4 shekels sem er svona 155.000 íslenskar og þau halda ekki einu svona vatni. Og ég var í sambandi við mannsku sem að vinnur þarna og hún sagði bara að þetta er út af því að Ísrael kemur í veg fyrir að við getum flutt inn tjöld. Og þetta er einhvern veginn, þetta er látið viðgangast og þetta er, eins og segi, ég meina, mér finnst ekkert annað einhvern veginn í stöðunni en að þetta verður bara allt tekið yfir og það verður bara svona einhver enkleifs palestínumanna þar sem að þeir búa eins og þeir hafa þetta alltaf gert sem áfram eins og einhver annars flokks íbúar og það verði, eins og segi, bara markmið sé bara að reyna að gera lífið svo óbarlegt að þeim vilji bara helst ekki búa þarna þó að það muni þetta ekki gerast. En svo komast þau ekki einu svona í burt. En þau komast ekki einu svona í burt og núna náttúrulega staða palestínumanna auðvitað í Líbanon orðið miklu verri og þú veist Sýrlandi líka út af því sem er að gerast þar. En maður velti fyrir sig líka að því að þú veist, maður er náttúrulega búin að fylgjast með þessu frá upphaf og líka sérstaklega hef ég verið að skoða svona hvað þessir arabaleiðtogar er að segja málið og það verðist bara vera að segja en saga. Allir eru við stöndum með Palestínu, loksins þurftur að segja það eftir að þessar þjáningar hófust en voru búin að svona einhvern veginn að fara að fjarlægast Palestínu með tímanum en eftir 7. október þá bara eru þau stjórnvöld með Palestínu gera samt ekki nokkuð skapaðar hlut til þess að styðja Palestínu raun nema að tala. Þannig að maður velti fyrir sér og það sem hefur breyst sannarlega miðausturlöndu sem er í raun og veru magnað að hafa fylgst með, það er fólk er ekki hrætt að tjá sig. Þannig að þeir sjá eins og Sádi-Arabía sem er svo gott mál sem er búin að vera að vinna í þessum normalization að gera eðlileg samskipti við Ísrael. Ég meina bara þurfti að hætta við eða allavega þykjast hætta við bara út af hræðslu við sitt fólk og fólk bara og þessi sniðgöngu hreyfing, það er bara búið að loka fullt af einhverjum Starbucks og McDonald's í Kuwait og víða og þetta hefur bara verið, fólkið hefur virkilega verið að tjá sig og algjörlega með Palestínarabum og það sem eitt annað sem ég hefði mjög gaman að svona skoða dýpra er að því að út af því að sem sagt the axis of the resistance þannig að móti andspyrnur hreyfingin sem sagt hefur verið að öðla svo mikil vinsaldir sem eru mjög svona, það er búið að náttúrulega fýra upp hatur á milli og sunni og shia í svo opaslega mörg ár en einhvern veginn á þessu ári plus hafa
sunni muslimar út allan heim bara sagt, einu sem standa með Palestínu eru shia muslimar. Þannig að ég að velta því fyrir mér sko einhvern veginn núna þú veist, hvort þetta geti bara þessi sko kannski einfalda sýn þessara gríðarlega sturluðu aðila sem að ráða ríkjum í Ísrael og Bandaríkjunum, hvort að þau séu bara algjörlega vanmeta þennan þátt. Ég efast að þau sem sagt, einu sinni leiðtogarnir gera sér almennilega grein fyrir hvað fólkið er brjálað. Út í stjórnvöld og hvað þetta er. Kannski einhver von þar. Ég meina maður svona sko, já, og eins og í Egyptalandi, ég meina í Egyptalandi það er svona tilfinning, mín tilfinning að í Egyptalandi hafi verið, þar stendur fólkið með Palestínu og það er bara engin spurning. Og það var hætti mjög lengi vel. Sem að það ég búin að lesa mjög mikið hvernig einhvern veginn svona Palestínar bara þeir vilja aldrei semja, þeir eru alltaf að berjast innbyrðis, verðum við ekki bara að gleyma þeim, bla bla bla, eitthvað svona svakalega nýfrjálshyggju, eitthvað svona alþjóða samstarfi og svo erfitt fyrir okkur að vinna með Bandaríkjunum. Við getum ekki verið án Bandaríkjunum, við verðum að vera í þessu, þú veist, í þessu bandalagi, ekki hinu. En ég held að fólk, þú veist, ok, þá að gerast kannski strax, en þá held ég að fólk muni ekki, þú veist, þetta er svo grunnsamlegt, þetta leikrit sem virðist verið í gangi núna, þetta er of grunnsalegt og fólki bara lætur ekkert plata sér lengur. Nei, en það líka svona þegar stór viðburðir eiga sér stað í veröldar, bara í veröldinni, þá eins og til dæmis bara á Sýrlandi eða ég meina bara forsetaskiptin og ég meina það var þetta morð þarna á þessum heilbrigðis tryggingasölumanni og í hvert einasta skipti sem að einhver svona atburður, svona skekur meginströms fjölmiðlana, þá ráðast Ísraelar inn af sko aukinu hörku inn á Gaza og þeir jafna stærri hluta við jörðu og nú talað að ég meina það muni taka 15-20 ár bara að hreinsa upp það sem er búið að eyðileggja það er búið að rústa öllu og ég meina það er bara búið að myrða alla. Þetta einhvern veginn það voru mjög sorglega fréttir sem maður sá í morgun, það var þarna Afi Rím sem varð einhvern veginn svona ein af þessum hetjum bara úr þessu stríði. Hann var sprengtur í nótt og dó, lést yndislegur þú veist, og þetta svona einhvern veginn svona turnin hreinlega sem fellur einhvern veginn og maður situr bara og maður fylgist með og bara klípur sig hreinlega yfir því en ég meina hvað, hafið þið trúað í til dæmis að ný ríkisstjórn á Íslandi eftir að gera eitthvað og sjáu þið fyrir ykkur að það muni koma einhver stjórn sem að muni ég veit ekki, hrist upp hlutunum óska eftir einhverju samtali farið ég vel í samstarf með Norðurlandaþjóðunum? Ég held að það geti alveg gerst ef að þessi sem að semja núna og komast í stjórn saman þá geti ég alveg trúið því að það verði eins og hvað? Myndir þú halda? Að samstöfi Norrlöndinu viðskiptaþinganir og ég veit ekki, ég slíti á stjórnmálssambandi virðist vera, þú veist, það síðast einhvern veginn sem að fólk til að gera nú en náttúrulega Ísraelsmenn farnir að slíta stjórnmálssambandi eins og Írland. Sko við Írland, við býðum bara eftir að þeir gera slítið saman. Þeir náttúrulega gera þetta alltaf, sko, að skapa fordæmi, þú veist, ok, þið komið ekki nógu vel fram við okkur, þá slítum við bara. Þeir eru alveg alltaf fyrsti til að slíta stjórnmálssambandi á meðan að Vesturlanda ríki veigra sig við öllu svoleiðis, þeir sjöast einskis, þeir gera þetta bara leið. En málið er að alveg svo þeir lifa sér tala þú veist, Harets þjóðamorð og ekki okkar einmiðlar og þetta er alveg svona en núna, sko, það sem mér finnst dálítið óþægilegt í þessu öllu saman að, jú, við erum með 2 dómstóla, alþjóða sakamáladómstólinn sem er búin að gefa eftir 6 mánuði gáður út handtökuskipun á Netanyahu og auðvitað Dave leiðtoga Hamas og varnarmálaráðherra Ísraels og svo erum við með alþjóða dómstólinn í Haag sem er auðvitað Suður-Afríka búin að gefa út ákæru og sko núna finnst mér sko það sem mér finnst óþægilegt er að þetta er í gangi og þetta er svona pínlítið sko eins og í öðrum svona
látum bara dómstólinn þetta. Veist, það eins og stjórnmálmenninni þessu pínulítið að fyrra sig ábyrgð á því að bara hreinlega þá grípa til viðskiptaþengjana, slíta stjórnmálsambandi til þess að koma í veg fyrir það sem að þykir að öllum líkindum vera þjóðmorð samkvæmt þessum dómstólum vegna þess að dómstólarnir að rannsaka máli og þeir þurfa bara að vinna vinnuna sína en samt búið að gefa út til ríkja að þau verði að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir að þetta gerist. Það bara okkar skylda í þjóðamorði. Opna fyrir mannúðarstöð, hættasela, opna þínlít. En svo bara, einhvern veginn, þetta látið viðgangast og mér finnst það mjög óþægilegt og mér finnst það bara mjög óhugulegt í raun og veru að það náist ekki samstæða að stöðva þetta. Já, og það einhvern veginn þetta engin vilji til þess að segja kvóta fólk einu sinni þannig úr þessum heimsluta. Og Ísraelsmenn eru náttúrulega þeir eru að uppdræta Hamas og með öllum þeim fórnarkostnaði sem því fylgir, það bara þú veist, að drepa svona já og nei, ég meina nú bara heimsbyggðin svona allavega stór hlutan orðin að Hamas sem andspyrnurhreyfingin og svo þeir fóru líka hart gegn Hezbollah og miklu lengur en nokkuð maður gert og landin í landi og gerðu árásir á Beirút en hröðlust burt af því að þeir höfðu ekkert í Hezbollah get ekki landstríð það er nefnilega málið. En þannig að þeir eru bara þarna og eins og segi, þetta er það sem þeir komast upp með. En þú veist, eins og maður sér svona heyrir í svona arabísku podcastum frá Arabalöndunum og svona, að það einhvern veginn svona, minnst bara einhvern veginn gegnugangandi þetta, ok, nú vitum við það. Við erum ekki manneskjur til jafns við hvíta fólkið. Við erum þau líta niður á okkur, finnst við ekki okkar lífi ekki mikils virði og ég meina, getur maður sagt eitthvað á móti því? Nei bara alls ekki. Og svoleiðis að þessi vissa, einhvern veginn, og þessi vissa er komin inn í mig. Þetta snýst náttúrulega bara að þú fyrirlítur ákveðin hóp, það má drepa hann smá því hann hættulegur, það bara búin að heila þú okkur með bara einhvern veginn Hollywood og svoleiðis að við okkur, þegar við erum að ræða kannski við, en fólk á einhverjum tæknilegum forsendum, þið veit eins og við segjum ok, þeir eru að bíða eftir dómstólum á meðan hver heilvita manneska sér að það er þjóðamorð bara sjá það bara í símanu sínum og þetta gera það nefnilega grínað að það sé verið einhvern veginn með einhverja mælistikku á meðan það er verið að bara sprengja fólk í tætlur og það ég er að vonast til að svoleiðis líka fólk, það er þetta sem ég var að segja ykkur með einu sem stiði okkur eru shíat muslimanir, segja sunni muslimanir fólk allstaðar að finnst þetta bara að hafa skýrst fullkomlega og annars ég ætla að segja með að því varst að tala að ríkisstjórnina gæti eitthvað breyst ég held að þyrfti að koma eitthvað mikið til eins og til dæmis þú veist þá bara gaggerð dómur frá alþjóðadómstólnum skilur til þess að þau þori vegna þess að mér fannst samfylkingi tala að mjög veikum mætti ástandi í Palestínu og Ísrael bara ekkert, ég heyrði aldrei múkk frá Viðreisn flokkur fólksins bara auðvitað ekki en ég meina svoleiðis að og mér varst mjög fyndið þeim þegar við vorum á fundið þess að fyrir kostningar í Tjarnabíói Ísland-Palestínu að þá töluðu þessir flokkar bara Viðreisnins og þeir hafi alltaf vitað sannleikan. Maður har aldrei heyrtu koma fram með nokkuð skapaðan hlut til að styðja Palestínu í þjóðarmorði. Þegar Sigurður Ingi slóum sig í sjónvarpssalgjum og það var ofboðslega gott að heyra hann segja það. Það var ekki það. Þetta hefur einhvern stóðurinn einu raunverulegur. Þetta sé að ruggla okkur rosalega í rýminu. En líka það er svona ein þingsályktun sem að náðist að semja og saminast eftir að það var búið að neita því að við værum á þessari fyrstu ályktun allsherjar þings Sameinuðu þjóðanna og þetta kom að tafaleis mann og hlé og þá var þetta gert og svo náttúrulega líka þetta að flokkarnir
það er auðvitað sterkar eða þið geta saminast einhverja yfirlýsingu þeir hafa verið þá að segja eitthvað svona, hver í sínu hotni og svo, við myndum gera eitthvað ef við værum með fleirum og það finnst mér svo skrítið vegna þess að Ísland til dæmis var fyrsta rík til þess að við kenna sjálfstæði Eystrasaltsríkina þegar þau fóru fram í óþökkir en yfir allra allir hræddir hvað gerir Rússland og svo, en þau komu snjóboltanum á stað og eftir fylgdu alveg fjöldin og þeir eru rosalega stolt af þessu já, en ég meina af hverju þurfum við síðan allt í einu að bíða alltaf eftir hinum Norðurlöndunum og það mun ekki hafa neinn áhrif að Íslandi er eitthvað annað og eru Norðurlöndin ég sagði það bara það er nefnilega málið eru Norðurlöndin eitthvað svona þau eru ekki eins og samstiga en ég hugsaði ofta hvað hugsi ykkur ef að Katrín Jakobsdóttir hefði bara ekki tekið þetta í mál af því að við vitum að hún er kona sem heldur með Palestínu og allt að gerst. Hugsa ykkur ef hún hafði bara slitið stjórnmálasambandi á til dæmis þessum tímapunkti sem að við sátum hjá í aðalgreiðslu í alþjóðaráðinu. Hugsa ykkur, hún sæti, þetta er svolítið erfitt fyrst, en hún sæti alþjóðlega með tímanum að því að ég trú ekki annað en að sannleikurinn komi ljós og þetta verið þjóðamorð, þá sæti hún upp sem algjör hetja. Ekki nóg með það heldur að því að og bara svona, við þurfum átt okkur að því að þeir verða svolítið til saka hreinlega, sem að tóku þáttið að greiddu leið Ísraela akkurat. Nei, en ég meina ég bara að segja þetta er, ég er að segja bara að stundum, þú veist, akkur fattar fólk ekki bara breyta rétt þú hlýtur að sjá það en þú ert auðvitað með alls konar og ég meina auðvitað er allir að útskýra fyrir en Guðrún, þú veist, þú varst að halda flokknum, þú ert að stjórna, bla 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 allt tæknilegt, en sumt er bara rétt og hugsa ykkur hvað hún hefði stað uppi með pálmann í höndunum ég meina þetta er raun og vera algjör synd hún hefði allavega verið með mennskuna með sér eitthvað akkurat, og þetta er algjör synd, þú veist Já, og líka Guðrún Margrét og Magnea, ég verða að stoppa ykkur við þurfum að hleypa hér að næstu gestum það er þetta líf á fjör við rauðaborðið hér sem endra nær þakka ykkur kærlega fyrir kominuna, það er alltaf svo óbúrslega fróðulegt þegar þetta hafsjór og ég fæ nú bara að fá ykkur til mín aftur eitthvað tíman eftir áramótin og þá vonandi þá bara með betri fréttir Takk fyrir Kæra þakkir og ég bið ykkur hlustendur um að hingra augnablik því að það er meira hérna handan við hornið. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin á ljóðadjammið við rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komin 3 ljóðskáld. Góð ljóðskáld, það er Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld og dansari, Halla Þórðardóttir dansari og ljóðskáld og Þórunn Valdimarsdóttir ljóðskáld og dansari og sakfræðingur og rithöfundur. Þeir eru nú með svona ýmsa titla. En að því að þetta eru hérna svona Hvað er íslenska orðið við blind date? Svona óvissu stefnumót eða hvað heitir það? Blind stefnumót? Já, eða bara blind date. Blind date á íslensku, já, hérna við rauðaborðið svona óvissu stefnumót ljóðskálda og við fórum samt að pæli hvað þið ættu sameiginlegt annað en að vera nýbúin að gefa út fallegar ljóðabækur, að það væri þessi dans, að því þú ert dansari raunverulega, já, það er þitt raunverulega, já, það er þitt fag en þið hinn eruð kannski einhver síðri sem dansarar. Jú. Allt öðru sér dansarar. Já, það er heilmikið dans í þessari bók sem ég var að gefa út og það lest 2 línur af kápunni. Ég söng fyrir þig í sturtunni, dansaði og söng. Og ég hef stundum sagt að struktúrinn í bókinni má á einhvern hátt túlka sem ringdans, þar sem að ljóðin haldast í hendur og stigadans. Það er flott. Svo ég bara þegar maður koma líka sem ritstjóri tímarits sem eiginlega ekki nógu margir vita tímaritið Són.
Já, þá ég reyndar ekki ritstjóri, ég formaður útgáfustjórnari eða stjórnar félagsins sem gefur þetta tímarit út, það hefur komið út í 22 ár, þetta hefti 22 og þetta, það gefið út af ófræði félaginu Bofn sem félag áhuga fólks skáldskaparfræði og ljóðlist og stefnan það eina stefna þess félags að halda málþing ófræði og skáldskap og gefa út þetta tímarit sem að snýst fjallar ljóðlist, skáldskap og það eru bæði ritrýndar greinar í þessu fornan og nýjan skáldskap. Mikið af ljóðum og sumt að birtast hér sem að ég fullir það myndi hvergi fá aðgang annars staðar en mjög athyglisvert. Og síðan sem að nú við auglýsum mest núna á síðustu árum hefur verið reynt að auka umfjöllunum nýútkomna ljóðabækur og ég held að séu hátt í 30 ritdómar í þessu hefti og vonandi verða þeir fleiri á næsta ári en stefnan í heildina að reyna að vekja aftur til lífsins einhverja bókmennta umræðu hérna á Íslandi sem að hefur aðeins stofnað á seinni árum en full þörf á að fara eftir í ganga því að við sem höfum áhuga á þessu við viljum sífellt alla daga dag út og dag inn tala ljóð og ekkert annað. Já, en líka bara almenn bókmenntaumfjöllun náttúrulega orðin svolítið bara lítil en þó einhver, en mér fannst svo alveg merkilegt að sjá þarna í lok þessa heftis sem sagt umsagnir eiginlega bara allar nýútkomnar ekki allar, en allavega mjög stóra hluta nýútkominna ljóðabóka. Já, sko, ég veit ekki alveg hvað kom át margar ljóðabækur í ár, en í fyrra var hátt í 90. Þannig að það nú erfitt að ná því öllu, sko, og það mikið ennþá sem að liggur komast ekki hér inn, sko, en þetta byrjun og við höldum þessu áfram, sko. Og svo náttúrulega geta þess að ritstjóri þessa tímarits Sofía Auður Birgisdóttir og stýrið sem miklu glans tók við í fyrra með sitt fyrsta hefti og það skemmtilega að hún tók upp þá nýbereitni að hafa forsíðumynd hvers heftis alltaf eftir skáld sem líka myndlistamæður og það vill svo skemmtilega til að á hefti ársins mynd eftir myndlistarkonuna Þórunni Valdimarsdóttir skáldi sem að situr hérna. En skemmtilegt. Gaman að því. Vá, falleg mynd. Já, falleg alveg bara einstaklega flott. Það vill reynda svo til að ég með þessa mynd upp og vekka hjá mér og aðra eftir hana sem margir þekkja alveg óborganleg sem myndin hennar af Sleipni sem leið einhvers svona táknind skáldskapar eins segi ég alltaf. Já, ég líka með hann upp á vekk hjá mér. Svona, það gæðamerki líklega, eða svona það gott að happa fengur að vera með hana upp á vekk hjá sér. Ert þú með hann upp á vekk hjá þér? Nei, ég þekka reynilega bæta úr því. Já, en vissir þú tímaritið Són, sko, hefur þú séð til umsökunum þína bók þar? Ég var að sjá hana bara núna hérna fyrir framann. Já, hugsa sér. Við hefum til að koma hérna inn. Ég vissi af þessu tímariti bara núna í haust og í gegnum vin minn sem að skrifaði einhverjum umfyllurnir þarna inn, hann Þorvald. Já. Ég frétta af þessu í gegnum hann. En svo bara þurfa fleiri að heyra af þessu og við ætlum að reyna að fara í svolítið áttak eftir áramótin og í byrjun næsta árs að reyna að auglýsa þetta betur og fá fleiri til liðs við okkur og það vantar að senda í Eymundsson. Já, kynningadeildin hjá okkur kannski, sko þetta svo óbúslega metnaðfullt og þetta maður lítur bara öll þessi ár 20, þetta enginn smávegis magn af vönduðum og flottum skrifum hann í þessu, en það er kannski eins og það sé aðeins minna púslagt í markaðssetningu og
Það reyndar við lendum í skemmtilegum vandræðum núna í haust, sko. Þess vegna vantar þetta Eymundsson að það bara var svo mikil eftirspurn að það kláraðist. Þurfti að fara í prenta fleiri eintök og þau eru að detta inn núna bara í þessari viku. Og það nú gaman þegar maður lendir í svoleiðis. Það svona einhver ljóða stemning búin að vera á landinu í nokkur ár, það ekki, má segja? Eða nokkur aldur kannski. Já, og ánægilegt að fólki fara að yrkja alls konar ljóð, líka hefðbundið og út í nýja bragarhætti og það miklu frjálsara, það var svo mikið snobb, allir þurfti að gera eitthvað ljóð og ég var svo glöð þegar maður sá að það voru að trukkast upp hérna virðulegi menn og hann held þetta út og þá var hann eldi hérna allan tíman og Valdimar Þórsson að sko bara alltaf fleiri og fleiri fóra líka því að þetta svo ótrúlega rytmist og merkilegt hefðbundna kvæðaformið okkar. Já, kveða, þetta átti alltaf að vera auðvitað sungið. Já. Kveðið. Sko, mér langar mjög mikið til að biðja ykkur að lesa ef þeir eru til í það, sko. Lesa fyrir hlustendur og áhorfendur svona inn að því við erum nú aðventunni. Ekkert endilega eitthvað jólalegt en ég veit að hérna þú Þórunn ert með dálítið Grýlu sirpu. Viltu heyra Grýlu ljóð? Væru til ég að byrja því og svo hérna langar með að biðja ykkur líka að segja okkur bara svona aðeins frá bókunum ykkar. Kannski. Ég líka með alls konar atómljóð en það brösti gegn hérna ritminn að því ég átti ömmu sem talaði kvæðum og kom böndur Undafirði og talaði bara í kvæðskap og líka hafamál smá og svona þannig að þetta fór svo inn í mig pínu litla og svo í afríska dansinum þá líka ritmi sem bara sá sami og í kveðan og í hefðbundum kveðskap og þá vaknaði líka sko gamli ritmin íslenski og svo var ég alltaf að rekja systkini mín með Grýlu og ég var líka lék Grýlu og leik upp á Róló undir hérna rennibrautinni og þannig að ég var alltaf heillast að skessum og þannig að þetta er svona samstöðuljóð með skessu kvæði og þetta hefðbundið heitir skessuríma og ég mæli fyrir munn skessunar. Skessuríma frekjast fram miðjumóð það mikið skróð mussu, klessu, frussu, svoð nammi, namm og krossa kram kingi, pingi, klaufa, dram Laufa líkur lánu fljótt, skipast veður, skipast skjótt, lingið á sinn laufa bing, mín tunga mikið sling, mullið mjúkt í ljóða gring. Suppu, kruppu, krakka, krútt, kondað éta barnið mjúkt, mild mjöðm og glætan gleið, á beinum smám eig hvoftin meið, mikið syngja ljótt, þeir svörtu á hólum. Ljót læðan lofti í, löngum syngur hí, hí, hí. Blóð í vikum vætlar nóg, hó, hó, hó og svarta snjó, sósan sæt úr drullum ó. Ég í nótt einn mætan mann, hafsur liði heiti hann, feitur nóg og frussu fól, feikir grenji mitt ból, kyrr mjúkt fær ósjúkt mitt magaskjól. Hjörtur blundar fram í búr, blíður býður vænn óklúr, á sunnudag vil sjóða hann, þann sönglagsmann, leika ljúft og blítt við skalla, ég svo fingur einn, svo tvo, svo alla. Mæðan skessur mýkir ei, sólin hækkar með sitt svei, ljósmenn glenna dag sem nátt þá silki myrkurs hafið, blátt með stjörnudansinn hætta mun að skína, dimman hrafn fína,
þá þor ég ekki út á hól, brennir birtan ekkert skjól, pínust svöng hvern langan dag, aldrei nótt og aldrei lag, út að fara og fanga kjötrir fól sem hlaupa hér á fjöllum. Niður í sveitum feitir æ, nenna ekki burt frá bæ, fussum fokk, nú hjálpi tröllum öllum, hér og þar á lífsins völlum. Klapp, klapp. Þetta alveg svakalega skessu flutningur líka svona. Það verður. Að því að orðið sko hrynjandi einhvern veginn kemur að því að hrynja, það er eitthvað hrun í því ekki? Þetta er ekki geggjað að gott að láta þetta ekki tínast. Þetta er rosalega gott. Ána með mig. Og svo er það líka skessutími núna sko, já, grílu skessu. Svangar og það er myrkur núna, nú er gaman. Ég meina það er gaman hjá þeim sko. Það er sumarið sko, það er erfitt. Er einhver svona skessu óhugnaður í þinni bók? Kannski ekki mikill óhugnaður. En að því að þið voru að tala dans og hrynjanda þá hafa margir sagt sko við mig að það sé mikill dans. Ég veit ekki hvort þið bara veit ekki hvort þið hvað annað þið að segja því að ég er dansari og kannski bara svona falla á það einhvern veginn. En já, það er alveg hrynjandi og það er vissulega taktur í mér þótt að sé ekki hefðbundið kannski. Og ert þú sko búin að æfa þig mikið núna þetta er þín fyrsta bók, ekki? Já, þetta er fyrsta bókin. Og ertu búin að fara víða og svona æfa þig í þessum upplestri? Já, ég las nokkru sinnum upp svona þegar hún var nýkominu út en svo eru nokkra vikur sem ég hef ekkert lesið upp og þannig að mér liði bara eins og ég sé að byrjunarreitt. Því það er svolítið annað, það er náttúrulega eitt er að skrifa ljóð og gefa út bók og svo er annað að að master og tala nú ekki um að fara bara út í svona eins og gjörningalist eiginlega, já. Og mér finnst svona, ég hugsa, já, kunni þetta, því ég vinn sem dansari og ég er búin að vinna sem dansari yfir áratug svona. En þetta er allt öðruvísi. Þetta er annars eðlis, finnst mér en það. Svo er þetta líka svo afhjúpandi einhvern veginn, svona berskjaldandi að lesa upp ljóðin sín. Já. En finnst þér þá, heldur þú geti kannski í framtíðin einmitt verið svona eins og hreyfingu meira, kannski verið með sko hljóðnema á þér eða eitthvað svoleiðis, þannig að þú Já, ég veit. Þetta er inn í performance. Bara semja dansverk við hverja ljóðabók. Já. Það veri. En ertu til í að lesa? Nú erum við búin að setja smugla pressu á og við erum svona eins og í dómarasættur hvernig þér tekst til. Nei, nú þar er ég að vanda mig sko. Ég ætla að lesa bara, þetta er í köflum. Ég ætla að lesa einn lítinn kafla hérna. Örður af mennsku, hjúfrast í líkama, svífa í anda, dreifast frá miðju, leysast upp á jöðrum, viðkvamar í kjarna. Horfi upp gegnum himnu, lag eftir lag, upp í útmáðan himinn, móða af bláu og hvítu og svörtu og lausu lofti. Trekkur milli hæða í mér, næðir í eyrum, skellir hurðum. Að neðan berst sláttur, djúpur titringur, upp í iljar, síjast af botni, upp hæð, gegnum himnur og aftur himnur, upp í líkama. Hjartað tifar eftir slættinum að neðan, tínar kona innan skinnmarka sinna. Lítið aðgengi, flókin nálgun, fyrst fá far í hljóði, næst ganga lengi, þreytast leita á jörðu, láta sér vaksa vangi, svífa hljóðalaust á fjaðurprýtum herðablöðum. Leita úr lofti, velbúin sængur mjúkum orðum, blíðum augum, engar snöggar hreyfingar. Fundin þá til að nálgast, á bomsum stökkva af þúfu á þúfu, varast mýrar og dý sem fela sig undir stráum með opna munna til að gleypa bomsu fót og allt honum ofan tengt. Draga í blautt blindandi djúpið, draga inn að kjarna. Lenda loka stökkið, úr kápu, úr brjóstum, úr rifjum, sína hjartað, bíða merkis, það verður óskýrt, ég lofa. Hlusta á andan minn, snerta andan þinn. Leysa gátu, losa hnúta, nýta kaðal, klóra sundur himnu,
síga gegnum lög, leita þéttingar einda sem saman mynda konu í sér miðri. Gæta þess að sundra mér ekki. Takk fyrir. Og þetta ljóðabókin heitir Sólin hringur og þú heitir Halla Þórðardóttir og áður las Þórunn Valdimarsdóttir úr bók sinni Fagur boðar. Af því að það dálítið verið að biðja okkur hérna það að fyrir það sem byrja að hlusta á okkur í útvarpinu og sjá ekki Já. Að þá af og til svona minna á það hverjir að tala og þá það nú næstur hann Anton Helgi sem með númer hvað þessi ljóðabók hjá þér veistu númer hvað hún í þinni röð í röð þinna bóka? Nei, það ekkert að marka svoleiðis talningu Þetta ekki keppni en bara Nei, ég fatt eiginlega ekki hvað mikið gert upp úr því. Ljóðabók númer 4, 5, 6 eða 10 eitthvað svona og sérstaklega ekki vegna þess að ég hef lagt mikið upp úr því á svona síðustu árum að ég birti mikið af ljóðum á samfélagsmiðlum og svo ég með vefsíðu líka þar sem að það lang stærsta ljóðabókin mín og þar mikið efni sem hvergi hefur nokkuð staðar komið á prenti annar staðar þannig að þetta með að telja alltaf bækur það svolítið úrælt svolítið gamaldags en þessi bók kom út í ár og heitir Ég hugsa mig, nokkur ljóð og sagnir og hún gæti eiginlega ekki verið á vefnum þetta svona prentgripur sem að þarf eiginlega vera í þessu formi svolítið til þess að hún virki held ég og því hún fallega myndskreytt Já, mjög fallega myndskreytt vinkona mín hún Sossa hún gerði myndir sem eru víða í bókinu og Emilía Ragnarsdóttir hönnuður lék sér með þetta og bjóð til þennan leik með bókina og virkilega gaman og finnst mér og mörgum öðrum að halda á henni mjúk áferð og annað slíkt þannig að hún gefur bara áferðin á bókinni gefur svona tilfinningu sem að hjálpa honum að sé vel á veg. Já, mér finnst það líka því að það svona samspilið dálítið, myndefnið og að það áframhald, myndirnar einhvern veginn halda áfram á næstu síðum. Og þetta svona ljóðabálkur þannig að þau tengjast öll ljóðin í gegnum þetta. Það má segja kannski svona kjarnin í þessu hugsununni snýst kannski pælingar kringum þörfin að tilheyra með ýmsu móti og inn í það kemur bara samskipti hvar tilheyri ég, hverju tilheyri ég, þér, okkur, öllur. Þannig að þetta svona það að vera í hóp eða tilheyra ástinni þarf þetta göttunum. Og höfunda vera í hópi höfunda, hópi annara höfunda á Íslandi. Það svo virkilega skemmtilegur hópur. Tilheyri ég hópi ljóðskalda? Já, ég gera það hér í þetta góða borð í dag, Það ekkert samt svo oft sem að höfundar koma saman, furðulegt nokk Þetta ekki stétt sem að safnast mikið svona í saman og myndar hópa mikið eða hvað? Það nú mikið töluvert upplestara hefur verið á síðustu árum og það hittast skáld náttúrulega mjög mikið. Mest gaman maður svo heppinn að fara út á land. Þá hrærist vel saman hópurinn. Þannig að hvað þá Austurlands ræðlistin. Já, einmitt. Var marga daga, það geggjað. Fylgdist með því. En ég minni á að það hefur verið í nokkur ár núna fastir viðburðir sem eru svona undir hatti Reykjavíkur bókmenntaborgar. Þar sem að hefur verið upplestarar núna í Mengi voru áður í Gröndalshúsi og bara svo stjælt sem minnst hvert einu sinni mánuði hálfsmánaði fresti og það skemmtilega við það að það eru bæði
sérstaklega við upplestara sem að þær hafa verið að skipuleggja svikaskáldahópurinn, blanda saman ungum skáldum og eldri skáldum og svo annar hópur sem að stendur fyrir upplesturum þar sem að blanda af íslenskumælandi skáldum og skáldum sem búa hér og yrkja á alls konar tungumálum. Alveg rétt. Þetta bara alveg vitleysa hjá mér að ljóðskáldur séu ekki að safna saman sko og rithöfundar. En svo það náttúrulega klíkurnar líka fyrir utan allt. Já, fyrir utan. Já. Okay. En þetta eitthvað sem að af því að nú ég bara svona á seinustu árum fann að taka eftir þessum kvöldum í mengi og allt þetta, þannig að þetta frekar nýtt, það ekki? Það svona... Jú, þetta nokkur ára gamalt bara, þetta var líka í kringum Valgerður Vala Bjarnadóttir var með Partuspress og hún, ég held að það hefði byrjað svolítið í kringum Partuspress, þessi mikla að tengja eiginlega ljóðlistina svona mikið við gjörningarna og upplesturinn og meðganguljóð og hún og Kári Túlinus voru með það. Jú, og svo áður auðvitað Níhil, já. Og Níhil þar á undan. Þá oft kemur svona einmitt líf þegar kemur einhver svona hópur upp. Getum talið, við förum aftur til síðustu aldamóta, það rétt fyrir aldamóti, en þá voru tveir hópar, Níhil og Nikur, svona svolítið ólíkir, en það var mikið líf í kringum báða þessa hópa. Stuður ekkert nýtt, sko. Þannig ljóðadjamið. Já, það merkilega við ljóðið þess að það eru svona alls konar fólk út í bæjar ofta að lýsa yfir dauða ljósins svo kemur fullt af ungu fólki sem enginn bað og það fara að yrkja ljóð og gefur út góða bækur. Já, það kemur alltaf óvart sko. En það ég held að það sé svolítið rétt hjá þér að það var eitthvað pínulítið kannski pása sem maður hafði tilfinningur allavega að þegar að byrjuði að vera þessi svona... Það er kannski akkurat þegar ég byrja að fylgjast með að þá pásan og síðan allt inn blossar upp. Kom náttúrulega lömun með hruninu og svo með COVID. Við höfum orðið fyrir svona djúpum áföllum sem þjóð. Ljóð og þjóð, sem ljóð og sem þjóð. Já. Og svo hinn heimurinn, gamli heimurinn, allir hagyrðingarnir út allt land sem halda sín hagyrðingamót og ég veit ekki hvað og hvað. Alveg rétt. Og það eru hópar, það til hópar af fólki sem að hittast, eldra fólki reyndar, bara reglulega til að lesa saman ljóð. Já. Já, það skiptir máli. Já. Þetta eiginlega bara, mikilvægara svona í þjóðarsálunni en maður kannski hefur átt að segja þetta, ekki, af því ég tengi nú oft ljóð að vera bara einn að lesa ljóð og tengjast einhvern veginn ljóðum fyrir algjöru einrúmi, en þetta er allt annars konar reynsla og algeng kannski á Íslandi. Ég held að sé að það eru mikið fleiri viðburðir alls konar sem að snúast ljóð heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þetta fyrir ekki hátt og það er stundum maður beðin að koma og lesa eitthvað í einhverju litlu samkvæmi og það eru 5 eða 3. Þannig að það verður ekki frétt, það verður aldrei frétt nema að koma með 268. Og allir karlaklúbarnir og kærlingaklúbarnir sem við mann að koma og allir hættir að borga. En þetta á fleiri stöðum og það fleira fólk en við gerum okkur grein fyrir sem að hlustar eftir ljóðum og átil að grípa í bækur. En að því þú ert aðeins með hennar nöldurtón, Þórunn, ég verið að stökkva, upplifir þú að þú sést eins og orðin eins og ljóðatrúður, Hallgerður, svona? Nei. Eða svona, þú ert örlát svona og mætir víða, kauplaust. Ég var fegin að vera með, að því að bókin kom út í júní, skiljiru. Og svo ég og fleiri, Hallgrímur Helgason búin að vera út allt og hann var bara að tala það á fjesu hvaðan að 3 vettvöngum hann myndlistarmaður rithöfundur, svo var það líka leikhúsið og líka sýning í Danmörku, en hann var bara alveg uppgefinn. Þá var ég svo mikið kvikind að segja, þetta ekki bara ellipanik að því að ég uppliða mig sjálfur mér að vera með myndlistarsýningu, gefa 2 bækur og halda 600.000 króna ammæli iðn og 70 samanli
Ég gat sagt þetta við Hallgríma því ég var að sálgreina sjálfa mig að ég var komin með ellipanik. Ég ætla ekki að láta henda mér út í ruslið, skilu. Þá verður maður svona fíleldur. En þetta náttúrulega sann eins og höfundar tala oft það að hvað þetta skrítið að vera eins og fyrir jólin, að vera, höfundar eru dálítið á þeysingi, að lesa upp víða og fá oft ekkert neitt fyrir það sko, að því að þá er það einhvern veginn í því ljósi að það sé svo gott fyrir ljóðskáldana að kynna sig og höfundana. En það verður döðu tími, maður getur volítið annað gert. Af því maður fær þreytur, maður getur ekki einbætt sér og sögt sér hún í eitthvað ritverk eða eitthvað sem maður er að gera. Svo ég var í baráttu með Kristi Rómars og Vigdísi Grímst þegar Jóhann Páll var hjá Málamenningu, það var stórt forlag. Þá fórum við 3 bara svona litla réttindabördu og hann borgaði okkur 30.000 á mánuði. En 30.000 eingreiðslu fyrir að alltaf upplestra álagið. Og þetta var í nokkur ár. Svo var annað að ég líka tók að mér persónlega að minna rithöfundasambandið á við erum með texta. Og það ætti að minna og gráða á þessum árstíma. Og það tókst, og hún er enn að minna á það. En þetta gengur í bylgjum eins og allt hitt. Og það er kannski ekkert skemmtilegsta sem maður gerir að mæta í einhverjum kallaklúbbi og maður að fá einhverju rosalega luxus í laun sem er að fá máltíð og maður er ekkert svangur þegar maður er sko að selja sig útglennir í og trúðslutverkinu eða hvað sem það heitir, maður verður einhvern veginn að reyna að hafa gaman að þessu en það er sem sagt Þetta er alls ekki allra að fara svona og lesa sko. Nei, það tekur svolítið á. Ég segi nú stundum sko að í stórum dráttum á skipta skáldum í 2 hópa. Það annars kirkjuskáld og kráarskáld. Og kirkjuskáldin þau þurfa næði og hljóð og já, heyri sömn á linna þetta sko. En við kráarskáldin það þarf enginn að heyri okkur við bara stöndum upp og í glasaglöminum og blöðrum eitthvað og rassakostum og bara ánað ef einhver býður upp á býður upp á kaffibolla eða glas Já, eða glas það er nú mesta heiður sem að mér hefur hlotnast um ljóðskáld að fá bjórglasið, það er einhver flottustu bókmenntaverðlaun sem þetta að fá Er það verðlaun eftir að djóka? Þegar maður er á barnum einhver staðar og einhver kemur að segja ég þarf ekki gefa þér öll litli verðlaunin Ég hef einu sem fengi hvítvínsflaskuna það var mjög gaman það var bara allt í einu kom sendill heim á tröppu til mín með hvítvínsflasku frá manni sem var að lesa ljóðabók eftir mig var svona rifin Það gerist ekki betur en þetta. Peningar, það þeir hverfa en ekki svona tilfinningar. Vilst þú lesa eitt ljóð fyrir okkur? Eins og ég segi, þessi bók hverfist svona svolítið það að pælingar í kringum það að tilheyra. Ég hlustaði á sunnanfuglinn, tísta í garðinum eftir að dagskrá síðdegisvindana lauk. Mér langaði til að trúa honum fyrir nafni mínu og spyrja, hvaða merkingu hefur líf mitt? Það hæfir mér vel að eiga fugl að vini. Ég læst vita hvað hann hugsar. Líf hefur bara eina merkingu. Líf merkir líf með öðrum. Merkir að tilheyra, lifa. Veistu að lifa merkir að lifa og umbreytast að vild með öðrum. Held ég. Takk fyrir. Þetta er alveg, en ég hugsaði nú, þú ert nú svolítið kannski, geti verið líka í kirkju, mér er nú alveg, maður er ekkert að gaspra neitt þegar þú byrjar að lesa. Ok. En maður ekki stundum í kirkju og stundum á krá. Jú, sem eru kannski þannig. Jú, ég hef nú lesið upp í kirkjum líka.
Og það merkilega, ég verð að segja frá því, merkilega gerðist í sumar, ég fekk skilabóðum það, ég veitti að hlusta á messu í útvarpinu og hvað gerðist? Presturinn sem var sjálfur vígslubiskupinn í Skálholti, hann lagði út frá ljóði eftir undirritaðan í predikunni. Þetta er stórhættulegt og maður getur fara að hlusta meira á messu fyrir að þetta en þannig að sko ég á svolítið erfitt með að segja að ég sé ekki kirkjuskáld eftir það. Þannig að þú getur farið hvert sem er. En nú myndverk á þínu Halla. Já. Og það er svona svolítið svipaði litir og þú teiknar nú þína mynd sjálfur eða ekki Þórunn, myndlistar, og teiknar þú þína Já, ég gerir það líka. Nú, sko. Já, það er bara keimur í á þessu. Já, það tengist hérna alveg bara. Getur þið sýnt kannski myndavélinni bara ganni fyrir þá sem eru að horfa okkur í mynd? Já. Þannig að þú ert svona á mörgum síðum líka. Þú ert bara mörgum list. Ég er að þykjast ýmislegt. Og en getur þú eitthvað sagt okkur frá bókinni þinni svona? Já, eins og ég sagði hann, það var svolítið svona taktur í henni og dans, en fyrir mig þá fjallar hún rosalega mikið að tengjast, hvernig við tengjumst öðrum og hvernig við tengjumst umhverju okkar og hvernig við tengjumst okkur sjálfu og svona okkar innra lífi og hver hjúpurinn, og svona ég fjallar svolítið hjúpinn, það er mikill líkami í þessu. Ég er dansari þannig að líkaminn er mér mjög hugleikinn og það kemur mikið fram þarna hvernig, er að vera í þessum mennska líkama. En hvað kom þér á óvart þegar þú varst svona ferð úr einu listformi úr dansinum svona sem þú hefur dansað í mörg ár og stundaði mörg ár og fer svo að skrifa eða gefa út? Já. Er það eitthvað svona sem hefur komið þér á óvart við þá iðju? Sko ekki kannski beint við skrifin, en sko starfið mitt sem dansari það er mjög þjónandi starf, þótt það sé mjög kreatíft líka, en maður er ofta að þjóna danshöfundum og hjálpa til að styðja þeirra listsköpun og þótt það sé vissulega sköpun í því líka, þá finnst mér þetta miklu nær mér að vera svona með sitt eigið orð á blaði og svo sömulegis líka þá dansinn hann hverfur og þú getur ekkit, hann er bara list andartagsins, en að fá að halda á einhverju sem maður hefur gert, það er ótrúlega sérstök tilfinning og snerta og svona. Þannig að það er sko ekki ólíklegt að þú er eftir að gefa út eitthvað fleira svona. Ég vona það. Þú húkast á þetta. Já. Er þetta ekki svolítið ávanabitandi að gefa út, að skrifa og gefa út? Maður festist í sko. Ég var komin í kennsluréttindi og þá var ég beðin að skrifa fyrstu fyrstu 3 bækurnar mínar. Þá var ég eiginlega komin út á völlin og festist þar. En það er einmitt svo fallegt að leika sér við fleiri listir af því að þetta sérfræðinga samfélag er eitur og renessans er að allir gera allt. Og við erum augu, eyru, munnurinn, það matagerða list og Guðbergur sagði þetta fyrir löngu, ég ætla nú hægt að vera alltaf veitna einhver kall sagði þetta fyrir löngu. Nei, það vita allir að ef að lifnar einhver svona listrænt í barnið að kveikta á svo einhvern hátt og það er móttakilegt af einhverjum djöðuna Guðvit genum hvað það er, mjög flókið. Tilfinningarnir einfaldar, tilveran flókin, en það er mjög mörg dæmi að við neyðumst öll til að velja eina list. Ég var komin upp í tónlistaskóla, ég ætlaði að læra að vera tónlistakennari þegar ég bara, þú veist, það var hlut og vetri áður en ég fór í sagnfræðina. En það er eiginlega dálítið anstíkilegt að við neyðumst öll til að setja eina helvitstrundu. En finnst þér að vera svona meiri renessans og svona endurreisn til dæmis á Íslandi núna heldur en var áður, sko,
einu sinni manni allavega var sagt þig, hún sagfræðingur og meiri það sagt svona hálf hissa hvað þú væri vandaður og nákvæmur sagfræðingur og eða vísindaleg manneskja, en svo væru líka svona trilljóðskáld einhvern veginn og skáld sko, rithöfundur, þannig að já, eins og það var eitthvað skrítið að það rúmaðist einni. Mér er svo gaman að ég tæki verið til að segja eitthvað handstyggilegt. Mér finnst listamenn miklu skemmtilegri en háskólafólk og þannig að þegar ég fór bara alltaf að skoða vini mín, það myndlistamenn, bestu vini mínir, ég er nú alhæfa, en það er svona allt annar andi upp í háskóla. Það er svo strangt. Og háskólar uksu út úr kirkjum og eru með fullt af viðhorfum sem tóku í arf. Og þessi yfirvofandi dómur alltaf, einhvern veginn, að þú meir ekki segja eitthvað sko vitlaust og oft, svolítið eins og þú ert að segja, þú ert að túlka, þú ert að dansa jafnvel, þá ertu sko að túlka annara manna höfundaverk. Já. Það er eitthvað frelsi oft í listafólki. Já. Hjá listafólki. Það er alltaf dásanlegt að gera eitthvað skapandi. Algjörlega. Og þú ert með sko 2 bækur í ár, af því þú getur ekki svona hamið. Já, því það var svo mikil ellipanik. Það er ekki læri þetta orð með ellipanik. Hinn er íslenska fyndni, er ekki? Já, það var svaka gaman. Ég er búin að hafa gaman. Maður vælir og hefur gaman leið. En viltu fyrir lustendur svona segja nafnið á henni? Já, speglinska fyndni. Þetta er alltaf að slá í gegn. Ég fylgdi ekki gefið út, þá fór ég til Bjarna Harðar sem bjargar bókum. Það er alltaf miklu fleiri, alveg eins og 14% á listamannlaun, það eru miklu fleiri í öllum listum sem vilja láta ljósið skína en komast að hjá svona fá, þannig að maður verður líka að minna sig hvað maður er heppinn og farsæll, elskurnar mínar. Og það er alveg sama hvað fólk er að gera. Öll störf í samfélaginu, ef maður er að þjóna eða lætur gott að sér leiða, þá er það svo mikil hamingja, er það ekki? Tilveru réttur nær þessu. Mér finnst þessi bók íslensk fyndni vera, ég held að þetta sé sko fyrsta skrefið á braut sem að fleiri eftir að fara inn á þessi aðferðin að skoða hvað er fyndið og hvers vegna annað slíkt sko. Það er mikið meira í þessu að það má halda lengi áfram til að skoða einmitt sko, hvernig hugsaum við sem þjóð og höfum við hugsað og þar fættu gott þetta er mjög spennandi. Ætla, hún ertu góð um í dag. Ég er bara opnaðilega svona, búin að búið til nýtt sjónarhorn, það er nú svona svolítið það sem að kannski þetta er litli speklar inn í horfið samfélag sem að allir fóru að skamma sín fyrir að þetta var svo sveitu. Þá held ég að það við komum. En sko, það sem að þú ert náttúrulega á sko friðarsvæði með því að sko vera að fjalla um það sem var sko. Já. Að þú myndir heldur betur fá vopnin á þig og skítin ef þú væri að fjalla um það sem er fyndið núna sko. Því að þetta er oft mjög viðkvæmt sko. Draugarnir eru þeir geta líka meitt mann. Nei, þeir eru betri heldur en lifandi fólk. Hefur tíma til þess að værið til ég að lesa eitthvað svona stutta ljóðabúta fyrir lesendur af því þetta er svona aðventu stemning hjá okkur eða erum við með fullt af tíma en þá? Já, svona, við erum með svona smá tíma. Eða að gera eins og Bjarkakademíð 3 mínútur hver fyrst og svo aftur 3 mínútur. Já, ég getum gert það. Ég ætla samt ekki að taka tíman. Það byrja mig, er ég komin á ekaflið? Já, eða sá sem er fyrstur að finna ljóðið, því ég náttúrulega sitt ykkur í svolítið erfiða stellingar að bara velja ljóð til að lesa svona spontant. Ég er búin að nú með þig krakkar. Ég er tilbúin meitt hérna. Já, gjörðu svo vel. Þá er það Halla Þórðardóttir. Já, þetta er síðasta ljóðið í bókinni.
Seinna, þegar öll þessi óræðu kannski, orðin minningar sem kannski gerðust eða skiptir það máli og sólin hefur farið hring eftir hring svo oft að hún gleymi sér og ég gleymi mér og suma daga beð ég af mér og suma daga nauti þess að renna fótum ofan í mýrar og renna saman við þær, sjá þær opnast nýjan heim sem blautur heldur utanum mig og svæfir og vakna svo í mjúku rúmi, vafinn inn í hvít rúmfött með höfuðið á hvítum kotta eða er þetta ský? Eða skiptir það máli? Það best að gleyma sér. Takk fyrir. Gott ráð fyrir inn í jólafríð, ekki? Ert þú tilbúið næst, Anton Helgi? Já, þessi bók algengasta orði í þessari bók er persónum formnafni ég, ég segi stundum þetta svona eins og tilbyrði sjálfsæfisögu en þar sem kemur ekki bara fram sá eða svo sem segir söguna heldur líka samferðafólkið og þetta eru svona stundum eitthvað byggir á menningum mínum en stundum tekið minningar vina minna eða ímynda mér hvað þeir hefðu ort og er ljóð sem að ég setti saman ég fór einu sinni var ég staddur í Lissabon á bílastæði með vini mínum sem er látið núna en var hjartareinasti maður sem að ég hef þekkt og hann trúði ekki neinu illu upp á nokkurt mann og þegar við vorum staddir á bílastæðinu kom maður og bauð okkur til sölu demantsringa og hann keypti ring og ég nöldraði lengi í honum og hann sagði, nei, hann ekkert að svíkja mig, hann svo fallega augu, sást ekki augun í honum og til heiðurs þessum vinni mínum orti ég þetta ljóð. Ég keypti demantsring á bílastæði í borginni Lissabon. Keypti fallegt bros og lokkandi augnaráð sölumanns. Iðulega dreymir mig réttu lottótölurnar, aldrei hlýt ég samt vinning, læt oft blekkjast, en aldrei af fallegu brosi, ég kann að meta þannig gersemi. Ljúðu að mér demantum, fjársjóði, brosi, ljúðu mig auðugri með fallegu brosi. Þetta svolítið svona með formálanum, þá þetta svolítið svona sláandi og maður velti fyrir sig hvernig hann hafi dáið, hvort hann hafi dáið úr þessu vamleysi eða svona þessari trúgirni. En ég ætla ekki að spyrja það, maður bara velti því fyrir sér og þá velti maður líka fyrir sér oft þessu hvað hjálpar ljóðunum, sagt, hvað má segja og hvað hjálpar þeim að kynna það og einhvern veginn tala í kringum sem líka hluta af þessum gjörningi upplestrirum ofta að segja frá bókunum og segja frá ljóðunum og þá pælir maður í því ef það eitthvað sem opnar alveg ljóðið eins og mér fannst formálinn þinn gera af hverju það þá ekki skrifað en það kannski einhvern veginn þá hefði það líka ekkert opnað ef það hefði verið skrifað með skálitri. Nei, en það náttúrulega þetta munun og þetta þó að margt til dæmis í þessari bók sé byggt á einhverju reynslu sem að komið frá mér eða öðrum þá náttúrulega mikið sem blanda og ýmsu og þetta skáldskapur og það það sem að skáldskapur gefur hann gefur leyfi fyrir okkur til að ímynda okkur og þér sem lesanda þá að taka við því hvernig sem Já, þannig að ég hefði alveg fengið þessa tilfinningu þótt að þú hefur ekki verið með hennan Já, eða þína upp á einhver aðra og það náttúrulega skemmtilegt stundum lendir maður í því að maður heyrir fólk vera að leggja út af einhverju eftir mann og maður bara hugsa, ég hugsa þetta það það sem skáldskapur gefur En við erum samt svona sem lesendur held ég
svolítið sólgin í það að heyra í skáldunum svona tala finnst ykkur það ekki? Það svona áhugi á því samt ofta að heyra svona forsögur eða forsendur eða Jú, og það getur verið gaman íbland eins og í þessu segja sögur í kringum þetta. Sumir vilja sko alls ekki segja neitt, líka eins og bara myndlistafólk og þannig vil alls ekki segja orð og finnst það skemma alltaf sko og hjá sumum einhvern veginn það eðlilegra svona blandaði sko skýringunum. Þú ert nú svona, að því þú ert fræðikona líka og þér finnst ekkert erfitt að vera eitthvað, þér finnst ekkert skemma það sem þú segir á undan. Maður bara þurft að berhátta sig, það hluta af þessu eins og þú sagðir áðan, það viðkvæmt, maður setur sjálfan sig. Og rithöfundar hafa alltaf, ef við tala víðan í ljóðið, á líka með ljóðið, verði að reyna að opna skynheima, finna nýja skynheima, nema ný skynlönd og vera hvöss og gagnrýna og vinna gegn fordómum. Það hef ég reynt að gera og þá verður maður að segja frá sífilis og afa, skilur út af því að það eins og sé eitthvað öðruvís að fá hvef í klofið heldur en í hálsinn og þið veitu allar þessar heldur kynferðisbælingar og þannig að það verður líka að vera broddur annars sofna maður. En ert þú með eitthvað smá brodd svona fyrir okkur kannski? Nei, bara eitthvað væmið en að því þú sagði kotti og ský og allt þetta þá myndi ég að ég er með eitt hljóð sem heitir Kottin minn og það var mér að koma út á þýsku ég fekk að vita í gær einhverju tímariti mjög skrítið að lesa á þýsku Kottin minn Kottin minn lífið er blaður á barmi svarthols á ég hvergi hefði mín að halla Jú, á kottan. Víst tilheyri ég hold heimi. Fyrsta og síðasta boðorðið að biðja hamingjuna aldrei neitt. Hún sér sig sjálf. Það var svona predikun. Já, svona ráð. Ég held einhvern veginn að það væri svolítið gaman fyrir okkur og hlustendur og áhorfendur kannski að lesa bækurnar ykkar saman svona, einhvern veginn vera með þér bara kannski til dæmis á jólafríinu en mér finnst allavega ótrúlega gaman að heyra ljóðin svona lesin, maður heyrir einhverja svona ýmsa þræði. Já, ef ekki að mælast til þess að bóksalar bjóði tilboð dagsins 3 bækur í pakka og vera þeirnar og fekk málar með eða hvítin. Það er mjög góð hugmynd. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma í Amstir dagsins og lesa fyrir okkur og ræða ljóðlistina og dansinn og allt. Anton Helgi Jónsson, Halla Þórðardóttir og Þórunn Valdimarsdóttir með stórkostlegar ljóðabækur og við verðum líka að minna aftur á tímaritið Són og benda öllum á þótt að vísu sé uppselt en það er kannski það er komið úr prentun. Það er komið af önnur prentun. Þannig að já, ljóðið er bara ljóðið lifir sko, já. Og við höldum áfram yrkja. Takk fyrir komuna og þakka hlustundum áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu ljóðadjammi og höldum áfram núna út vikuna allavega og vonandi líka bara inn í nýja árið og út árið að kalla til ljóðskáld og rithöfunda og fræðifólk og búa til samræði á milli. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.